Komið í sælublessuð og hjartanlega velkomin að Rauðaborðinu þetta 50-dagskvöld 9. janúar. Við erum á listrænum nótum hér í kvöld og í bland við heimsmálin, en Gunnar Smári fær lokar hérna hjá sér kvöldinu ásamt Ólafi J. Engilbertsinni, menningarmiðlara, og Kára Skram, kvikmyndagerðamanni. En þessir þrír hyggjast fara yfir feril Samúels Jónssonar frá Selárdal. Oddný Eir fékk til sín þær Helgu Arnaldsdóttur og Sólveigu Guðmundsdóttur úr þverfaglega tilrauna brúðu leikhúsinu. Og þar á undan fékk hann Gunnar Smári til sín aðstandendur sýningarinnar Jermu. Þetta eru þau Gísli Örn Garðarsson, leikstjóri, Gunnlaugur Brím, trommari og tónskáld, Nína Dögg Filipusdóttir, leikona, og Björn Thors, leikari. Þá snertir Oddný Eir aðeins á málefnum Grænlands ásamt Jóni Helga Þórarinssyni tölvuleikjasmið og fyrrum íbúa Grænlands, en það margt sem þar gengur á varðandi sjálfstæði þjóðar og bara í pólitíkinni almennt. Sjálf ríð ég, María Lilja Ingveldar Þrastardóttir, kemp á vaðið ásamt öðruvísi smið, 1000 þjalasmiðnum Jakobi Frímanni Magnússyni, en við ræðum borgina Los Angeles í Bandaríkjunum sem nú brennur. Svo það hér margt að velja í kvöld, dokið við. Hér koma bara sneisafullu þáttur af góðu efni á eftir auglýsingum. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, komið sæl aftur. Los Angeles brennur og það hefur nú kannski ekki farið fram hjá mörgum, en þar geisa nú miklu skógareldar sem að hafa, þegar þetta tekið upp, þegar þetta talað, þá hafa 2000 hús bara horfið hreinlega og orðið eldinum að bráð. Þetta margar fjölskyldur, mikil menningarverðmæti, ýmislegt þarna í borginni sem undir og verður eldsmatur. Hjá mér Jakob Frímann Magnússon, fjöllistarmaður, myndi ég nú bara segja, og varaþingmaður, fyrrum þingmaður og tónlistarmaður. Vertu velkomin. Takk fyrir. Nú, segðu mér hvað eiginlega að gerast þarna út í Los Angeles? Það erfitt að átta sig á því að þetta skuli vera með þeim hætti sem það þegar þú ert með gjörvöll Bandaríkin undir í liði með þér, herinn og alla sem ættu að vekklingja geta valdið, að þetta skuli vera svona taumlaust og svona stjórnlaust og búið að granda, eins og segir, yfir 2000 heimilum í mörgum að dýrustu hverfum borgarinnar. Og þetta í sjálfu sér eitthvað sem að kemur svona reglulega, það kom einhverju skógareldar og þeim haldið niðri. Nú aðstæðu þannig að það eru miklir vindar og það feikjast og smitast út eldurinn með þessum hætti, og erfitt að ná í vatn út af vindum og svona sko, þetta eru skýringar sem að halda eiginlega ekki vatni. Þá sækjur vatni bara eitthvað annað í næstu ríki og
og það lýst yfir neyðarástandi og það bara allt gert til að stöðva þetta, en það einhvers tregða í kerfinu. Ég veit ekki hvort að svo tregða byrja milli eyrnana og hinnum aldna núverandi forseta eða hvað það sem að kemur í veg fyrir þetta sé bara stöðvað, því að þetta hryllingsástand og ekkert minna, og þetta eru svæði sem ég þekki mjög vel frá því ég bjóð hana. Þeir búið í húsi sem er brunnið til Kaldrakóla núna og öðru sem er á leiðin í eldin og vinir manns eru þarna út alla borg og þetta er bara alveg svaðalegt ástand sem að maður í rauninni þakkar það munið ekkert mikla maður væri þarna sjálfur þessi áramót. Já. Erstu í sambandi við þína vini þannig úti? Já. Getur þú kannski lýsti fyrir okkur svona hvernig hafa þau það? Já, það er missamt eftir hvar fólk er búandi. Þeir sem að ein mjög náin vinkona sem býr í Hollywood hæðunum, hún var pollróleg hádegisbilið í gær en var síðan skipað að yfirgefa heimilið og þurfti að flytja inn á hótel í nótt. Í þeim hluta Hollywood, þar sem að byrjaði að loga, þar hefur náðst stjórn á málinu og hún má fara aftur inn núna síðdegis og er í lagi enn. Þú veist að þetta eru gríðarlega áhrif á líðan og andlega heilsu. Þú ert með aðleigu þína kannski og listaverkin þín og svo eru margir sem að komast ekki spönn frá rassi bílarnir bara fastir í teppum á miðjum vegum. Ég sá nú eitthvað myndband þar sem að var svona eins og svona íta, svona stór íta að svona skópla í burtu bílum sem sátu fastir í umferðinni og fólkið hafði yfirgefið vegna þess að eldurinn var einhvern veginn farin að færast nær og umferðin í einhverju svona deadlock. Og þannig að fólki hljópi burtu, þannig að það var verið svona íta burtu þessum bifriðum, glæsibifriðum. Akkurat, þetta er eins og segi, það er húsi sem að Roy Rogers, kúreka hetja kvikmyndana byggði og vinur minn Sigurjón Sigvardsson bjó í. Það brann til Kaldrakóla í gær og börnin hans sem að ólust upp í hverfinu, hans og Sigríðar Jónukona, allir þeirra vinir sem að eru enn í hverfinu og fjölskyldur þeirra eru bara búin að vera á flótta undan eldunum og þetta er mikið högg bæði fjárhagslega og tilfinningarlega og fólk er bara í losti og við sem að fylgjumst með þessu erum þetta alltaf líka. Þetta er alveg svakalega óhugguleg situasjón. Nú eru þetta eru svona efri lög samfélagsins, þetta eru fínu hverfin, svolítið sem að brenna. Já, þarna vestanveg sem rétt við Malibu ströndina og þarna, Pacific Palisades og nú Brentwood sem búið að vakjóera og þetta mikið af Hollywood hæðunum. Pasadena sem gamalt svona spænst fallegt hverfi og Glendale sem þetta nálægt svona city miðborginni gömlu. Það nú ekki eins dýr hverfi, það skiptir kannski ekki öllu máli hvað fólk átti mikið eða verðmætin þau föður upp og það er mjög tvísynt með hvað tryggingafélagin munu greiða fyrir eflaust eftir smáa letrinu í samningunum og oft eru margir sem að virðast hafa hreinlega mist brunabótatrygginguna sína rétt fyrir. Já, það er eins og menn hafi fundið á sér að eitthvað vera að fara úr bandunum. Þegar ég bjóð þarna í 6-7 ár á sínum tíma þá snerist óttinn eða áhyggjurnar ef að þær voru á annað borð eitthvað, bara jarðskjálfta. St. Andreas Fault sem er þarna norðarlega í Kaliforníu, það þetta hafa skolfið þarna, jörðin hefur skolfið nokkrum sinnum og allir voru að bíða eftir stóra skjálftanum, hann er nú sem betur hefur ekki komið ennþá, en það var enginn séð fyrir svona óbóðslega mikla skógarelda inn í miðjum íbúðahverfum. Og þetta er óhugnulegt, eldur eru þetta eitthvað svona sem maður ræður ekki við. Akkurat, og við erum búin að vera að glíma hér við jarðelda allt, síðustu misseri og þekkjum allt sem að því lítur, en við erum með samfélagsgerð hér sem að tekur kannski betur utan fólk og megnar að róa það niður og þú veist, við kaupum húsinn og sjáum til þess að fólk missi ekki aðleguna við það að
það beresti fram jarðeldar, en þarna blasir það við hans í morgum að hafa mist listaverkasafnið sitt, hljóðfærasafnið sitt, aðleguna. Hvað tilur að verði þetta fólk? Já, sko, það nú bara það sem að eflaust á eftir að véla þetta allt svo nýtilkomið og það eins og það sé ekki nægileg svona yfirstjórn á þessu einhvern veginn. Maður segir, býttu ekki hægt að nálgast vatn, það bara nóga vatni í Kyrrahafinu, þarna við ströndina, sækiði það. Já, það bara svo erfitt, það kom ekki vélunum, það svo mikil vindur. Þetta eru Santa Ana vindarnir sem að koma frá úr eyðimörkinni og þeir eru með allra sterkasta móti núna og kannski þetta einhvers konar birtingament, hérna miklu svona yfirvofandi hamfara hlýnunar og veðurfarsbreytinga og umhverfis þáttar sem að þetta búið að vera var okkur við og við gjöldum dýru verði nú þegar árlega í milljarða upphæðum, sko, okkar framlag til hinn á þessara þáttar sem að Við verðum ekki verið að gera nóg. Já, hvernig nóg? Við erum sennilega þrátt fyrir allt sjálfbærasta og grænasta ríki heimi, hvað sem menn segja og með næststærsta flota rafmagnsbíla í heiminum á eftir Norðmönnum og við erum með hituð heimilinn úr jarðvarmanum og raforkuna úr fallvötnunum og svona. En við erum allavega að sýna mikla samfélagslega ábyrgð með heiminum miðað við þær upphæðir sem við erum að demba inn og nú beðið meira og það beðið meira í samhengi varnarmála núna og NATO og alls þessa. Þannig að það ljóst að íslenskra skattgreiðenda bíða áskorunir á næstu misserum og mánuðum. Já, og þú vilt tengja þetta þessum skógareldum? Nei, ég nú að segja bara sko í stóra samhenginu þegar svona verður, þá held ég að Íslands samfélagsgerð sé mun heilbriðari og allavega mannvænni fyrir tegnana heldur en bandaríska samfélagsgerðin sem að nú ekki einu sinni með þessa tegund velferðarkerfi sem okkur finnst vera sjálfsagt mál hér á Norðurlöndum og víðar. Að sko við tökum utanum fólkið, róið það, sefum það og finnum því í stað og steyðjum við það, en spurningamerkin eru bara út allt hana. Já. Fyrst bara að bjarga lífi sínu og því sem að hægt að bjarga og finna eitthvað þak yfir höfuð bara í nótt og næstu nætur, en svo algjörlega óljóst ennþá sko hvað hið opinbera ætlar sér, því að það eru frumskóð og lögmálin gilda miklu meira í Amríkunni heldur en á okkar gamla góða eldgölnu Ísafjöld. Það virðist ekki vera svona á þessum spjallborðum sem að ég hef skoðað núna eftir að þessar eldar tóku sig upp. Borgarstjórinn í Los Angeles ekki mjög vinsæll. Nei. Hvernig getur þú aðeins útskýrt fyrir okkur, hvað það sem gerir hann svona óvinsælla? Það eru margir þættir og flóknir. Þetta þetta sko mikið fjölmenningar samfélag sem að hefur glímt við alveg gríðarlega svona getur við sagt svona dramatíska stéttaskiptingu. Það alltaf mikið búið að flæða fólki yfir landamærin frægu frá Mexíkó eða suður hluta Ameríkunar. Og réttur og réttindi þess fólks eru mjög óljós og í miklu uppnámi og endalaust verið að hóta því að henda þessu fólki út og byggja mikla varnarmúra. Sko það að ná utanum sko borg eins og Reykjavík, 100-150 manna samfélag og halda almennilega utanum það hefur nú reynst mörgum manns erfitt. Að ná utanum borg sem ultimately 25 milljón manna svæði, þú tekur þetta stór Los Angeles svæði, þá þetta alveg gríðarlega stórt og mikið og lagskipt og við getum sagt að vandamálin eru svo margþætt í þessum ólíku lögum samfélagsins að það að ná almennilega utanum það hefur nú því miður bara ekki, það er reynst þrautin þingri að ná því, þannig að ég nú ekki... Það talaði forgangsröðun í svona fjáraustri borgarinnar. Já. Það sé verið að leggja til allt og mikla fjármuni, til dæmis í einhverjar svona, hvað heitum við, þetta svona forvirkar rannsóknarheimildir, lögreglu, LAPD og reyna að stemma stigu við glæpa
bylgjónum öllum og öldunum. En á meðan þá verðist slökkviliðið vera fjársvelt. Já, það en þetta þetta meira en slökkviliðið sem að þarf að koma til þarna. Þetta þarf að koma úr himinhvolfunum. Þetta eru þurrkar og þetta vatnsskortur sem að láta þetta ganga svona langt, svona lengi og valda þessum gríðarlega skaðræði og þessum gríðarlegu harmleikjum í þúsundum fjölskyldum. Hvernig hefur þetta áhrif heldurðu á bara heimilislausa í borginni? Nú það til dæmis alveg svona ofboðslega bara stór og mikill vandi, fjölþættur vandi heimilislaust fólk í LA. Já, það hefur vaxið alveg gríðarlega á undanförnum árum og heimilislausir voru sýnilegir í því sem kallaði Skid Row sem gamla miðborgin sem varð síðan mjög bara hættuleg svæði og vanrækt og menn voru ekkert mikið að fara þangað niður eftir. Núna sýnileiki heimilislausra í Los Angeles og reyndar San Francisco og fleiri borgum hana alveg gigantískur. Hann sérstaklega þegar fer aðeins að rökkva. Þá bara hópast fólk í þúsundavís bara eins og ofan úr hæðunum og hvaðan það kemur með einhverju teppi eða pappakassa eða eitthvað og út úr heiminum upp til hópa. Þetta ekki bara heimilisleysi, þetta fólk sem á þessum Oxycontin lyfjum og öllum þessum hryllilegu ódýru lyfjum og það sér offsjónir og að elta hunda sem ekkert á svæðinu og svona skilur og þetta alveg óbóðslega óhuguleg birtingamynd fíkni ástands og fíkniefna faraldurs sem hefur því miður bara ekki náðst að stemma stigu við og fer bara hraðvaxandi. Og þetta eins og bara sjálf Hollywood Boulevard með hennu sögafræga Roosevelt hóteli og Hollywood Boulevard sjálf nú sæmilega hrein svona á daginn og á kvöldin því haldið í lagi en næsta gata þar fyrir neðan og þar fyrir neðan þar fólk bara í þúsundavís frá og með rökkri og til morguns og þá því ítt burtu og hvað verður þetta fólk? Já, ég var þarna í fyrra og spurði lögreglu stjóra sem ég heiti hvernig stendur á því að þessu fólki ekki útvegað húsnæði og matur þegar maður var að fara á kvöldin bara með doggybak og svona út gluggan, út rif á bílróðunni rétt að því. Það sagði þetta fólk allt með húsnæðisbætur og allt með matapeninga en það kýs að nota ekki það. Þeir notar það í fíkniefnin. Já, þannig að þá nú eitthvað brotið. Já, það bara það brotið að þetta nær ekkit utanum svona massíft, Þetta svo fjölmennt og þetta svo alvarlegt og þetta það þyrfti svo mikinn her sálfræðinga, félagsfræðinga, lækna og hjúkrunarfólks til þess að reyna að ná utan og þú hjálpar ekki fólki í svona ástandi nema að bjóðu upp á það að láta hjálpa sér. Alkohólistinn, hann verður að ná botninum að vilja sjálfur læknast. Já, og nú svona bara í þessu árferði, þessu eldhafi sem að núna umlykur Los Angeles. Ég meina, hvað verður þetta fólk? Já, þetta fólk sennilega í fyrsta lagi bara mjög skekið af ástandinu og því að það sé hvergi óhullt og ég meina nú hlýtur þessi hópur að stækka umtalsvert fólk missir heimili sín vonandi fjölga nú ekki mjög mikið sjálfum fíklunum sem eru á vergangi þó að brenni hús og venlegu fólki en það verður augljóslega mikill svona innviða vandi núna sem blasir við. Góðu fréttirnar, það hægt að tala það í þessu samingi að Suður Kalifornía nú eða Kalifornía nú eitt af sterkustu hagkerfum heims. Stundu talaði það 5. ríkasta hagkerfi heims, bara þetta eina fylki
En fátækafólkið hins vegar mjög fátækt. Já, mjög fátækt og þá... Það mikil ójöfnuður. Já, gríðalegur ójöfnuður og bara einhvern veginn, maður sá það alveg strax og maður kom þarna fyrst bara sem nánast táningur að það mikið af fólki sem að kemur þarna með drauma og einhverjar svona langanir og þrár til þess að ná fótfast í einhverjum iðnaði, kvikmyndum eða tónlist eða einhverju og nær kannski ekki máli og brotnar og neyðist til að segja sér til sveitar og verða þá bara svona einhvers konar afgangsstærðir í samfélaginu og þetta ríka kerfi, þetta fjórða öflugasta hagkerfi í heiminum hefur ekki náð að koma sér upp einhvers konar mekanisma til að taka á móti þessu fólki. Það kannski vantar svolítið mennskuna í það. Já, það því miður, það bara ekki sjálfgefið norræna velferðarmódelið þykir ekkit sjálfsagt nema bara á örfáum stöðum í heiminum og við erum svo góðu vön hérna á Íslandi í þessu samhengi öllu. Við erum alltaf þjóð sem frá landnámi var alltaf í því að taka utanum hvort annað fólki og reyna að hjálpa þeim sem að þurftu hjálp og þó okkur finnist heilmikið vanta upp á það en þann dag í dag þá erum við samt hvað samfélagsgerð snertir og velferð almenna miklu betur stödd heldur nokkurn veginn allar aðrar þjóðir í heiminum. Þetta get ég sagt hafandi búið, verandi fæddur í Danmörku, starfaði í Þýskalandi, Bretlandi, Bandaríkjunum út allt. Ég hef samanburðinn og það engin staður betri í heiminum til þess að ala upp börn og vera með fjölskyldu og lifa öruggu lífi og stunda fagurt mannlíf ef það viljinn. Heldur við eftir að sjá hérna flóttafólk frá LA eða bara frá Kaliforníu hérna á Íslandi? Ég hugsa nú að það verður nú kannski ekki mikill við finnum ekki mikið fyrir því þrýstingurinn kemur frá öðrum þjóðum sem eru svona í það heila kannski mun settar en við en maður skynjar auðvitað sérstaklega eftir að endurkoma Trumps slá ljós fyrir að margir bandaríkjamenn horfa til okkar myndi gjarnan vilja fá að vera hér en við höfum bara við erum svo langt á eftir með innviða uppbygginguna bara húsnæðismál og allt sem að þyrfti til þess að taka móti fleirum en við erum þegar búin að gera við erum bara svo langt á eftir því. Ég bara búið til svona megasamfélag, svona risaborg. Já, þetta getur þetta mætti dreifast kannski landið meira svona þeir sem að vilja koma hingað. Ég held að það sé alveg mjög fyrirsjáanlegt að það mun stöðugt fjölga þeim sem vilja komast inn í okkar samfélag og þá það auðvitað ekki út af veðrinu, það ekki út af jarðeldunum á Reykjanesi, það ekki út af því að við séum svo þægilega nálægt sólarströndunum eða hvað, heldur bara fyrst og fremst, það eru gigantísk vandamál meðal 1000 milljóna manna af þessum 8000 milljónum manna í heiminum kvenna, þá eru meiri hlutin í djúpum vanda, bráðafátækt, óðbóðslegum félagslegum vanda, stríðsvanda og svo yfir vofandi ofhlínun jarðar sem að muna líkindum ná síðar til okkar en annara og með öðrum hætti já. Hér orðið kaldara, það var ekki síðasta ár 2024 var kaldasta ár hér bara bara síðan á 18. öld Já, það auðveldar að verjast kuldum en hita og ég segi, ef ég þarf að velja milli tveggja þá get ég haldið minni orku og starfsgleði mun óskertar í köldu veðri sem ég get klætt af mér heldur en í ofmiklum hita sem sviftir mann orku og getu til þess að vera energískur. En kannski svo við lítum aðeins til Hollywood skemmtanaiðnaðurinn þetta nú auðvitað mekka skemmtanaiðnaðs veraldar í rauninni. Hollywood
bara, Hollywood bara bíó. Já. Hvaða áhrif mun þetta ástand? Ég mun þessir eldar, þeir hljóta hafa einhver áhrif þarna á. Þetta að fara að breyta einhverju. Þetta alveg lykil aðilar úr þessum iðnaði sem þú ert að tala núna búa akkurat á þessu svæði sem vest úti núna. Það Pacific Palisades brent út og eventuelt Hollywood Bel Air og Beverly Hills og svo Hollywood. Þannig að það alveg óbúslega mikið af fólki og vorum að ræða þetta við Sigurjón Sighvatsson í gærkvöldi. Hann náttúrulega mjög sleginn, hann búinn að búa þarna í 40 ár og mikið af hans nánustu vinum og fjölskyldu vinum þeirra hjóna og barna þeirra bara á vergangi og búin að missa heimili sín og þetta harmleiki sem að náttúrulega snertir vinafólk sem að fylgjast með þessu fjarlægð, agndofa og þetta mun hafa áhrif á iðnaðinn og þetta mun hafa áhrif á líf og störf. Það nú ný afstaðið mjög langt verkfall sem að hefur sett hennan geira í mikið viðvarandi uppnám og skert framleiðslugetuna. Nú, við skulum horfa til þess að við erum að fá vaxandi fjölda verkefna hér upp til Íslands frá Hollywood, frá Netflix og HBO og öðrum stór framleiðendum, sjónvarpssería og kvikmynda. Það bæði út af þessu endurgreiðslu hlutfalli sem við höfum verið að bjóða og líka því að hér eru ekki stéttarfélög sem að valda verkföllum eða töfum á framleiðslu. Við erum bara með vel launað fólk sem kannski tilbúið bara að vinna og við erum að sjá fleiri og fleiri verkefni koma hingað. Við erum með stór kvikmyndaverð og Gufunes að verða svona Hollywood framleiðslu kjarni. Já, heldur þetta verði bara við verðum bara með Universal Studios á Íslandi? Ég held að það vaxandi áhugi á Íslandi sem framleiðslulandi. Ekki bara út af endurgreiðslu 35% hlutfallinu sem bara mjög gott og samkeppnishæft en líka bara fegur landsins og þessi dramatísku fjöll og firðir og árstíðirnar og allt þetta. Já, þú sér fyrir að við getum verið Hollywood norðursins? Já, ég held að við séum alveg að stefna í það. Við erum með mjög öflug fyrirtæki sem eru í sjálfu sér vantar fleiri stúdíó ef þetta vera hægt að taka á móti öllum verkefnum sem að hinga vilja koma og það nú verið að vinna í því að fjölga þeim eitthvað. En enga síður svo bara sökum fjölda eða fæðar Íslendinga, það náttúrulega bara svo sem mörg verkefni sem við getum sinnt nema þá að vera að flytja þvert yfir heiminn hundruðir manna í stórprodúksjónur en ég held að þessi... Já, nú svo þegar þau verða kannski svona nokkuð landlaus í stórbruna. Já, við sjáum nú hvernig þessu vindur fram í kvöld og morgun og hinn, ef að þetta nær inn í, segjum, Burbank og San Fernando Dalinn, þar sem að stúdíóin eru og svona, ef að við erum að fara að sjá stúdíóin brenna með öllum þeim búnaði sem þar nú þá er augljóst að það verður að leita annað en við skulum bara vona. Heldur það eftir að hreyfa þá kannski frekar við einhverju? Af því þú nú nefnir svona einhverja tregðu við að finna vatn. Já, það er borið við að það sé og hvasst og það nú mjög það er sjaldgæft að það sé hvassviðri marga degi röð í Los Angeles, það eitthvað alveg nýtt ef það og ég kann ekki skýringarnar á því að það sé ekki hægt að fá bara massífa vatnstanga beint úr Kyrrahafinu og slökkva þessa elda. Nei. Af hverju er það ekki hægt? Það hann eitthvað, ég reyndar hafði ekki hugsað út í þetta með hafið en þar talað með grunnvatnið sé upp urið undir stórum hluta Los Angeles og það sé vegna gagnaverana og það sé vegna... Gömul saga nýja, það er vatnsskortur í Los Angeles, hefur verið, enda er þetta í sjálfu sér bara, þetta hluti af eyðimörk, Já. Svo er þetta þessi ofnotkun, kapitalismin er svolítið svona miskunnulaus herra. Já, 25 miljón mann sem allir þurfa að fara í sturt á mótnana. Ég man þegar maður var að
Það er meira eins og kannski frekar eins og möndlurækt já, og hérna sem fer í möndlumjólkina sem að svo fer í og svo er það auðvitað Nestlé, stórfyrirtækin Nestlé sem að dælir þannig upp vatni og alveg sko óbóðsleg avokadótóst, þau eru ekki vatnslaus sko. Nákvæmlega, þegar ég bjóða þarna þá var ég með avokadótré í garðinu mínum, bananatré og sítrónutré og það þurfti nú ekkert að vökva það neitt sérstaklega. Ég man bara hvað það var óskaplega góð tilfinning að vera með, sko, avokado er sagt hafa allt það sem mannslíkaminn þarf sér til viðhalds og næringar, að vera með það bara að geta teygt sig eftir því. Low hanging fruit, hvað er það, ávextir í augnhæð. Já. Það er óskap gott að geta teygt sig eftir vínberun ef maður er svangur. Já. Það getur í Kaliforníu og það er til skamstíma og en auðvitað þetta er hákapitalist svæði, iðnaður alveg óðbóðslegur í matvælageiranum og fataiðnaði og öllum geirum samfélagsins og ég man þegar maður var að keyra þarna í gamla daga þá voru risaskilti út alla borg með manni í sturtu, glaðbettu manni og skilabóðum voru syngdu styttri söngva í sturtunni. Sing shorter songs, það er sjálfvegna þess að kranavatnið er bara takmarkuð auðlind, ólíkt því sem hún er hér á Íslandi. Akkurat. Og það væri mjög þungbært að þurfa að stytta mínar morgunsturtur, þetta eru bestu tímar dagsins, hleður sem er orku og tími til að hugsa og njóta. En þetta er nú svona, sko, maður öfundar stundu þá sem eru með sól yfir sér alla daga, en þá fylgja sólinni þurrkar, vatnsskortur og eldar eins og við erum að upplifa núna að það kviknar auðveldlega í þarna og húsin eru ekki byggð með sama trausta arkitektúrnum eins og við erum að venjast hér. Ef að skelfur jörð eða brennur eitthvað þá er það mun fljótar að eyðileggjast heldur en við þekkjum hér í okkar traustu sementshöllum á Íslandi. Ísland besti heimi. Já, við eigum allavega að þakka fyrir það sem við höfum þegar við berum okkur saman við flesta aðra. Jakob Frímann Magnússon, þakka kærlega fyrir að koma og spjalla LA hérna með okkur. Við skulum senda góða strauma til Suður Kaliforníu, okkar góðu vina þar, bæði Íslendinga og annar sem þar búa og óskar velfarnaðar í þessari miklu viðuregn við eldana miklu. Við gerum það. Þakka kærlega fyrir og hlustendur, áhorundur, tók ég við, það kemur meira hér handa við hornið. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Og sæl aftur, velkomin að Rauðaborðinu eftir frímínútur. Það er búið að vera svolítið svona eiginlega leiklistarslagsíða hérna í umræðinu í kvöld og okkur langar til að ná utan svona pólitískt samhengi líka og ræða Grænland í brennidepli, við ætlum að halda því líka áfram í næstu viku og svo er nú Los Angeles víst að brenna, þannig að við ætlum að ræða aðeins hugsa til Los Angeles. En hingað er komin Jón Helgi Þórarinsson, tölvuleikjahönnuður og svona gandálfur og líka má ekki segja fyrrum útvarpsmaður. Fyrrum útvarpsmaður, já. Við vorum nú að vinna saman á Útvarp Rót í gamla daga. Já. Og þú komst hérna í spjall til Gunnars Smára einhvern tímann í fyrra. Já, með Ragnari og Sofíu, já. Ragnari heitnum. Það var mjög gaman að rifja þetta starfi upp. Það var nokkið alveg ósvipað eins og þú sagðir þá við hliðin á hampiðinni og núna því miður er verið að bora ennþá hérna því að í þessu ofsafrosti þá springa lagnir, þannig að það eru einhverjir lagnamenn að bora hérna í næsta húsi og þannig að ég vona að trufla ekki mikið okkar spjall. Við reynum að bara tala beint í hljóðnemanna en það var nú svolítið fyndið því ég fatt að þú tengdist nú líka leiklistinni, þú hefur verið, leikurinn er eiginlega svolítið svona yfirheiti yfir þessum þætti en þú býr til heima og þú hannar tölvuleiki en þú varst fyrir einhverjum árum á Grænlandi og þekki Grænland svona Já, ég þekki svona hluta á Grænlandi og ákveðið fólk á Grænlandi og ég var þar, ég fór þangað 1990 og
og það var algjör hending. Það var einhver kunningi föður mín sem var prófessor við Háskólann í Tromsø sem var að drífa einhverja rannsóknir á silungum upp á Grænlandi og hafði ráðið einhverja líffræðinga í einhver 1 eða 2 ár, skildi þá eftir upp á Grænlandi og þeir byrjuði alltaf að gera eitthvað allt annað en hann ætlaði að láta það að gera sko. Þannig að hann vildi eitthvað sem hafði ekki hundsvit og líffræði. Þannig að Þú varst þú ekki að læra líffræði í Tromsø? Út af þessu sko. Já. En þetta byrjaði þannig að ég fór að færa þessum mönnum kaffi og hann spurði mig hvort ég vildi koma til Grænlands og vera þar í 8 mánuði. Og daginn eftir var ég á Grænlandi. mjög einfalt. Og var þar, 8 mánuði þarna 1990 og svo hálft árið eftir 6 mánuði 91. En hvernig þá ert þú svona, þekkir aðeins til og við vorum að tala um þetta, það svolítið skrítið hvað lítið eiginlega samstarfið grænlenska listamenn mörgu leiti, það náttúrulega eitthvað og svona pólitísk samstarf lítið og kannski lítill áhugi Íslendinga á grænlendingum nema bara svona einstaka menn, en hvernig, þannig að þú ert í svona grænlendinga Gandálfa félaginu, sko, hvernig koma þessar fréttir núna við þig þarna son Trump sem að og þá feðga og svo hvernig Þorgerður Katrín og Íslendingar bregðast við þessum yfirlýsingum svona, hvernig? Já sko, í fyrsta lagi það er alveg sagt að Íslendingar eiginlega, ég held að Íslendingar hafa ekki fattað almennilega hvað eiga í grænlendingum. Það sem var mjög augljóst þegar ég kem þarna og mér var dempað í einhverjum smá fjörð á suðaustu Grænlandi í einhverju rannsóknarstöð þar sem ég var allan tíma og það byggu 2 fjölskyldur í firðinum, bæði bændur og og þeim var voðalega vel við Íslendinga og ég held að það veri bara svona kurteisir sko. Og þeir voru alltaf að bjóða mér í mat og bjóða mér í hitt og þetta og einhverju veislur og eitthvað og ég meina það var svolítið engin annar að bjóða, þannig að ég held að það væri kannski bara það. En síðan öðru hvoru þá fylltist þessir rannsóknarstöð af fólki frá Danmörk og Svíþjóð og allstaða frá. Og áfram var mér bara boðið sem að var svolítið skrítið og ég spurði Otto og annan bræðranna sem að bjóða þarna hvernig stæði þessu og hann sagði, já, Íslendingar eru svona inúítar sko. Þannig að við bjóðum ykkur en þeim líkaði verfið hina og ég held að það sé nú kannski bara þeir hafa verið heppnir með Íslendingar sem hafa farið þangað kannski en svo það líka að grænlendingar hafa heilmikið tengst við Íslendingar sem ég held að við bara gefum okkur ekkert grein fyrir. Það var einhvern tíman í ágúst 1991, seint í ágúst og þá átti ég að fara upp á heiði þarna fyrir ofan í Galíku. Heiðin heitir Vatnaheiði, þetta eitt af fáum örnefnin sem eftir norræna tíman þarna og átti að skoða fiska í einhvernum vötnum þarna og það kemur þyrla og hendur mér þarna upp á miðja heiði með allar mína græjur og þar ég að veiða fisk og merkja og sleppa og mæla og gera eitthvað og svo að kvöldi dags að þá ég slorugur fyrir haus út á Víðavangi þarna og svo sé ég eitthvað foss þarna, þetta er alltaf langt frá og ákveði að fara þangað og baða mig og ég labba þangað og það var alveg nærri 2 tíma labb, þetta lengur en það virtist og svo fer ég þangað og geri það í ísköldu vatni og svo kom ég nótt og ég að labba tilbaka í tjaldi sem ég var með og þá heyri ég eitthvað hljóð og fer að labba á það og svo er það músík og ég vissi ekki til að neitt byggi þarna í einhverjum 20 kilometra fjarlægð einu sinni og ég labba nær og það engir vegir og það ekki, þú veist, ég bara út á Víðavangi og svo kem ég yfir einhverja hæð og þar stendur hús
og það eitthvað í gangi í húsinu og heilmikil músík og ég banka upp á og þá kemur einhver gaur og opnar upp og þá verið að spila Bubba á gítar og allir að syngja og ég held ég að vera komin í eitthvað Íslandspartíu. Nei, það voru þetta bara grænlendingar. Þetta voru allt saman sem sagt bændur frá þessu svæði og þeir hefðu allir verið á bændaskólum hérna á Íslandi og voru mjög hamingjusamir með þá staðreynd og sumir hefðu verið hérna í fiski og ýmislegt og það var einhvern veginn mjög spes að vera frá Íslandi þannig vegna þess að allir innu voru bara fullt af fólki þannig sem að fannst bara Íslandingar æðisleir sem þú veist, svolítið skrítið stundum. En ég einhvern veginn fann fyrir þessu oft að þeir líta á okkur sem einhvern veginn jafningi að mörguleiti með svipaða sögu. Ég meina við náttúrulega vorum undir Dönum allan tíma, við vorum nýlenda, allt sem við framleitum fór eitthvað burt og þú veist, við erum í svipaðum dúr og svo... Við erum samherjar. Já, vonandi. En það er undir okkur komið meira en þeim. Það er eiginlega það hugtak að vera samherji, en eru við sem sagt, finnst þér svona Íslendingar þá, svo þegar þú kemur tilbaka, finnst þér þá svona eins og við séum að standa okkur í því að vera samherjar? Ég veit ekki, það er nú fáir, það er nú voru lítið talað um þetta, talað um grænlendinga eða lítið, en það eru, ég þekki nokkra sem að farið þangað að vinna og eru allir mjög hamingjusamir með grænlendingana sem þeir hitta. Ég þekki líka Arnar Valgeirsson sem er búin að vera mikið í þessu skákferðum hann upp yfir, æskufélagi mín frá Akureyri. Og en ég held að við gerum alltaf lítið af þessu. Ég held að við gerum okkur í grein fyrir því hvað við eigum í grænlendingum. En þetta ekki samt svolítið óheppilegt fyrir ég ætla ekki að vera með ritstýringu, óheppilegt orðalag að við eigum í grænlendingum, þar að segja, er ekki Danir sem telja sig eiga þá? Jú, en ég meina við eigum vini í þeim, skilur. Já, svoleiðis, bara þannig orðalag. Já. Nei, við eigum það ekki. Nei, ég meina eignarhald. Við eigum það sem vini, við eigum það sem nágranna, við eigum það sem, þú veist, og við eigum náttúrulega eins og segir einhvers staðar að hitta það oft og hlæja að bröndrunum þeirra, sko. Og En ég var nú líka að hugsa bara að því að það er náttúrulega eignarhald Dana svolítið á, það ekki ennþá, grænlendingar eru bara nýlenda og þess vegna er svolítið svakalegt þegar bara yfirlýsingar Trump sem það að þeir munu líka svo opaslega, það verið svo gott fyrir grænlendinga að vera hluta Bandaríkjunum, það verið bara hugsa bara svona klassist dæmi í sögunni þegar að þú veist þegar svona lítil ríki einhvern veginn eru tekin Sjanghæið frá einum yfir yfirráða herra einhverjum, valdherra yfir nýlendu herra undir annan beint undir annan. Já, það er tvennt í þessu, sko. Danir hafa náttúrulega ekkert alltaf endilega verið bestu nýlendu herrarnir og það eru að vísu 35 ár síðan ég var þarna, með 34-5 ár en ég man til dæmis að það var bændurnir þarna í þessu svæði þar sem ég var með mitt setup að þeir voru að fara að framleiða rafmagn og setja upp stíplu og boru gati gegn fjall og allir að setja turbínu í gatið og framleiða sitt rafmagn fyrir skíð og ingenting. Mjög ódýr framkvæmd. Og þeir en að því að þetta gerðist í Grænlandi að þá þurftu þeir að borga ákveðin nýlenduskatt af öllu sem að þeir framleitu sem ég man ekki hvað var, hvort það var 10-11% eða hvað og það var svo sem allt í lagi en svo fundur það út að rafmagnsverði sem var miðað við var hvað það kostaði að framleiða í Kolaveri á Jótlandi.
og þá voru allt í einu þessi 10-11% orðin sko meira heldur en það kostaði að framleiða rafmagnið. Og það eru svona hlutir sem að eru erfiðir. Það er líka eins og ég var að fá stóra sendingar af alls konar tækjabúnaði og það þurfti að borga nýlendu skatt af því. Það var bara einhver ákveðin prósent af öllu sem fór inn. Og einhver tíman var ég að fá sendan, risastóran trefjaglir tank, sko, með risavaksin. Og svo var hann fylltur á alls konar mælitækjum og drasli sem ég var, þú veist, að tóa líka. Og svo stendi ég á höfninni á Quakodok eða í Júlíanihóp og þegar að tollurinn kemur og þeir taka út tankinn og svo opna þeir tankinn og svo dróðu þeir allt út úr tankinum og hvert einasta snitti var mælt að því það var upp á rúmmálið sem að átt að borga. Þannig að ég var í raun að borga, þú veist, margpalt og ég meina, skipti mig eða háskólann í Tromsø sjálfsögur engu máli örugglega en fyrir alla grænlendingar þurfa að gera þetta við allt sem að kemur til Grænlands. En eins og ég sagði, ég veit ekki hvort þetta sé svona ennþá, en þeir hafa aldrei verið neitt, þeir hafa verið frekar stífir á eins og örugglega. En ég manna þegar þú ert að segja þetta fyrir ekki, en þú nefndi Bubba sko, það kannski ekki alveg að tilviljun að þeir bara fílu Bubba, að því að það er náttúrulega lagið sem að Tolli kannski samti textan, ég man ekki allavega blötu sem að var lína svona danstir yfir valdið sem heimtar að sliktur sé sinn og svo, já, ég veit ekki hvort það megi segja, en allavega það er mjög svona gagnrýni á Dani í einu lagi þarna hjá Bubba. Já, og það er líka bara, þú veist, þegar þú settist niður og fórst að tala við, þú veist, yfirleitt voru það bændur sem ég var umgangast þarna sem að voru. Og það var enginn sem var hamingjusam með Dani, alls ekki, sko. En þú veist, en það er örugglega misjafnt hvar þú ert í Grænlandi. Grænland er náttúrulega, sko, svo risastórt að það er eiginlega ómögulegt að ímynda sér það þegar maður situr upp á Íslandi og Íslandi er stórt, skilurðu. Og þú getur auðvitað verið eitthvað staðar á Grænlandi og það er ekki manneskja í 50-100 kilometra radíus, sko. Það er svona idiótstórt, sko. Og fólk er samansafnað á einhvern smá stöðum og það eru örugglega misjafnt, þú veist, fyrir eftir hvar fólk er. Ég meina, fólk í Nuuk er ábyggilega hugsar alltaf öðruvísi heldur en fólk niður í Amassivik eða á öðrum stöðum, sko. En ég veit ekki, mér fannst líka eitt sem ég sá þarna, sko, sem að ég vissi að grænlendingar voru voðalega sárir yfir. Að fyrsta skipti sem ég kem til Júlíanihóp og þá hitti ég fullt af fólki þarna sem hafði verið að vinna í skinnaðinanum og voru að sýna mér, sko, vörhús sem voru full af selskinnum og það seldust engin selskinn náttúrulega vegna þess að Greenpeace var náttúrulega búin að demonæsa selveiðar og fólk hafði ekkert að gera annað en að bara sitja heima og drekka brennivín eða eitthvað, sko. Það er svona, þetta var rosalega einhvern veginn niðurdrepandi stemming í bænum af því þetta hafði verið það sem allir voru að gera, sko. Og þetta gerist svona hratt, er það ekki bara gerist bara yfir nótt, sko, algjörlega. Ég er ekkert hissa á því að Sea Shepherd chefinn sé í fangelsi á Grænlandi, þeir sleppa honum örugglega aldrei, sko. Það eru rosalega margar sorgarsögur, sko, sem eru frá Grænlandi vegna þess að fólk fer yfir strikið, ég meina, þú veist. Já. En svo var hitt líka með að Ameríka sé að hugsanlega vilja taka yfir Grænland, sko. Jú, grænlendingar eru splittaðir í alls konar smá hópa. Þeir eru heldur ekkert rosalega margir og ég get alveg ímyndað mér að einhver sem er með eitthvað úthugsað plan hafi ekkert rosalega, það sé ekkert rosalega erfitt að brjóta það niður og fá alla til að samþykkja að verða Ameríkanar. En það sem bjargar þeim kannski er þessi svona casual rasismi sem þú heyrir frá Bandaríkjamönnum.
sko Kanada á að 51. Fylkið en Panama og Grænland eiga bara að vera sko eins og Puerto Rico eða Vestur Samoa þar sem að lögin gild ekki og þú veist svona auka fylki Nei, bara nýlendur, hreinlega nýlendur þar sem að stórfyrirtæki fá að gera nákvæmlega það sem þeir vilja eins og í öðrum nýlendu bandaríkjamenn eiga náttúrulega fullt af nýlendum út allt og þú veist fyrir það sem hafa áhuga á að lesa hvað gerist þar að það ekkert voðalega fallega saga sko. Og ég efast að Grænlendingar séu mjög impressed með verðandi forsetan og það sem hann búin að vera að segja vegna þess að hann, þú veist, tala svona niður til þeirra. Og svo líka ég meina þetta ekki fyrsta skipti sem að Bandaríkjamenn hafa reynt að fá Grænland og þegar þeir buðu fyrst Dönum hvað var $5 milljónir árið 1840 hvað það var sko að þá var skilyrði fyrir tilbúðinu að Grænland yrði mannlaust að Danir myndi taka alla og bara flytta í burtu sko. Og ég veit ekki ég hef meiri trú á Grænlendingum með það að þeir kaupið þetta alveg það er nú gott en nú var, ég ætla ekki að hafa eftir á hann því að kannski rangt hjá mér eftirhaft en í spjalli við sko Færeyinginn Karl Jóhann Jensen þá var ég aðeins að spyrja nú Grænland sko því að þá var einmitt bara þegar við vorum að spjalla saman þá var hann þessi sonur að lenda í Grænlandi og þetta snertir Færeyinga svona þessi grænlenska saga þeir eru líka nýlenda en hann var svona að segja að þetta yrði örugglega notadóldið af Dönum sem til að sannfæra Grænlendinga sjálfstæði sinna á Grænlandi að það væri sko miklu betra að þeir væru þarna svolítið bara eins og ameríski herinn hér það væri mjög gott að Danir hefðu væri ennþá við völd til þess að verja þá einhvern veginn en þetta er þessi lauslega ég teka fram þetta er sko ekki beint haft eftir Karl Jóhann þetta er kannski ónákvæmt hjá mér en þú veist auðvitað mikið til í því. Þú veist, ég held að það sé ekkert endilega markmið hjá öllum Grænlendingum að verða sko sjálfstæðir frá Dönum endilega sko. Og það er ekkert auðvelt að búa á Grænlandi, skilur við. Og þeir þurfa meira heldur en þeir hafa geta, þú veist, þegar ég var þarna þá voru á þessu rísasvæði sem að var þarna í kringum lyktina á fjörðin og þessa staði þú veist, það var ekki vegarspotti og það var ekki, þú veist, það hefði aldrei verið neitt búskapur þarna ef það verið ekki styrtir í bak og fyrir af Dönum og ég meina, ég er ekkert að útmála Dani endilega sem einhverja illgjörðamenn, sko, en þeir hafa verið það sem ég var að benda á er að þeir hafa verið frekar blindir á það að ef það er alltaf að halda þessu sambandi að það alltaf þurfa að koma fram við Grænlendinga eins og jafningja, skilur og þeir hafa ekki endilega alltaf gert það og já, þannig að þeir eru náttúrulega bara nýlendu hvernig er hægt að koma fram við, hvernig getur eiginlega nýlendu herra komið fram við nýlendu sína sem jafningja, er það ekki bara svolítið ómögulegt? Já og nei, jú Það er alveg að segja það. Ég meina, og þú þarf ekki að vera nýlendu herra eiginlega, sko. Þú ert með svipað vandamál í Noregi, þú veist, normenn og samar, skilur. Það er alls konar, það er hrikalega ljót saga á bakvið það og þú veist, trúarkúun og aftökur og samaskittur og þú veist, það er bara endalust af hlutum sem hafa gerst. En við verðum líka að líta á það að, ég meina, okkar samfélag hafa líka breyst rosalega hratt bara meðan við höfum verið á lífi, skilur við og auðvitað getur fólk breyst og auðvitað getur fólk lært og þú meinar herraþjóðirnar getur tekið svona sinnaskiptum og eða bara horfst í augu við að þú veist, það er ekki svona sem við viljum vera þú veist, við viljum ekkert vera þetta fólk við viljum vera, þú veist, öðruvísi og það er alveg fair líka, sko en ég held að Grænlendingar þurfa ekki að horfa neitt langt til þess að sjá að þeir muna eiga mun erfiðara uppdráttar undir Bandaríkjamönnum heldur en þú veist,
skandinavísku, sósíaldemokratísku, þú veist, það er svona, já, þar eru þeir bara tól, sko, sem að eru koma til með að vera notuð eða hendburt þegar þeir eru ekki nothæfir, sko. Nú finnst mér svolítið skrítið þegar eitthvað svona fólk getur svolítið hissa á, eða ekki fólk, ég hef allavega að lesa einhverju svona að segja þessi svolítið, eða var kannski fyrir nokkrum árum eins og svona fyndið að Bandaríkin eða einhverju væri svona ásælast Grænlanda því að Grænland það væri nú ekki þar nema bara einhvern veginn auðrun og íspyrnir og svona, en er þetta ekki svona frekar fyrirsjánlegt í svona stjórnmála ástandinu núna að það sé kapphlaup þessar norrænu slóðir, sko? Ég veit ekki, sko, þetta er sko, það kaltæðin í þessu svo að Bandaríkjamenn þurfa ekkert vera með þennan brussuskap, sko. Þetta er bara, þú veist, Trump vil bara vera stór strákur, sko, og þá hoppaði maður í baðkerið, sko. Og þú veist, Bandaríkjamenn hafa alltaf fengið að vera með allar sínar herstöðar sem að vilja á Grænlandi og þeir hafa verið með fullt af herstöðum og fullt af flugvöllum og ég meina þeir voru með þú veist, herstöð inn í miðjum Grænlandsjökli, Camp Century sem að var, þú veist, kjarnorkuver sem að var inn í miðjum Grænlandsjökli með fullt af hermönnum og svo og út allt, Sandström, Thule, niður í Narsarsuaq var á tímabili stærsta hersjúkrahús í heimi til dæmis og það var algjör leynd yfir því, það mátti ekki vita það en maður getur farið að skoða það núna en það var hersjúkrahús þar sem allir voru fluttir sem að særðust í Kóreu og ég held í byrjun á Víetnamstríðinu og voru fluttir þangað til þeir voru hægt að sína á familjónum og þá voru þeir sendir heim, sko, og sumir fór aldrei heim og það er hrikalega sorglegur staður sjúkrahúsið stóð upp í það er lítið dalur fyrir ofan flugvöllinn Narsarsuaq sem heitir Þokudalur og þú fæði þangað upp og það er búið að rífa allt sjúkrahúsið nema hvað að gólfið er eftir sem er allur dalurinn það er bara gólf og svo er einn risavaxinn arinn sem að stendur á miðju risagólfinu, sko, og þetta er svo stórt að þeir sem að unnaðu spítala þeir notuðu reiðhjól til að komast á milli, sko, innanandir og þetta var þarna í einhverja 10 ára þú veist Bandaríkjamenn þurfa þetta ekki vegna hernaðarbrölds, þeir geta og hafa alltaf fengið og mun alltaf fá að vera með allt hernaðarbröld sem þeir vilja þar, sko það sem þeir vilja aftur á móti eru námuréttindi sennilega og ég meina Grænland er elsta berg í heimi og það er alls konar hlutir sem hægt að grafa upp úr jörðu þar sem er erfitt að fá annars staðar. Eins og gull til dæmis, er þetta? Íslendingar eru svolítið að pikka eftir gullið þar, já, það er fullt af gullið þar. Og en það er náttúrulega verið að hugsa aðalega þú veist, þungmálma og málma til að nota í sjaldgæfa jarðmálma, skilur, sem er erfitt að ná í annars staðar. Og grænlendingar sjálfur eru ekki í því að nýta sínar auðlendur? Grænlendingar náttúrulega eru að nýta það sem þið geta, en ég menna, grænlendingar eru ekki nema ég man ekki, þegar ég var þar þá voru grænlendingar 45.000 manns og þá voru kannski 10.000 danir á Grænlandi og þú veist, þetta er svona tvisvarsin með Akureyri. Ég meina þeir eru ekkert að fara að eyða einhverjum hundruðum milljarða í að mylja niður einhvert fjall til að grafa út, sko. Núna, þú varst nú tæknimaður á útvarpsbrót, þannig að þú veist að til þess að við getum eiginlega fyrir þess að hlustendur heyrir í okkur frekar en borhljóðunum hérna. Já. Þá verðum við að reyna að tala eins í svona nærjavel. Þetta er alveg óbáðslega þreytandi þessi borhljóð. Já, þetta myndi mér svolítið útvarpsbrót. Við vorum með hampiðjun alltaf í bakgrunnum, sko. Já, voru alltaf þessi svona erfið hljóð? Það voru vélarnar í hampiðjunni voru alltaf á fullu blúsi fyrir aftan hinum einu vegginni á okkur, sko. Annars er óheppileg staðsetning fyrir stúdíu, sko. Já. En það var gaman á rótinni. Það var mikið tilrauna útvarp og svona mikil, svona gagnrýnin samfélagsumræða sem þar var í gangi. Allt gerðist þar.
En Grænland, ef við aðeins höldum okkur við Grænland, þótt að tíminn sé að hlaupa frá okkur og borin sé að drepa okkur, þá hvað getur þú sagt okkur aðeins svona bara gefið okkur innsýn, mér finnst þetta svo svakalegt með þessa leikmynd þetta her sjúkrahús, hafi ekki verið gerða bíómyndir þetta eða svona? Ég held ekki, en það er búið að setja upp einhverja, síðast var í Narsarsuaq, það var búið að setja upp þannig sýningu, það var bara þú veist myndir og einhver plaggat upp á vegg sko, en fyrir það sem að hlusta að hafa komið til Narsarsuaq, sko, þú kemur þarna inn og það er þessi hlíð út með firðinum sem að ég sá mynda þessari hlíð sem að var tekið 1961 cirka og það voru ekkert nema rísastóra læknabílur alla leiðina, sko, sem búið að rífa allt saman burtu og þeir voru með þar einhvern tímann var ég líka ráðin til að það verið seinna árið sem ég var ráðin til að kíkja á stöðuvatn sem að þeir voru með upp hjá Sandström, þar sem að alþjóðaflugvöllurinn sem er í Norður-Grænlandi þarna vestamegin, sem að var ennþá bandarísk herstöð og þeir voru hræddir að þeir væru búin að eyðileggja fiskinn í vatninu og ég fer hann í viku og að, þú veist, mæla og veiða og eitthvað og þar var, og ég meina það var, þú veist, rísa herstöð með flughlöðum og sprengiflugvélum og guðum að vita hvað sko. Og svo var ég hann í viku og tekka á þessu vatni og svo kom í ljós að þeir bara, þú veist, kunni ekkert að veiða þannig að það var fullt af fiskir. Kunni Grænlendingar ekki að veiða? Nei, bandarísku hermenni. Grænlendingar, það var voða lítið á grænlendingum hann upp frá. Ég meina, þú veist, þetta er svo risavaksin staður. Ég meina, það er ekkert gefið að þú hittir grænlending þó þú lendir á einhverju random stað á Grænlandi. Svona líklega þú hittir bandarískan hermann, grænlega. Á tímabili hefur það byggilega verið þannig, já. En má ég að spyrja með þessar og kendir þú þá hermannunum að veiða? Nei. Ég sagði bara að þið kynni ekkert að veiða og svo fór ég. En þegar þú talar þessar mælingar og þú ert með þessi risa mælitæki, kom eitthvað út úr þessu mælingum svona ef maður spyrja? Og hvað þú varst að mæla? Það sem við vorum að gera var ákveðið verkefni sem var í gangi sem að byggðist á því að veiða litlar bleikjur í offsetnum vötnum, setja þá í svona landeldistanga, fóðra þá yfir veturinn og síðan slátra þeim árið eftir. Vegna þess að sko sílungur yfirleitt getur framleitt miklu fleiri afkvæmi heldur en vatnið ber og þannig að það verður, ef það er ekkert veitt úr vatninu þá verður hagstæðir að vera kynþroska yngri þegar svona fiskur sko. og þannig að vötta sem eru góðu skilja þau eru alveg stappfull af 10 cm löngum sílungum, þannig að ég bjóð til gildrur og veiddi niður í gegnum ís í gildrunar, lifandi fisk, henti þeim í stór kér, ölduð upp yfir veturinn og svo var það, og þetta var sem sagt sett upp 2 svona stöðvar á Grænlandi og svo gerðum við þetta hérna á Íslandi. Ég var að vinna við þetta líka 2 ár hérna á Íslandi þar á eftir áður en ég fór í að læra í hlíffræði út í Noregi. Vorum austur á landi, vorum að veiða í þríhyrningsvatni og fleiri vatni fyrir austan og setja upp litlar eldistöðvar heima á bændum bara hér og þar. Það var fínt. Þannig að þetta er svona, já, þarna er verið að gera svona, þetta er fiskeldi á aðeins öðrum forsendum en núna er þetta. Já, þetta var fólk bara með, 2-3 tanka og framleiti kannski, 2 tonn eða 3 tonn eða eitthvað. En er það ekki rétt þá að núna þegar verið að spyrja hvort að menn sé á móti fiskeldi og sjá, að þá eru margir að segja, sko, það er kannski ekkit alveg rétt að vera á móti öllu fiskeldi, heldur kannski, ef það er einmitt svona að bændundir sjálfur eða fólkið, almenningur í héraði eða á svæðunum einhvern veginn hefur á einhvern nátt aðkoma að því, ber ábyrgð á umhverfis áhrifunum og svona. Þetta er svolítið svona sama eins og þegar við erum að tala um smáfiska, smáútgerðina, sko, að leyfa fólki að veiða og króka í kringum landið, sko, að þú veist, því nær sem að fólk er auðlindinni, hvort sem að það er verið að rækta fisk eða veiða fisk eða gera eitthvað svona, því fleiri hendur koma að og því oftar
skipta verðmæti eigendur í keðjunni og það betra fyrir samfélagið. Ég meina þannig að þú veist, samfélagið fær voðalega lítið þegar það kemur bara einhver einn risatóður og veiðir allt upp og svo hann bara farin, sko. Og og eins og þú veist að fiskurinn ekki eins og seldur á landinu, hann seldur einhverjum fyrirtækjum út í Evrópu sem að þessi fiskveiði fyrirtæki på Íslandi eiga sjálf og selja sér á sínu verði og svo setja þeir upp verði þegar þeir eru að fara að selja útlandi. Þetta er svona típist auðhringjadæmi og við bara erum svo lélega við getum aldrei gert neitt í þessu. Þannig að það er svolítið rétt hjá grænlendingu. Við erum inúítar, eða það er að segja, ekki að það sé neitt svona inúítar að vera, það er að segja við erum bara svolítið á sama báti þá og grænlendingar. Við erum svolítið á sama báti. Við eiginlega, þú varst að tala um að skipta nýlenduherra, sko. Ég meina, þú veist, við hendum út danska konginum, fengum engengana eða eitthvað, þú veist, og það skilur við. Og svo fáum við núna norsku, þessir auðhringi, þeir náttúrulega einmitt eiga ríkasti maður Noregs er sá sem á Arnarlax og yfirleitt allt fiskeldi fyrir vestan sem er í sjó og þetta er bara sama, hann þarf að borga rosalega mikið fyrir leyfin í Noregi, þannig hann þarf ekki að borga hér af því að af einhverjum undarlegum ástæðum að þá bara fekk hann gefins alla fyrir þína, þú veist, og svo einhvern veginn, þú veist, tekst okkur aldrei að finna út hvað er eiginlega í gangi vegna þess að, þú veist, við þurfum að horfa á, fólk eru upptekið að öðru heldur en því sem að máli skiptir í þessum gera, En við myndum nú kannski vakna vondum draumi ef einhver færi fram á allir með að fá Ísland án Íslendinga, þá myndum við kannski allavega eins og annars gætu við sannlega grænlendingar átt okkur. Nema við flýtum Spánar bara. Er ekki allir til í tenni en þú veist, þetta er samt alveg spurning. Ég meina, þú veist, það er ekkert úr myndinni að einhver daginn Trump vakna upp á langi í Ísland. Þú veist, hver veit, hvað gerum við þá? Ég meina, þú ert nú hanna leiki og þú veist að svona einhverja strategíur, það er ekki ómögulegt að einhverjum þetta til hugar. Sko. Þetta er alveg séns. Og hvað er að gera til að svona vera samherjar, grænlendingum samherjar? Er það ekki bara þá líka gott fyrir Ég held að það sem að grænlendingum það hitti sennilega vænstum, allavega allir þessu fólki sem ég hitti og bjó með þarna í allan þennan tíma væri einfallega að við værum bara góði nágrannar og heimsáttum það oft og þú veist borðuðu matið þeirra og færi í, þú veist labbitúr á Grænlandi, skilur, og vera bara góði nágrannar, skilur. Það er, þú veist, þú þarft ekkert að vera með eitthvað, þú veist, við þurfum ekkert að fara það bara til þess að byggja risastóra virkjun eða eitthvað, skilur. Ég meina, það er bara hægt að, við erum bara almennilegur. Við getum séð Grænland frá Vestfjörðum, sko, á góðum degi, þannig að ég held að myndi gera Íslendingum þess mjög gott að fara það meira. Það er rosalega gaman að fara til Grænlands til dæmis og leigja lítinn bát, sigla á milli fjarðana þar sem enginn býr og veiða sílung í ánum sem falla það niður, sko. Sem eru, sko, sumar þeirra eru svo þétt setnar að þú getur labbað þurrum fótum yfir, sko. Svo ég noti nú triksið sem að Eiríkur gerði hérna til að láta fólk fara þangað. En þetta er Eiríkur rauði þá, eða? Já. Grænland, sko, það drýpur smjöra hverju stráfi, sko. Er ekki íspilnir líka? Þú eru ekki rekist á íspilnir? Jú, það er íspilnir. Nei, ég sá að vísu, ég labbaði ekkert hérna fram á hóp af rollum sem hefðu verið rifnar í sundur af íspilni. Og það var síðast skipti sem að ég fór út fyrir hús að það hafa með byssu. Bara svona upp á, en ég sá aldrei íspilna, kom aldrei. En það er mjög slæmt ef þeir koma á sumrin vegna þess að þá er þeir að koma vegna þess að þeir fá ekki, það er ekki matur það sem þeir eru vanir í þetta, sko. Þannig að þá viltu helst ekkert vera að hitta það, sko. Það voru ræða hérna einmitt leikhús, sko, grænlenskt leikhús. Það hefði verið svona leikhússýningar fyrir börn sem að væru dálítið hræðilegar til þess að svo að kenna krökkum að
þú veist, sína viðbröð að geta öskrað á, nú ég líka að hafa ónákvæmlega eftir sko lýsinguna en þetta að verða ekki bara, að lamast ekki af ótta gagvart í spilni sko. Já, ég meina þetta ekki djók, þetta eru stærstu rándýr sem að myndu reyna að éta okkur sko og ég meina það voru skólafélagi mínir sem voru drepnir upp á Svalbarða þegar ég var í háskólanum í Tromsø að læra líffræði sko. Ég meina það er alls ekki djók að lenda í íspilni sko. Það er svona bara hlaupa í hináttina. En það er vonandi þá þessi leikhópar líka sem sagt með þessari geti kent þegar maður forðast svona íspilni eins og Donald Trump. Þetta er svona almannavarnir á grunnleveli sko. Já, öskra á nýlendu herrana en nú ætlaði ég akkurat að spyrja um eitthvað sem ég er búin að akkurat þeir ekki lengur verið að bora þá í rólegheitum þá er maður bara það dettur maður út maður var svo vanur borinu allt í einu en ég held að við segjum þetta gott í Grænlandsspjalli kæra þakki fyrir að koma og svona gefa okkur smá innsýn í grænlenskan veruleika og eiginlega þetta samstarf ég ætlaði að segja, eitt sem ég ætlaði að spyrja þú segir að það sé gott að vera góðir grannar en heldur þú að vinnuðinum á Grænlandi þetta ekkert væntum að kæmi eitthvað svona opinber yfirlýsing frá Íslendingum að sjálfsögðu að vera góðu granni er að styðja fólki með ráðum og dáð og auðvitað að ekkert vera feimin við það að styðja Grænlendingi í það sem að þeir vilja gera, skilurðu og hvort sem að þeir vilja standa einir eða vera með dönum eða ég meina hvað þeir vilja gera þeir eru þarna og þeir verða þarna og við verðum vonandi þarna þannig að það er eins gott að við höfum góða samskipti þar sem eru nálægt okkur En við erum svo dyggir NATO-sinnar að við kannski bara höfum fullan skilning á því að það þurfa að byggja upp þarna hernað á Grænlandi Já, nei, ég veit ekki, ég hef alltaf verið á viljað okkur út úr NATO og þangað til núna á síðustu verstu tímum, skilur vegna þess að núna er ekki rétti tíminn, það er bara þannig sem er og þú veist, þú getur sagt allt mögulegt vont NATO en ég skil til dæmis finna mjög vel, skilur og Svía ég meina hvað er langt síðan að Rússar réðist inn í Finnland það er ekki 100 ár, skilur og þeir ætluðu bara að taka það eins og þeir tóku allt annað á öðruvísi mér áður brá Jón Helgi Þórarinsson sem ég þekkti fyrir útvarpsbrót og mikill herstaraðstæðingur núna segi því alveg hérleiðis eftirleiðis með riffil á öxlinni að ganga og orðið NATO-sinn en tíminn er að hlaupa frá okkur helmingurinn af fyrirtækinu sem ég vinn hjá er í Finnlandi og þú veist og ég er búin að vera það nokkur sinnum á síðustu árum og það er eiginlega ekki djók, skilur ég meina fólk er í alvöru smeygt við hvað er að gerast og hvers vegna ekki okkur, skilur hvers vegna koma þeir ekki hingað það er engin ástæði fyrir það að gera það ekki þú veist. Svona minn sem er 9 ára segir sko skrítið að vera að því við viltumst inn í Hvalfjörð og keyrðum hann gamlu herstöðina og hann var svo skrítið að vera með herstöð hérna í Íslandi, þá verðum við að einhverju marki, það er miklu betra vera, hans svona leikjastrategi að sagði það, miklu betra að vera bara án hers, þá erum við ekki skotmark. Algjörlega, en svo kjósa bandaríkjumenn einhvern algjöran fávita sem forseta sem að, heyrðu, okkur vantar herstuð þarna. Þú veist. Hvalfjörðum að fara að vara sig. Heyrðu, Jón Helgi Þórarinsson, tölvuleikjahönnuður og líffræðingur og Gandalfur og allt mögulegt. Leikari og ýmislegt, allt mögulegt fyrir útvarpsrótmaður. Kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu og tala Grænland. Við ætlum að halda áfram að tala Grænland í næstu viku að gefnu tilefni en nú fyrir við að ræðum aðeins þessa hræðilegu elda í Los Angeles. Takk fyrir að hlusta og ekki fara langt. Við tökum smá fríminútur og höldum svo áfram. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
Já, það komið að leikhúsi, við ræddum jólasýningu Borgarleikhússins fyrir vikunni, en nú komið að jólasýningu Þjóðleikhússins og það leikritið Jerma eftir einhvern Ástrala sem ég bara glemdi að skrifa hjá mér. Hvað heitir hann? Simon Andrew Stone. Simon Stone. Já. Þetta Gísli Örn Garðarsson, hann leikstjóri sýningarinnar. Hérna líka Gunnlaugur Brím sem semur og fremur tónlistina og svo aðalleikararnir Nína Dögg, Filippusdóttir og Björn Thors. Verið velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir að koma hingað. Takk fyrir. Ekki bara byrja á þessu verki sem heitir sama verki og leikrið þetta Lorca, en með mjög veika tengingu. Já. Nánast bara titilinn, kannski. Já, má þetta, það sagði ykkur við mig, má ég bara búa til leikrit einhvern mann í tilvistarkreppu og kalla hana Hamlet? Já. Þetta má. Það má allt í dag. En af hverju að þessu? Ef ekki meiri tenging en þetta? Nú get ég ekki svara fyrir hann, af hverju hann gerði þetta. Þú velti fyrir, verður ekki? Jú, en hann sjálfur hann samkynhneigður, hann Simon, eins og Lorca var og hjá þeim spilar þá kannski bæði þetta með börn og það geta ekki eignast börn svona út frá þeim því lífi sem að þeir eru fæddir inn í og Jerma þýðir í sjálfu sér eitthvað sem að ekki hægt að frjóvga. Þannig að ég hugsa að það sé tengingin í báðum tilfellum eða allavega hjá Simon Stone að þetta svona að geta ekki eignast barn og svo einhvern veginn að færa það inn í umhverfi sem nær honum og nær okkur í tíma og tíðaranda. Ég meina, þetta ekki sama verkið og ef maður ætlar að bera það saman þá það eins og að bera saman einmitt eins og þú segir ef að þú myndir gera einhver bara nýjan Hamlet en þetta í rauninni, þannig að út frá nafninu þá þetta eins og myndir kannski gera titillinn gæti alveg eins verið ófrjósemi. Já, þessu verki. Já. En það myndi ekki duga með Jermu Lorca því að það fjallar svona fólk jafnvel, það má lesa alls konar í það. Já. Að það sé eitthvað í kerfinu sem að ýtir fólki í svona ófrjótt líf til þess til barna og það má lesa stjettir í það og svo náttúrulega alls konar skáldlegri tilvísanir heldur en í þessu. Akkurat og miklu ljóðrænna og það eru maður lendur í vandræðum þegar maður að byrja þetta saman. Já, þá lendur í vandræðum, já. Algjörlega. En svo það en svo að bera þetta saman svo það spurningin líka hversu vel að fólk að sér raunverulega í einhverju bara í heimsbókmenntunum það náttúrulega, einhverjir eru það en flestir ekki. Þannig að það eitt af því sem ég velti fyrir mér með sýningunni að því að mér fannst grunnurinn á henni raunverulega ekki vera svona bókmenntalugur. Nei, einmitt. Heldur að sækja inn í þann ógnarstóra heim sem að við erum komið með sem eru svona sjálfsjálfarbækur sem að tilheyrir bara allri þessari umræðu vanda einstaklingsins og fleira sem orðnað svo rosalegur litteratúr sem og mér fannst ekki vera að velta fyrir mér þetta verk hvílir frekar á því heldur en einhverju sem að væri hægt að kalla sem svona klassíska bókmyndir. Já, og ég menn þetta er svona miklu líkari bara til dæmis kvikmynd, kvikmyndahandriti heldur en leikhúshandriti í svona ljóðrænum skilningi allavega. Það myndi engin, þú geta gert kvikmynd upp úr þessu en það væri langur vegur að gera til dæmis kvikmynd upp úr Lorca. Það eru senur frekar heldur en kaflar eða þættir. Já, og svo bara hvernig tungumálið og svona lipurt í munni og rennur hratt áfram og þetta er svona hversdagslegri aðstæður kannski en ekki ljóðræna. Það tók eftir því að þetta var ótrúlega til þess að samtölin ykkar, þetta er ótrúlega gert að mikill í færni. Já. Það er svo Mammet hafði skrifað þetta eða hvað hann heitir hann? Já, akkurat. Þetta er í þeim stíl. En skiptir það þá engu máli að þú ert að leika einhverja spegilmynd eða einhverja mynd af Jermu Lorca? Hlutur eitthvað að hugsa hana? Það máttur ekki hugsa hana? Jú, ég las auðvitað Lorca og ótrúlega fallegt verk en maður finnir það strax að þetta er á öðru meiði, það er miklu ljóðrænna en á sama tíma eins og þú ert að segja með sjálfshjálparbækurnar
hún leitar leiða til norna eða kvenna sem eru að búa til seiði og þú veist þannig að þetta í svona þú veist eins og maður segir, þetta inspirerað af þessu en fært mikið bara eða alveg í nútíman til okkar og tengingin í raun og veru bara við Lorca bara kona sem að reyna að berjast að eiga barn, skilurðu, og það svona það sem að maður tekur frá Lorca inn í þetta, þessi bara langa saga og barátta fólks að reyna að eiga barn og það ekki öllum gefið. Og svo má kannski grípa inn í, þetta svona þú veist, það að hversdags gera það svolítið ég meina þetta náttúrulega alvöru vandamál hjá sko mjög stórum hópi fólks og það Heyrðu, það hundur í stúdíónu hlustundur að sína því skilning já, og það hefur ekki verið sko mikið talað það og fólk ekkert að bera það út ef það ófrjótt eða á erfitt með eignast börn og það er svona reynt að halda svona þessari grímu kannski í gegnum þann storm og ég meina þessi eilífða spurning og svo ekki að fara að skella í eitt barn svona, það er ekki langt síðan að sko það var svona almennt samþykja að við spyrjum ekki svona lengur en það er ekki langt síðan að við bara allir spurðu þannig og hvenær á svo að skella í eitt barn þannig að það að sko kannski líka hversdagsgera þetta er að varpa ljósi á það ef þetta ef þetta ljóðrænt, ef það eru kórar, ef það þá er þetta komið sko svo langt frá manni sem bara þeim einstaklingi sem maður kannski þetta svona það alltaf lagi, finnst mér alltaf lagi fyrst að vera með þessi tvö ólíku verk og þau byggjar á svona ólíkri hugmyndu sko stöðu einstaklings í samfélaginu og hvað þú stendur bara í menningararfleðinni og Lorca trúir að við séum bara í því fljóti í þessu verki þetta þess að þú kallar hversdagslega, þá það líka verið að fara svona bara nær einstaklingum eins og við upplifum hann í dag þetta sé einkanleg vandamál og ég verða að gera eitthvað svona til þess að minnst það svona, þetta töluverð breyting og ég verða að velta fyrir mig að horfa á þetta erum við komin svona langt og þá myndum að velta fyrir sér að fólk sem að leikritið að fjalla sem hefur verið bent á að þið eru kannski aðeins eldri heldur en það er svona fólk sem er 30 og það skiptir gerir samt á 15 ára tímabili en samt skiptir þetta skiptir svolítið máli út af þessu að eins og ef menningin okkar að breytast og sjálfsmyndin okkar að breytast þá myndum að gera ráð fyrir því að fólk sem eru 30 sé komið lengra á þeirri leið heldur en 50 ég að velta mig hvort að þessi samanburður fær mann til þess að hugsa þetta Já, kannski í leikhúsi erum við heldur ekkert alltaf að vinna með hvað við erum nákvæmlega gömul og það þú veist, annað en í bíó og það er kannski aðeins erfiðara, þú veist, en í leikhúsi eru 5-10 ár kannski ekkert eitthvað hræðilegur skilur munur, það ekkert svona já, þú ert 50 ára og þú ert að leika 50 ára, ég meina, ég leik Júlíu þegar ég var 30 en hún er 14 ára, eða skilur þú veist. Ég vísaði bara í þetta vegna út af aldrinum en það sem ég að hugsa er að þessi breyting á hvernig við skilnjum okkur sem manneskjur inn í svona menningun og samfélaginu, hvort að það séu raunverulega breyting, hvort að getum við tekið þetta verk þennan Stone og Lorca og séð þessa breytingu? Jú, þú sér hann algjörlega af því að þú talar um sjálfsmynd og það er kannski finnst mér vera eitt svona stór breytu þáttur í uppsetningunni frá Lorca, það er að segja þetta er einhverjum til svona sjálfsmyndamál í verki Stone það er að segja við kynnumst þarna fólki sem á allt og og framtíðin er bara björt og þau hafa fínt og fallegt hús og í fínu hverfi og fínan karriér og þau eru tekjuhá og þau eru svona dálítið efnishyggju fólk og þau vilja barn. Þau hafa allt sem að þau dreymir nema eitthvað eitt sko. Þannig að þetta snýst að miklu leyti sjálfsmynd. Þau eru að reyna að fylla upp í einhverja sjálfsmynd og þetta er þeirra krafa einhvers konar
materialíska sjálfsmynd og einhverja stöðu sem að þau ætla að taka sér í samfélaginu versus það á tímum Lorca ófrjó kona hún sko ekki bara útskúfuð á samfélaginu heldur hún arflaus því að hún getur ekki getið börn hún verður fyrir vikið sko útrópuð eða útkast úr sinni fjölskyldu og sinni fjölskyldu gerð þannig að það kannski svona grunnafstöðumunur á tímanum á tíma verksins í gamla dag snýst þetta að samfélagi útrópi þig og í dag snýst þetta allt einstaklingin það bara hvernig einstaklingurinn upplifir sjálfan sig ég á rétt á þessu og ég á rétt á hinu ég vil eignast barn og það minn réttur og þess vegna leyfir aðalpersónan sér að snúa öllu sínu lífi og lífi allra í kringum hana sig og hennar þarfir og hennar vilja til þess að vera svona eða hinsegin sem svona áhugaverður sko afstöðumunur innan verkana tveggja. Akkurat. En það líka munurinn sá að hjá Lorca þetta eina hlutverk konunnar að koma með eignast börn. Já, akkurat. En konan í þessu verki með Já, hún ætlar að sjálfa tímasetja þetta, hún ætlar að byggja upp karriér og það náttúrulega, ég held að mjög margir geti tengt við það, þú veist, fyrst ætla ég að byggja upp karriér, kom mér alveg fyrir og svo ætla ég að eignast börn. Þannig að það er náttúrulega við erum að eignast börn seinna held ég svona almennt og svo allt í einu þegar það ekki hægt og þú ert kannski einmitt orðin eldri en 20 ára að þá verður desperasjónin fljótt mikil. En svo þetta kveikjan sem að veldur ósættinu með lífið að því að allt virðist þetta svona stefnaði búin að ná sér í áhugaverða mann sem að að skaffa vel og að meika það og allt það en svo vantar þetta og þá byrja verkið líklega bara að fjalla bara þráhyggju og gæti verið að fjalla þráhyggju sem að kveiknar að hvaða tilefni sem Já, algjörlega En ég held þetta sé alveg líka bara umhugsunarvert. Ég veit ekki hvað þið voru að tala hérna meðan ég hljópa ná í nammi fyrir hundinn. En að því að það alltaf að færast lengra. Að því að við viljum öll njóta þess að lifa, við viljum ferðast, við viljum voru að tala þetta kannski. Já, en svona einmitt bara aðeins. Og maður vil klára að mennta sig og svo vil maður prófa að vinna. Og allt í eftir bara orðin 30 eitthvað ára. 35 kannski. En þegar sjáum við það eru náttúrulega margir menn í kringum okkur sem að náttúrulega svona eignast kannski börn þegar þeir eru að detta í 60 jafnvel og þá loksins hafa þeir tíma til þess að tala nú hef ég loksins tíma til þess að sinna þessu. Þá eignast þeir börn þótt að Kári Stefánsson vari við því að sæðið orðið þá lélegt. En nýjasta greinin. En það nú samt En konan hefur náttúrulega ekki þennan valmöguleika nema hún ætliði það náttúrulega klukka á konunni en ekki á manninum og það náttúrulega svona þú veist og núna í heimi þar sem að það engin á ekki að vera neitt munur á því hvort sé heimavinnandi eða útivinnandi bæði eiga að vera með karriér, bæði eiga að vera successful, bæði eiga að njóta lífsins til jafns á allan hátt en kona þarf að ganga með barni og hún þarf að setja lífið sitt á pásu í langan tíma til þess að sinna því og 9 mánuðir. Þannig að náttúrulega þegar maðurinn getur hoppað til hvernig sem en þá þarf hann að skilja konun og fá sér einhverja sem á réttum aldri þannig að náttúrulega þráhyggjan og desperasjónu fyrir kona auðvitað er á einhverju level sem ég sem náttúrulega maður get ekki alveg sett mig í sporin á Má ég aðeins spyrja ykkur meira þetta svona það sem að ég kallaði sjálfshjálparbækur og svona þetta alls ekki niðrandi Nei, alls ekki Ég tók viðtalið hennar Lilju Ingólfsdóttur sem gerði Elskling myndina sem að margir hafa séð og hafði mikil áhrif á fólk og meðal hans ræddu við það að hún byggir einmitt á og hún bara talar það Lilja hún bara byggir á þerapíu þetta ekki svona bókmenntalegt verk í þeim skilningi þetta bara byggir á svona hugmyndum okkar hvernig maðurinn fungerar og hvernig sambönd fungerar og raunverulega gengur myndin upp þannig frekar heldur en við séum eitthvað að horfa til Shakespeare eða eitthvað og hún sagði sem að mér finnst merkilegt
Hún sagði það að þegar fólk hefur stíið fram og gengist við sjálfur sér, og þá erum við að tala það sem áður var skilgreint gallar og veikleikar og annað slíkt, að þetta svo stórkostleg bylgja sem er að eiga sér stað á Vesturlöndum, að þetta mun breyta heiminum. Að menning okkar mun breytast við þetta. Og það er það sem ég hugsaði með að vera að horfa á, því að höfundur hlýtur það hlýtur að vera eitthvað merking í þessu, að taka verk sem einmitt er þrungið af tilvitnunum í söguna og sögurspánar og svona jaðar og útskúfaðra menningar, það alls konar svona þjóðtrú og dót sem að gengur inn í það, algjörlega samofið eitthvað svona menningararfi og stilla upp verki sem að raunverulega hvílir bara ofan á líka við að segja bara svona viðtölu við fólk sem hefur tekið þátt í því að draga það fram að sum pör og suma konur geti ekki eignast börn og þær verða fyrir þessu áreiti linnulausu það að fytta ekki inn í það og þær hafa þurft að byggja sig upp með því að sé eitthvað svona næstu því svo merking í þessu, við erum bara komin inn í annan tíma, eins og mér fannst Lilja, ég veit ekki alveg hvort þú var að halda þig fram eða hvort þú vildi halda þig fram, en það var það skilningur sem ég hafði í þessu, að þetta er svo stór breyting í menningu okkar, að allir geta gengið fram og talað veikleika sína, að það er ekki eiginlega aftur snúið. Nei, og svo, en svo líka bara út í aðra átt sko, þá er líka bara það sem er skemmtilegt við þetta verk hans Simons er bara hvað það er létt líka, það er svo mikið léttleiki í því, þannig að þetta er ekki sko, og ég held að það svona komi manni svolítið óvart að maður heldur kannski þú veist, þetta verður eitthvað þungt og leiðilegt, en þetta er svo sko lipurt og það er svo mikið snerpegis og þetta er svo mannlegt og þetta er svo nálægt manni sjálfum og þetta er svona þú veist, þetta er samtöl sem að maður hefur átt við maka sinn eða við vini sína og þú veist, þetta er svona þetta er á einhverju sko mjög sko nálægt manni og á mjög maður tengir mjög vel við þennan heim og þessa sko og bara hvernig það er og sko í rauninni verður þetta þú veist, fyrir minnsmekk allavega svona áreynslu laust fyrir við, þú veist, það er svona ákveð áreynslu leysi í snerpunni og í samtölunum og hvernig þau tala frjálslega allt og þau eru svona, þú veist, nútíma fólk og það er ekkert sko þú veist, það að segja einhver gróf orð er ekki, það er bara eins og fólk bara mjög margir tala, þú veist, það er svona að vera að tala kynlíf og alls konar hátt, en það er ekki svona, það er ekki verið að mála það út og það er ekki verið að segja það og það er verið að tala rassaríðingar og svona fleira. Já, og það, ég meina, bara eins og fólk talar án þess að það sé eitthvað nú við leikhúsinu svona tölum við ekki hér þetta er muster íslenskra tungu og guðminn góður, það sagði einhver orðið ríða hér í leikhúsinu og þú veist, það er líka kannski bara svona gott komast frá því líka þeim heilarleika Svo ræði það, mér langar að spyrja ykkur að vinna við því að framkalla fólk og ég nefndi elskling og margir upplöfu það að aðalpersón þar væri svona persóna sem allt í einu þú hefur ekki séð áður í bíó eða leikhúsi og þannig að þið vinnið þessu með leiti við að koma með fólk sem við höfum ekki séð áður og það snýst þú veist, hver er sjálfsmyndin og afstæðan og þetta lítur að vera á svæði sem þið eru að vinna með. Já, þetta er náttúrulega líka því að þú talar sko umræðan er að breytast, þessi áfallakúltúr, þessi áfallaumræða, hún er öll bara mjög framarlega í bæði sko listunum auðvitað eins og sést á bara allir útgáfu hérna síðustu ár sem að hverfist svona meira og minna höfundinn og höfundur að skrifa sjálfan sig en þetta er líka inn í svona vísindasamhengi inn í heilbrigðiskerunum og sálfræðinni og hérna uppgjör við alkoholisma og uppgjör við geðsjúkdóma og því þú nefnir elskling, ég meina það fjallar uppgjör alpersonu við móður sína og hvernig hennar vandamál verða einhvern veginn hverfast samskipti við foreldra og einhvers konar æsku uppgjör. Það er þema í þessu verki líka og reyndar í fleiri verkum sem að þú talar sko hlutverk leikarana og okkar í leikhúsinu sko eiginlega öll síðustu verk sem að ég hef tekið þátt í mínu starfi í leikhúsinu fjalla þetta sama
Við erum með Jermu og Saknaðarilm sem að fjallar uppgjör konu við foreldra sína og Vertu Úlfur á einhverju leyti líka, þá fjallar uppgjör manns við foreldra sína og sitt uppeldi. Þríleikirnir sem við gerðum? Þríleikirnir að einhverju leyti líka. Þú er fluttur inn í þetta svæði? Ég er fluttur inn á þetta svæði. Þetta er orðið mitt törf akkurat núna, en það er sena í þessu verki sannarlega, það sem að Jerma á uppgjör við móður sína. Og svo sena hún fjallar náttúrulega tengsl og tengslaleysi eins og er grunnþema í öllum verkum leikhúsins eiginlega. Við erum alltaf að fjalla tengsl og tengslaleysi og í þessu samhengi pressar Jerma móður sína inn í svona uppgjör sem er nú kannski ekki spilað út með öllum trompum, en þetta er samt mjög áleitna spurningar sem hún varpar til móður sínar tengsl þeirra og tengslaleysi og spyr af hverju er ég svona eins og ég er og hvernig stendur á því að þú faðmaðir okkur ekki þegar við vorum börn við systurnar og svo framvegis. Af hverju vil ég eignast barn ef æska mín var svona ófullnægð? Akkurat, og þetta er náttúrulega stór undirliggjandi þáttur í Jermu og hennar stöðu í verkinu og þú veist, það er spurningin af hverju ertu að berjast fyrir því eignast barn þegar allt í þínu umhverfi segir að þú geti ekki eignast börn. Er þetta ekki bara frekja og einhvers konar tilætlunarsemi, þú veist, og það meira þess að valkosturinn er lagður á borðið fyrir hennar, þú getur ættleitt barn og hún segir nei, þú veist, ég vil það ekki. Þannig að þetta er líka mjög svona áfallabaseraður grunnur í persónunni. Þú veist, af hverju vill hún barn? Og það er þessi eina sinna sem að mér finnst vera ákveðin svona vísbending hugmyndafræði höfundarins, þar að segja þessi áfalla grunnur eða já, svona tengsla grunnur persónunar. Já, mér finnst nú bara að bóða upp á fleiri valkosti í sýningunni. Algjörlega, algjörlega. Og raunverulega bara það minnst ágætlega gert, Já. Af því að það er bæði með æskuna og það er líka bara, það er náttúrulega krafa á samfélagið að þið megið standa ykkur vel í karriér og vera glæsilegar og góðar í því að vera bestar í öllu, en þið verðið náttúrulega að skaffa barn líka, til þess að vera kona. Það er nú ekki langt síðan að var fyrir ekki að grípa fram í, það er ekki langt síðan að maður, þú veist, heyrði af leikonum þar sem það mættu á fund framkvæmdastjóra og sögðu heyrðu, ég er ólétt. Þetta er vesen. Og þú veist, ég meina það er bara okkar kynslóð sem hefur lent í því. Og þá voru orðið áfall notað, þetta er ákveðið áfall fyrir leikhúsið. Já, og bara missa og auðvitað er það réttur þinn en, skilurðu, þannig að ég held maður fá ekki í dag til dæmis bara, ég held ef einhver myndi bregða svona við í dag, það er ekki, ég held að það sé ekki í lagi. En Nína, er ég að reyna að þröngu ykkur eitthvað það sem er ekki til, að það sé eitthvað svona breyting í svona stöðu einstaklis og sjálfsmynd sem að kallar á svona, kannski eitthvað sem að er í menningarsögu okkar sem að nýtist ekki og það verður bara að finna einhverja nýja aðferð hvernig fólk tjáir sig? Ertu að meina þá tjáir sig þá á sviðinu? Já. Því að þú verður að koma fram og vera eins og manneskja sem er til að núti. Þú getur ekki komið fram með eins og skuggamynd af því sem að Lorca sá. Nei, og ekki... Eitthvað kona sem ég hitti bara út í Bónus í gær. Ég er hún. Já, kannski er það líka, auðvitað erum við líka að reyna að segja sögur sem að við tengjum við og ég meina það er þetta oft verið að taka klassikina og reyna að breyta henni og reyna að færa hana nær okkur og það er verið að gera það allstaðar út í heimi af því að grunnurinn að allum sögum eins og Bjössi var að segja henni rétt aðan er svo mikið sá sami, þú veist við erum að díla við manneskjuna, hennar áföll og hennar vonir og væntingar og þroska og við viljum auðvitað reyna að spegla það sem að við erum að díla við í okkar samfélagi og þá kannski þurfum við að færa allt aðeins nær þannig að við fáum unga fólki í leikhúsi þannig að unga fólkinu finnst leikhúsi ekki vera bara allir tala eitthvað skringilega og... Já, svo held ég til að grípa inn þetta Fór ekki margir ungir þegar ég fór Nei, þetta er hvort að gestirnir Það er erfiðasti salurinn að þessu leiti er stóri salur Þjóðleikhússins
Það hérna, meðalaldurinn þar og svo í Borgarleikhúsinu hér og svo í Tjarnarbíó hér og Litlu Sölunum hér. Nú samt allir gangur á þessu. Þessu fyrstu sýningar eru kortagestir og það hærri meðalaldur hjá kortagestum en almennum gestum. Svo breytist sko aldurssamsetningin eftir því sem að líður á sýningatímabilið. Og Þjóðleikhúsið þetta með frábært kort þarna fyrir unga fólkið. Ungmennakortið sem er svona eins og áskrift af Spotify. Nei, en ég menna þegar við vorum að leika þríleikina eins og X og þetta, ég menna alveg sko aldursgrensan færðist alveg sko áþreifanlega eftir því sem á leið og svo hérna en já, það sem ég ætla að segja sko náttúrulega þegar þessi verk eru skrifuð, við tölum oft klassíkina eins og það sko eins og það sé eitthvað sko eitthvað ljóðrænt eða eitthvað svona hærra en einhver raunveruleiki en sko á þeim tíma sem að það er skrifað að þá lítur það bara alveg eins og sko Lorca skrifar á sínu tíma þá lítur það að tala tungumáli sem að sko fólk er vant á sama hátt og Simon Stone gerir núna þannig að sko ef að leikhús á að vera aktuelt þá verður hann alltaf að tala okkar mál, þú veist, það voru að tala okkar tungumál og tala eins og við tölum og hann talaði ástríðin í sitt samfélag og sem að kosta hann lífið líklega full alvar í þessu klassík er ekki tegundaverkum Nei. Og það er ekki sko tegunda talsmáta heldur, þetta er svona og ég meina hoppandur einu öðru að því nú náttúrulega verið að sína Vigdísi og það, einhverju talum þú veist ég meina það er ekki verið að fjera fólk fjerað á þessum tíma en já, en það er ákveðin sko þetta er ekki heimildamynd hvernig við töluðum í gamla daga heldur þetta er mynd fólk sem við viljum tengja við og skilja sko og þá getur ekki sett einhvern sko tungumála leigir á milli okkar og áhörfandans þú veist, þannig að þetta er svona eilífðar spurning og það er bara gaman að pæla í þessu Uppsetningin er alls svona nútímilag, það ekki, myndi ég segja verkið byggt þannig hvað er nútímalega? Nei, ég sé það, þess vegna var ég með hennar fyrir það er svona notað svona að vera að ramma inn myndir og sömuleyti er svona mjög margt sem að minnir á bara bíómyndir og eitthvað fleira þetta er náttúrulega glugginn í líf þessa margir gluggar inn í líf þessa fólks og eitt til þess að minna á að þetta er nútíminn er að þú byrjar sýninguna Gulli lemur trommuna þannig að áhorfendur fá Já, ég var í svona pínu svona smá efasemdum með það en mér fannst það bara Gísli kom með þetta einslag og að byrja þetta svolítið krafti og bara láta óhamið bara láta vaða á áhorfendur og þú veist fyrir mig sko ég sé mig alltaf sem svona eitthvað svona ljóðskáld af því að í upprunalega verkinu sagði Gísli mér að það voru lesin ljóð inn á milli sena. Leikararnir lási ljóð og ég stoppaði svolítið við það. Ég hugsaði, ok, þá ætla ég að reyna að sjá mig svolítið í þessu hlutverki. Ég sé svona eins og ljóðskáld með litapalettu. Þú ert einn svona ljóðræni Gandalf með töfrasprota. Maður myndi halda sko lúta eða selló myndi henda betur í það heldur en trommusett. Já, sko, en ég var að segja við Björsa á hann, sko, veist, ég sagði við hann, það má ekki segja þetta, sko, þetta er náttúrulega bara svona sjamanísk, sko, svona trúa samkoma, þú veist, það eru mildi og það eru djöflar og það er óþægindi og svona skellur á eftir því sem líður á sýningun og þetta er alltaf að fara úr böndunum og fólk er bara að fara yfir þá verður þetta svona, þá fyrir hljóðheimurinn að vera svona óþægilegri svona þægilegur en samt óþægilegur og það er alltaf þessi togstreita alltaf hérna á milli og þú veist, ég hugsa ekki allt í trommum, sko, ég hugsa bara hljóðheiminn sem heildar hljómborð í eitt skipti Já, nokkuð skipti þarna sem ég var að glamra píanó, sko og það kom bara svona sjálfu sér en sko Gísli vildi hérna hafa þetta meira svona trommuhefi meiri presence af mér, sko og það var kannski eitt sem að mér langaði til að koma þetta, ég var að keyra hérna nýrtir og sem ég er alveg ofboðslega þakklátur fyrir og það er það að
ég fekk það traust til að geta verið ég sjálfur þú veist, í sköpunni þú veist, og maður fær traust til að gera það sem maður finnst rétt að gera í þessu tilfelli og ég hugsaði bara með mér, ok, ég ætla bara að taka sjensinn á því að vera Gulli Brím, bara all the way og þú veist, og þá hugsaði ég bara, ég mjög frjór og ég lakar búið til svona undra heima sem að tengjast inn í sálinni á karakterunum í verkinu og þegar ég var hérna upp í æfingasala pæla sko við fullt að græjum og píanó hérna og trommunar og allt svona og sat ég bara þú veist, þá var enginn í rýminu, þú veist, annars sátum við saman og vorum svona þú veist, ég var með þeim alveg frá byrjun og ég sat einn sko og var að lesa karakterina og var ekki móta mér mína eigin upplifun á karakterinum hvað með þetta fólk hérna, viljaðu barnið eða viljaðu ekki barnið eða teljaðu sjálfum sér trúum að þau vilji barnið en viljaðu kannski ekki, eru kannski raunin að íta barninu frá sér á sama hátt að þau vilja það er einhver hluta af þeim sem vill eignast barnið en það er einhver fyrirstaðana og tónlistin kannski endurspeglar það svolítið að þessa togstreitu og það koma svona óbærslega fallegi hljóð þegar allt lítur svo vel út þú veist, og það er einhvern veginn allt að gerast og það, þú veist, við erum bara að sjá hérna, vonandi fara að sjá eitthvað í ákvaða þróun hjá hjónunum og svona, og við bara sogust inn í það og svo fer alltaf svona að fara á erfiðari veg sko og þá fer tónlistin að vera svona grimmilegi og sko og ég líka sagt sko að fá að vera maður sjálfur inn í svona umhverfi eins og þessu leikhúsi og fá að vera skapandi listamaður inn í svona verki og ég Gísli leiti það og ég fann strax á honum hann þú veist gaf mér lausan tauminn sem ég ótrúlega þakklátur af því að það er ekkert gefið að fá lausan tauminn það er bara mjög sjaldgæft. En nú ert þú svona eins og gæti verið kór eða eitthvað og þannig að þú ert að tjá það sem er að gerast á sviðinu. Hvort ert að tjá það sem að þau eru að gangi í gegnum eða ert að tjá eitthvað sem er undir í þeirra lífi sem að veldur því að þau er í þessari stöðu sem eru. Ertu að lýsa einhverju svona deglu sem er undir sem kannski kemst ekki upp yfirborðið eða ertu að bara enduróma það sem að hefur verið að gerast? Ég sko það hafa allir sína upplifun á leikhúsi og það hafa allir sína upplifun á þessu verki góða og slæma og ef að fólk hefur ekki lent í þessum aðstæðum sjálft þá þekkir það einhvern sem hefur lent í þessum aðstæðum og ég held að við séum öll þar, við þekkjum til eða höfum lent sjálf í þessum aðstæðum og það maður svolítið svona að reyna að setja sínar eigin tilfinningar hvað maður er sjálfur að taka út úr sögunni hjónin og eins og Bjössi var að segja sem eina mínum uppáhaldssenum er þetta uppgjör við Jermu við móður sína og ég bara, salurinn það bara má heyra sömnál þetta þú veist, af hverju faðmaður okkur aldrei þegar við vorum litlar og ég bara pappa og mamma hvað voru það að gera og það er bara nánast allir sem hafa þessa sögu það bara, mér vantaði svo mikla nánd og mér vantaði meiri ást og umhyggju þegar ég var barn og einhvern veginn ég er búin að vera að reyna að vinna úr þessu öll mín fullorðins ár það vantaði þetta en við verðum bara svona bara er lífið. Ég er með svona helgispjall heitir það ég fæ eitt gest á Laugardagsmótum og það er ein spurning sem ég spyr allavega en upplifður þig velkomin og elskaðan þegar þú varst barn?
og þetta hérna sko, einhver leiti þetta kynslóðabundið og sem að tengist kannski því vorum að byrja að tala en svona það er fátítt að fólk svona sem eldri en 60 svari bara já. Það mjög fátítt. En það líka mjög sjaldgæft að fólk sem undir 40 svari nei. Þannig að kannski þetta hluti af því sem að hún Lilja Ingólfsdóttir var að tala að það lækning í gangi. Þó svo að lækning kannski ekki allt, ég ætla ekki að segja sér nýr heimur eins og mér fannst þess og hún var að segja. En þetta allavega mikil breyting og það náttúrulega, ég kalli þetta stundu beglaða kynslóðin sem allir við sem mikið svipur ekki. Já. Það svona viss harka í samfélaginu sem að kannski ríkjandi á þessum tíma sem að ekki í dag eða öðruvísi í dag. Í öðruvísi og kannski líka, þú veist, það var ekkert mikið verið að tala um tilfinningar og það var kannski ákveðið bara bann að tjá líðan þín. Þú bara harkaðir að þér og alveg sama hvað gerðist. Ég meina, fólk misti börn og þegar alls konar og það var bara aldrei talað um neitt. Nei. Ég meina að bara nálægt okkur okkar náni vinur misti pappa sinn og svo bara það var aldrei rætt. Hann fekk aldrei að sýna tilfinningar, þið veitir, og hann 8 ára. Þið veitir, þetta bara, við lifum á allt öðruvísi tími núna bara verður að tjá tilfinningar þínar og þú átt að segja og þú mátt gráta og þannig, þú veist, það rosa munur síðustu 20 ár. En hættan svo að þá missum við kannski að mönnum eins og Gulla sem eru að tjá sig í kjörnum trommunar. Þráin til að tjá sig. Þið trúið því ekki að þráin til að tjá sig byggist á einhverjum. Jú, en ég held að munu aldrei allir upplifa þessa slæðu af kærleika. Sko, hún verður aldrei algild. Fólk náttúrulega mismunandi að upplægi og það náttúrulega auðvitað eru sem betur fer er hægt að setja orð á hluti í dag og bara eins og í að ófrjósemi er ekki er ekki tabú þó það sé það því þú veist út á við viltu ekki að það líti út fyrir að sé eitthvað að þér. Ég meina það bara, ef þú getur ekki sem kona eignast barn eða maður að þá ertu bara gallað eintak. Þú veist, bara þetta snýst, þú fæðist í heiminn til þess að geta þér börn og ef þú getur það ekki þá ertu bara gölluð vara. Og það að viðurkenna það er náttúrulega bara óyfirstíganleg niðurlæging og þess vegna sem betur fyrir að tala um þetta en talandi um hvort að snillingar þurfa að eiga sér harðan bakgrunn til þess að geta blómstrað. Ég held að í öllum nútíma samfélögum núna og framtíðarinnar munu börn gangi gegnum hrikalegar aðstæður eins og við vitum. Og ég held við fáum ekki verri listamenn í framtíðinni en í dag Nei, og það verður heldur engin sköpun í ég meina, sköpun er alltaf frá kærleika trösti. Já, bara sköpun verður til ef þú ert þunglindur þá skaparu ekkert, það er allavega mín skoður, þá skaparu ekkert sem er þrívítt. Ef þú ert þunglindur þá ertu heltekin af einhverju. Ég held að sköpun kemur af leikgleði, af léttleika, af kærleika, og upp úr því verður frjó hugsun þegar þú ert þannig frjáls. Þannig að ef maður er svona búraður inn eða hræddur eða þá verður náttúrulega bara toxic, eitrað ástand eins og við þekkjum. Það er oft sem tala um að þjáningin íti listamanninum áfram. Já, ég held að það skemmtilega. Ég veit, ég er að segja að kannski er breytingin okkar þannig því betur sem þið líður og því frjálsara sem þú ert að því meira rými hefur til að skapa eða að framkvæma það. En auðvitað er það bara lífi. Ég meina við göngum allir gegnum einhver áföll og erfiðleika og svo, þú veist, tökum við það með okkur inn í sköpunina, bara allt sem að maður lendir í og allt sem að maður sér og upplifir og allt sem að maður ég meina bara stríð, bara áhrifin sem þetta er að hafa á mann, auðvitað, þú veist, skiljið, það hefur áhrif á mann og ekki góð, þið veitir að horfa á fréttir og þjáningu fólks, ég meina en listin kemur ekki bara úr þjáningunni. Nei, og mann langar svona að afmá þessa mýti, þessi mýta að þú verður að vera þjáð manneskja til þess að geta skapa góða hluti.
það svona vonandi hluti af svona umræðu sem að þú þarft þess ekki. Verður að vera fyllibitta og dópisti og bara hafa gengið gegnum eitthvað svona þá fyrst verður við góðu listamæður. Það er nú að fjara út sko, því að það er hérna verið að sína Göttur og heitu blikkþæki í Borgarleikhúsinu. Þar er sko fullikallinn er rödd sannleikans svona gagnvart tilteknum atriðum í sýningunni. Ég held að þið geta bjóða neinum upp á það í dag sko. Mér er enginn skrifa fullakallinn sem sannleikans. En varðandi að því að samskipti við móðurina sko ég veit ekki með þessar aukapersónur eins og móðurinn og systirinn þær eru ekki alveg heilar þannig að þær eru svona að þjóna þinni persónu maður gæti túlkað þetta hérna þeir sem að hafa upplifað hérna hafa þráð nánd og kærleika í æsku skynjaða þannig að þetta er mæðgur það sem að það vantaði en maður getur líka hort á þetta svona kalkulerað og sagt já sko móðurinn, hún valdi karriér og það er mjög áberandi í hennar hlutverki, hún er alltaf á leiðinni að halda fyrirlestur og hún er bara, stendur sér bara frábærlega, er aðdóan að vera konu út af við og hún eignaðist börn, en hún þarf að fórna einhverju því það er ekki, þú bara ferði ekki allt sko og hún fórnaði sko nándinni við börnin. Þannig að sömuleyti gæti maður að túlka þetta bara sem skilaboð hérna valkostina sem að þín hefur og allar konur hafa. Að þú getur ekki fengið allt sem að kallinn hafði sem að kom heim bara sent á kvöldin og fekk sér viskisjús til þess að jafna sig eftir daginn og var í einhverjum tengslu við börnin sín og fengið sko börnin og nándina eitthvað stað verður þetta að gefa eftir og mér fannst eiginlega bara móðurinn eiginlega að vera að segja það að hún bara þurfti að slaka á þessu. Já, það er kannski líka það sem að eins og ég hef tekið til mín ástæða, kannski eina af ástæðunum fyrir því að ég er maður vill ekki eignast börn strax eða þú veist bara ætlaði sér ekki að eiga börn var þetta að upplifa það að horfa mömmu sína ekki gefa þeim neina ást og hlýju en eiga karriér að hún hugsaði þú veist ég ætla ekki að vera svona kona ég ætla bara að verða karriérkona og njóta þess að lifa lífinu Ég ætla ekki að láta bitna á börnunum mínum þess vegna ætla ég ekki að eignast börn en svo auðvitað bara erum við bara búnt á tilfinningum og það kemur síðan alltaf. Ég meina, við vorum, ég er 32 og þegar ég eignast fyrsta barnið mitt og ég hugsaði bara, vá, en ég er svo ung. Svo áttaði maður bara, nei, þú ert ekki ung. Og þá rifi ég að Gulla frænka mín upp að sko, hún var 32 ára þegar hún eignaði sitt fyrsta barn og þá hafði ég sagt við hana, þú ert svo gömul. Já. Þegar ég var, sko, þá var ég sjálfur úlingur. Þannig að þið sjáum bara hvað hérna. En breytingin er líka, sko, einhvern veginn þessi. Og það má nú alveg segja frá því líka sko eins og Elli, sýningin sem við erum upp í Borgarleikhúsi, Elli Viljáns, að hún sagði í viðtali þegar hún svona var komin efra ára, hvort hún sæi eftir einhver í lífinu. Það myndi gera eitthvað öðruvísi og þetta nú í sýningunni líka og þá segir hún, ég myndi ekki eignast börn. Og hún á 4 börn. Og svo segir, náttúrulega tekur hún fram og ég er ekki að segja ég elski ekki börnum mín eða hún svo notar orðið sko ég er ekki að forsmá það sem ég hefur gefið á en ég hefði valið mér öðruvísi líf og þá að því hún náttúrulega er áþreifanlega þeirri kynslóð bara í rauninni eins og Vigdís sem hefur verið að sína hún svo ég svona kasti inn hérna auglýsi allt sem við erum með í gangi já og hérna ég fekk ekki ást neitjók hérna og ég er mjög þungling ófallaraskar ég þarf að fá knúsi mitt annars stað frá en það er í rauninni þetta sko þá bara stoppaði lífið og það er svolítið eins og hjá mömmu Jarmur kannski að fólk aldi ekkert upp börnin sín saman það bara mæðurnar sá þetta ég er að lasa mitt viðtalið Robert De Niro núna hann var eignast barn, ég veit ekki hvað er hann núna 85 ára eða eitthvað aldrei ástæðir og þá var hann spurður í viðtalinu hérna og hvað, ertu alveg að skipta bleiur og svona? Nei, ég er ekkert í því sagðan en þá bara hann Herðu, hérna afstaða parsins til barningna að þú vilt eignast barn og þú ert alveg til í eignast barn það er svona munur á því og ég ræddi verkið við hérna konu sem hafði mikið reynt að eignast barn og hún var svona eiginlega með hugmyndunum að þú eignast ekki barn en þess að þú vildir ekki nógu mikið sko. Aha. Það var eins og það hefði sett svona eitthvað inn í þetta já
að þessi afstaða þín með bara upplýða rótað upp í sögunni að jú, alveg ef að kemur barna þá það, bara gerum við það en þú veist ekki til að gera neitt sérstaklega mikið til þess og það sé svona veikur aðili í áætluninni. Með veikan vilja. Og það bara, þú kemur með veikan vilja inn í svona verkefni þá eyðileggur allt sko. Já. Það nú auðvitað að ræða það svona í svona samingi við einstaklinga sko og þú veist svona einstaka innlögnin í sambönd og hjónabönd en verkið held í svarinu nú þessu svona frekar skýrt sko hver forsenda fyrir þessari ófrjósemi en ég meina, jú, þetta væntanlega hjá fólki og í samböndum þá þetta bara stórt mál sko hvort að sé mikill vilji fyrir eignast börn eða ekki en það nú ákveðin vísindi á bakvið þessa leikgerð sko sem að sýnir fram á bara þú veist, eggjatalningu og frjósemi. Já, svo má kannski skjóta inni að það eftir sem við tölum áðan held ég að það þetta sko, við erum ekki, við menn það ekki sko tímaklukka á okkur þannig að sko á sama hátt þannig að ég upplifa það sé kannski oft þannig að svona að kannski, og ég ekki vel verið að tala út raskata á mér en að svona að konan svona oft stjórni meiri tímasetninguna á þessu en maðurinn og nú getur alveg verið sko, ég ekki að tala eitthvað algilt en það svona en svona þegar að Nína tilbúin þá ég til en það ekki hjá mér bara ég verða að eignast barn núna af því að þú veist eftir 10 ár ég þú veist þá bara get ég það núna eða aldrei en það gerist annað þetta líkamlegt já, það gerist sko líkamlega byrjar líkaminn að kalla og láta mann vita og það því ég held að það gerist ekki á sama hátt alveg örugglega ekki því það bara en eitt af því sem náttúrulega gerir það öðruvísi á köllum ef maður alltaf að fara út í svona dýrafræði að hann vil bara spreða sæði sínu sem víðast en mér finnst sko ég upplýði til dæmis alls ekki í þessu að hann sé ekki með vilja það bara lífið einhvern veginn að gerast og þau ákveða að ætla ekki að eignast börn og svo byrja klukkan hennar að tifa og hún finnur fyrir því og hún hugsar mér langar í barn og ég verði að fá það núna því að núna tíminn af því að ég annars verður það seint og þetta svona kemur honum á óvart já, ok, og ég held að við ætlum ekki að eiga barn og ég var alveg búin að setja mig við það og ok, jú en svo hann líka á annarri vegferð þú veist, og það ekki það eins og hann vilji ekki heldur bara þetta ekki aðalatriði jú, mér finnst þetta alveg líka hann ætlaði að koma over að 5 daga en að breyta já, en það líka þín svolítið að ásaka hann fyrir að vera ekki heill í þessu en mér finnst það vera líka svolítið það sem hann að segja bara en þetta bara lífið að gerast hún ásakar hann að vilja freka fara út með vini sínum heldur en að vera heima þegar hún frjó og hann bara en vinur minn, ég að stekja hann það eitthvað sem gerist einu sinni skilur, konan þráhyggjan í henni orðin það mikil og farin að taka yfir allar rökhugsun á meðan hann líka að halda áfram að lifa og hann þarf að mæti vinnu til þess að þau fá pening eða skilur, þú veist, það ekki bara þetta og ég held að það sé einhvern veginn hann verður ekki svona þráhyggin með þetta eins og hún og mér finnst það ekki vera ég upplýði ekki í verkinu að hann sé ít á móti en líka áhugaverður þáttur í þessu sko við erum í svona komum úr svona smábæjar samfélagi Íslendingar allir og hér það algjörlega sjálfgefið allir eignast börn en það líka svolítið áhugavert að bera þetta saman við sko svona til dæmis raunveruleika okkar kollega sem að við höfum unnið með út allan til dæmis í Breitlandi og í Evrópu þar sem að þetta ekkert sjálfgefið að fólk eignast börn það bara algjörlega það val einstaklinga að fæða börn inn í þennan heim og þetta bara spurning sem að liggur við fyrir að minnst okkar kynslu og kynslu sem að koma þar á undan sem spurningin bara kom aldrei
Já, það karrierkiller úti að ofta að eignast. Ég held að þetta sé vísbendingar að við séum að fara inn í breyttan tíma. Það hefur gríðalegt fall í fæðingartíðni. Það var svo snöggt eitt árið að ég bara trúðus ekki og sagði ég ætla að bíða eftir næsta ári og það bara helt áfram að falla. Það er í fréttum í dag. Talandum það sem við vorum að ég er að reyna að færa ykkur inn í það, sko, svona sjálfsmyndin og stað okkar í samfélaginu vera að breytast og getur breyst mér hratt. Það sumir þetta getur mér haldið fram að kannski erum við bara að fara í gegnum svona umtalsverða breytingar af þessu. Já, og þá mun sögusvið Jarmu vera að dreigja upp oftar og oftar í framtíðinni, sko, sem er bara ákveðin óumflýjanleiki. Og svo er það líka það að því að ég meina við erum með net hérna, ég meina ef þú ert fastráðinn leikari í leikhúsi þá, ég meina þú ferð bara í þitt fæðingarorlof og allt það en eins og út í Englandi kollegar okkar, ég meina þetta er allt frílandsfólk og 2 ára gati í barneign er bara fjárhagslegu dauði ef þú ert ekki búin að koma þér fyrir. Og karrierkiller. Og það er náttúrulega, hér er líka einhverju sko svo hugsun loða náttúrulega við eins og í hans tilfelli í verkinu að hann náttúrulega sjálfstætt starfandi að byggja upp rekstur og þú tekur þér bara ekkert pásu, þú sleppir því ekkert að mæta á fundi í Tókjó ef það er verið að fara að díla með eitthvað bara í alvörunni af því að, ég meina, ef þú ert að fara að eignast barn, ég meina, hvernig ætlar að sjá fyrir því? Það er margt í verkinu sem tilheyrir hérna líklega Bretlandi, frekar í Íslandi. Þó svo að sé staðfært, þá er það bara hérna, þetta starfið þitt hérna, og lækin og pislana þína og því miður er það bara ekki þannig að það er ekki blaðamaður í Íslandi sem að getur unni við það að skrifa eitt pistil í viku, sko. Nei. Það er bara eitt. Sprottu upp úr öðrum menningar heim. Og þetta með hérna, gentrification í hverfinu og því miður eigum við ekki nógu stóra borg til þess að geta að fara í gegnum það. Þannig að einhver leiti er verkið í öðrum menningar heimir af því að það er svo mikið inn í nútímanum að þá er líklega ekki hægt að færa það alveg. Þó svo að sé vísun í þetta sé íslenskur raunveruleika. Þetta er skrifað svona rosalegri leikni, fannst mér. Mér finnst þetta svona bara samtölin og fleira, mér finnst það miklu meira leikin höfundur heldur en ég myndi segja að veri svona góður höfundur. Og það er svo, þetta er eins og samtölun ykkar og svona, þetta er hérna svona einhver samsöngur. Ég bara var að velta fyrir mig, sko, er ekki gaman að fá svona texta það sem að er og ég bara var að velta fyrir mig sem áhorfandi, sko, hvernig þetta er og svo verður við með trommuleikara í salnum hann sem er svolítið svona taktskiptingar og eða svona taktur og það er rosalegu taktur í hérna músík í samsögnum. Þetta er gott verk þannig og lítur að vera góð þýðing líka. Það er bara sko handritin eru náttúrulega bara efniviður til þess að vinna úr, þetta er gott leikrit mörguleiti og þessi góðu leikstjóri og góðu leikara sem að búið það skiptir öllu máli sko, það fyrir mig í leikhúsinu og mín vinna snýst aðalega sko samstarfsfólk og það sem að verður til á æfingartímabilinu hinn raunverulega vinna gerist þar og við erum sannarlega með góðan efni við hér og á mörguleiti, þú veist, vel þýtt og þetta er vel skrifað og þetta byggir á áhugaverðum svona sögulegum grunni og allt það, en fyrir mig persónulega þá snýst þetta allt samstarfsfólki bara með hvaða fólki maður vinnur hvað er hægt, þetta er eins og námugröftur sko, að vinna í leikhúsi, við sitjum í sko 8 vikur og reynum að grafa ofan í hvert annað og ofan í okkur sjálf og ofan í verkið og ofan í höfundin og við reyna að draga einhvers konar gull upp úr þessu öllu saman sem við reynum svo að sína fram á með sýningunum og þetta er vinnan sko og efniviður, hinn raunverulega efniviður hverjar leiksýningar er fólki sem að stendur að sýningunni saman bara þú getur búið til hræðilega sýningu úr góðu leikriti sko og góðum leikurum líka og með góðum leikurum getur búið til mjög vont leikhús. En mér skilst sko að þegar Simon Stone gerir þessa leikgerð að þá var leikhópurinn rosa mikið að vinna þetta saman þannig ég held að ber þess merki sko að ber þess merki að þetta hafi verið leikara djú sko já þetta er leikrið sem er skemmtilegt að leika já, mjög gaman og með öllum þessum kollegum, oh my god og það er ótrúlega gaman já, og þetta er svona eins og við tölum aftur hann þríleikin sem var í fyrra eða var í hitti fyrra, tími líður svo hratt bæði að það er þessi snerpa og þessi samtöl sko, og þetta er mjög krefjandi fyrir okkur, það er mikið hlustun maður þurfum að vera rosa mikið alert, þú veist
að keyra þetta áfram og passa þetta detti ekki og haldi þessu uppi og íta undir textan sko, að því leið og við setjumst og textin fær að verða eitthvað svona leikhús, að þá missum við boltan. En þetta ótrúlega skemmtileg leikfimi. Já, gera það, svona eitt af þessum, þannig að sýningin aldrei rauninni tilbúin. Það sem upplifið með svona sko, það út með lifandi tónlist og þú ert með sko texta sem að krefst þess eins að fólk hlusta á hvort öðru og grípi boltan hjá hvort öðru, og ef ég segi svona þá þarf ég að grípa hann hérna, og ef ég segi svona þá þarf ég að grípa hér. Þannig að þetta svona sko, eins og Nína segja, þú sest ekkert niður og flytur þinn texta og hugsar hvar áherslan á samhljóðum, það bara, þú ert að grípa bara á þá áttu bara að hæla nú. Já, algjörlega. Og þannig að þetta er bara rassinn. Og það þú bara byrja, þetta er bara uppafsreitur og svo bara go. Herðu, ég spurði ykkur ég held að vera áður við byrjuðum af hverju það ekki þannig í leikhúsi sem þetta taka upp svona gamla sýningar, og ég hafði eiginlega þríleik í huga því ég misti á honum. Af hverju ekki þetta bara taka hann upp og setja hann upp? Það verður nú kannski alveg hægt með hann af því að það bara var eitt sófi. Já. Þetta snýst leikmynd. Já, oft, en svo það líka kannski bara... Svo rennur bara sitt skeið, sko. Já. Og ég var bara að vísa í því sem óperús gerir þetta. Þú veist, það eru kannski að setja bara upp eina eða tvær óperur og það voru þannig stór hús, sko. Já. En svo hitt meira og minna endurflutningur og eldri uppfærslum. En við gerðum þetta rosa mikið með stóru sýningarnar okkar í Vesturporti á sínum tíma, þegar við vorum að ferðast með þær erlendis, geymdum leikmyndirnar, svo fóru leikmyndirnar út og svo komu þær heim, og þá oft settum við aftur upp sýningarnar hér, af því að auðvitað er alltaf svona, sýningar alltaf í vinnslu og það bætist alltaf eitthvað við þegar maður tekur þau upp og fer aftur inn í gömul verk, og þá fattar maður eitthvað nýtt og já, þetta og eitthvað sem maður fattaði kannski þegar við vorum að setja upp á ensku, og þá kemur einhver ný breidd sem maður kannski manni yfirsást. Þannig að sýningin mætti fá svoleiðis framhaldslíf. Já, algjörlega. Já, svo Þú ert þetta nýbúin að gera svona með Úlfinn. Já, við fórum með Vertu Úlfur til Póllands og sýndum hana þar núna bara í vetur. Og fer norður reyndar, við fyrir með Saknaðarum norður til Akureyrar núna seinna í árinu, en sko leikhúsin náttúrulega bara byggð svoleiðis upp. Við erum með kortagesti og það kemur nýtt leikár með 10-15 nýjum leikritum á hverju einasta hausti, þannig að það þarf líka bara að rýma sviðið. Það þarf bara að reynsa til í leikmyndageymslunum, og það er nú alltaf að tala öðru hverju, að geyma sýningar og ákveðna leikmyndir eru geymdar sannarlega, en þetta er líka bara framkvæmt sem er örlítið flókin. List andartaksins. Já, koma bara nýja sýningar og það krefist þess að fá. Því sem þannig að fólki sem er að fara helgina eða eftir mánuð mun ekki sjá sýninguna sem ég sá. Það var miklu betri, Leikhúsið er svo lifandi, Það er alltaf en því, ég meina, breytist. Já. Ég er alveg límdur við það sem þau eru að gera, og er svona mikið að pikka upp þeirra orku og hvort það er hraði og hvort það er mikið drama, hvort það er meira drama eða þú veist, og stundum verði bara svona eins og djöfullin Já, stundum hefur spilað undir senu og svo bara á næstu sýningu spilar hann ekki undir henni. Já, hann er með mjög frjálsar hendur til þess að hann er eins og hann sé bara búin að setja sig í samband og svo bara ferða af stað. Já, það er ákveðin rammi sem að ég svona held í, ákveðin struktúr, en þú veist, innan þessa ramma þá er ég rosalega djúpt kafa onni hvernig þeim líður á sviðinu, þú veist, og það kannski kemur eitt smá space á milli þar sem að hjónin er eitthvað að kýta þarna, rífast, og þá kem ég inn með svona smá, bara svona eins og Mike Tyson búm, undir. Já, svona áhrifaljóð. Já, en stundu, veist, ég er rosa líka mikið að reyna að gefa verkinu, þú veist, svona fallega svona öldu til að surfa á, þú veist, ég er alltaf þessi dansk og ekki taka of mikið rými. En svo þegar kemur tækifærið þegar Bjössi á hann dálítið erfitt í stykkinu,
þá kemur tækifæri þar sem ég fæ bara að gefa allt í botn sko, bara allt, þú veist, það er allt að fara á límingunum og þá get ég stungið mig til sunds og látið vaða, þú veist inn í mínu plássi sko og þá fæ ég bara fullt skotleyfi til að grípa þessa upplifun hans og guðsenni áfram yfir áhörunduna, þú veist, þannig að það var einni senu að þá voru þau búin að koma sér fyrir á sviðinu og biðu eftir því að þú klárar þig. Þá hefur það líklega verið svona aðeins lengra, það sem þú varst ekki alveg búin að klára það sem það þarf að segja á trómunum. Það sem að virkaði bara að biðu eftir því að hann kláraði sig. Þetta allt einhvern veginn svona læst sko, hljóð og hljóðmynd og ljósin og þetta er búin að læsa svo allir saman. Þannig að tímasetningin er alltaf nokkurn veginn 100%. Og það var svolítið mál að ná þessum tímasetningum öllum, þannig að flæðið væri svona continuous, gengi svona áfallalaust og Gísli, það var mjög næs að það gerði mikla breytingar bara viku fyrir frumsýningu og ég bara krossaði mig, ég hugsaði bara þetta er bara komið og svo kemur bara langur listi af breytingum og þá fór að fara mig sko. Þá fór að fara og ég sagði bara, heyrðu, ég get þetta ekki. Ég get ekki gert þetta. Og þá segir Snorri, trompetleikari, hann segir, ég vinnu með Gísla og þetta er alltaf til hins betra. Ekki hafa áhyggjur. Hann með þetta og ég bara, ok. Og hann með þetta og hann var með þetta. Og við setjum bara traust okkar á hans heildarmynd af verkinu og öllu sem að lýsingu og hljóði og öllu. Það verður ykkur einn að keyra hennar strætó. Og það gengur vel að því að Gísli er svona svolítið markaðsmaður og tók smá tölu áðan að þó svo að verkið fjallaði alveglega mál að þá var þetta líka skemmtilegt og ég skal bara ítreka það fyrir þig og við höfum kannski verið að tala svona þungu tónina í verkinu að þá er þetta kvöldstund þar sem að verkið líður ekki feilspor í því. Já, og líka svona minna á af hverju manni langar að setja þetta. Þetta er létt tal alvarleg málefni og þetta leikrit þannig. Þetta er létt tal alvarleg málefni. Og ástæðan fyrir að mann langar að setja það upp er að því það eru margir litir í því. Já, má ég spyrja það einu að ég ætla að fara að hætta, svo myndi ég allir nöytri. Það sem að mér fannst vera skrítið í uppbyggingunni er að þegar að þú missir fótana, þá er það svona, einhvern veginn svona og svo ertu náttúrulega búin að missa fótana í lokin. Og þegar þú ert svona mest að missa fótana, að þá ertu að baksa við þetta tré þarna í bakgrunni og að sumu leyti, þá gerist alvarlegasta hrunið þitt utan sögu. Á hverju er þetta svona? Hvað meinar utan sögu? Því að þegar hún er að baksla við tréð þarna og í moldinni og sem er kannski einhver vísun í Lorca, að munurinn á henni áður og þegar hún kemur út úr þessu, það er mesta niðurfall í andlegri heilsu og ég er að velta mér af hverju er höfundurinn eða leiksturinn, af hverju er þetta ekki haft fram í sögunni? En ég held að ég viti hvað þú meina, þetta er þegar hann fyrir erlendis og mamman er að passa og þau eru að ræða hann og ég er hann í bak. Það er frásögn af niðurfallinu, en þú ert ekki í niðurfallinu á sviðinu. Nei, en ég er svona sýnileg kannski. En þetta er alvarlegast í kablin í þínu. Já, og þetta er líka til þess að sé, sko, þetta er líka tímalapsus. Ég er ekki að kvarta. Nei, þetta er tímalapsus, sko. Þetta er eins og ég sagði held ég upp að, sko, verki gerist á 15 ára tímabili. En manni líður kannski eins og það sé dálítið línuleg frásögn og það er, þannig að þetta er í rauninni sko, frá sko, hendi höfundar, maður er að fá glugga inn í sko, líf fólksins á mismunandi tímum og þannig að talandi um klassíkina, þetta er svona eins og í Shakespeare, þá er maður sko hlutinni gerast þrisvar hjá Shakespeare, það er sko, það kemur einhver og segir hvað hugsanlega muni gerast, svo gerist það
og svo talar einhver hvað gerðist. Þannig að í rauninni í þessu eins og með mömmuna og hann, að þá eru þau raun að segja okkur hvar Jerma stödd núna á þessum tíma, hvert við erum komin í rauninni í leikritinu. Þannig að það svona, það frásagnar mátin í þessu að maður að finna ok, núliðin tími og hún hefur vissulega henni hefur rakað mikið og þetta búið að gerast. Þannig að þetta eru gluggar inn í líf þeirra á mismunandi tímabilum á í rauninni 15 ára tímabili. Þannig að í rauninni maður mætti svo sem segja sem svo að þetta gerist frá þegar þau eru kannski svona 33 til 48 ára gömul. Ég var að segja það svara spurningunni. En já, kannski þetta líka bara svona, annars væri þetta klukkutíma verk í viðbót þegar þú þyrftir að sjá allt fallið og færði þetta bara svona. Fyrir þessa senu, þá niðurbrótið inn í þér. Í þessari senu þá verða aðri vari við og byrja að tala það. Sem að þrýsta þér í því að fara ennþá neðar þar sem að allt í einu bara samfélagið að mæta þér sem Casey. Ég veit ekki. Ég var bara að veltaði með akkurat þessuna af því að ég hugsaði að hún hefði ekki viljað leika þetta af því að þetta kannski svona mesta leikuna vil alltaf leika drama að því að ég rauninni eins og þið skrifa þá ætti hún ekki eins og vera á sviðinu en við erum með hana hérna á bakvið svona finna fyrir presensnum hennar og þessum skugga sem hún sjáðu til, hún skuggi þarna í bakgrunni og skuggin af sjálfur sér. En það er kannski eins og þú varst að segja áðan Gísli að þetta hefur alltaf verið svo mikið tabú og sem betur fyrir umræðan orðin meiri og umræðan orðin að það eru margar konur búin að fara í viðtöl, pör og margir einstæðingar sem hafa líka tekið þá ákvörðun að eignast barn með aðstoð og nú eru komin 2 fyrirtæki sem að skrifa bækur þannig að umræðan orðið miklu meiri að því þetta og hefur verið tabú og þetta veruleiki sem að mjög margir að díla við og málið að þetta ekki tabú og þetta á ekki að vera tabú og þess vegna þetta svo maður finnur fyrir því á sviðinu að þetta skiptir máli og það ótrúlega góð tilfinning þegar maður að segja sögu sem að við auðvitað erum til þess fallin að gera hana í leikhúsinu að hún skiptir máli. Herðu, látum þetta að loka orðin Gulli, Gísli, Nína og Björn. Takk fyrir að koma hingað og ræða Jermu. Takk fyrir að fá okkur. Takk fyrir að fara í leikhús og horfa. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja þennan heim sem við lifum í, samfélagið og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Komið í sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín eru komnar svona 2 leiklistarkonur sem eru nú í dollu brautryðjandastarfi í leikhúsinu, setja leikhúsið eiginlega í svolítið annað samhengi en við eigum að venjast. Það Helga Arnalds, myndlistamaður, leiklistastjóri, eiginlega leikhússtjóri og leikhúslistamaður. Takk fyrir. Og Sólveig Guðmundsdóttir, leikkona. Þú ert ekki með eitt svona bólgintitil. Nei, þú vilt bara ekkert að sitja á þig. Þú vilt ekkert að ég sitja á þig titilin brautryðjandi í tilrauna leikhúsi. Já, það má alveg En einhver annar gera það kannski. Já. En þið eru allavega komnar til að segja okkur aðeins frá þessu leikhúsi sem heitir 10 fingur og 10 ára, það ekki? 30 ára. Nú 30 ára fyrirgjöðu, já, ég er nú með talna blindu já, mér hafði eitthvað að passa vel 10 fingur, 10 ára. Nei, það er 30 ára. 30 ára. Þannig að þetta er ansi langur ferill og það verður svona einhver hátíðardagskrá í Tjarnabíó núna á sunnudaginn. Já, einmitt. Við ætlum að halda upp á þessi tímamót bara með því að fagna svolítið og svolítið gaman að svona halda upp á svona áfanga
og við verðum sérst með 2 sýningar, verðum sínum hérna lífið sem að við bjögum til fyrir 10 árum og lífið drullumall sem búin til með mold og við erum búin að ferðast með hana heiminn í 10 ár. Í 10 ár, já. Þetta svona, það er sem sagt Sólveig sem leikur og Sveinn Ólafur Gunnarsson og við fengum grímuna á sínu tíma og alls konar verðlaun. Var ekki 2 grímur? Já, 2 grímur. Fyrir þá sýningu? Já. En hún hefur ekkert, og það er bara 1 sýning núna sunnudaginn. Akkur er bara 1 sýning? Er þetta ekki svona orðindóldi heimsfrag sýning og væri gaman að vera með fleiri sýningar eða gefa? Jú, en það að þessu sinni er bara 1 sýning. Við vorum náttúrulega með hana í sýningum hérna heima fyrir 10 árum þegar frumsýndum og tókum hann svo aftur upp og svo höfum við bara aðalega verið svona að ferðast með hann, þannig að þetta er svona ferðasýning en við ætlum að halda upp á afmæli hjá 10 fingrum með því að sýna þessa sýningu á sunnudaginn klukkan 2 og ég vil nefna það er hún Charlotte Böving sem að leikstýrði ásamt mér og við vorum svona 4 að hérna spinna þetta allt og hérna spinna með moldina. Þú ert myndlistakona Helga þannig að þú ferð inn í leikhúsið einhvern veginn út frá myndlistinni og blandar svona yfirleitt öllum miðlum dálítið saman eða mörgum, er það ekki? Já, ég hef verið að vinna dálítið mikið út frá myndinni einmitt og hérna svona allavega síðustu kannski 15 árin þá hef ég verið að vinna svona með þessa aðferð að spinna með efni og þá veljum við okkur efni fyrir hverja sýningu og hérna þessi sýning er sem sagt úr mold og svo gerðum við skrýmsli litla systir mín sem var frumsýnd í hérna Norræna húsinu 2012 hún var úr pappír svo gerðum við hérna stúlkan sem stöðvaði heiminn hún var frumsýnd í Borgarleikhúsinu og var gerð úr plasti og svo er þessi sýning sem verður líka sýnd á sunnudaginn sem heitir Líkaminn er skál og hún er gerð með leir þannig að við erum svona alltaf að spinna með efni og vinna mjög mikið út frá myndrænu hliðinu og lífið til dæmis er án orða. En það er mikil orð og texti líka og tónlist. Er það ekki skrýmsli litla systir mín það þekkja þar og margir Íslendingar að því að eiginlega öll leikskólabörn hafa hlustað á tónlistina, lesið bókina. Já. Og margir hafa nú séð sýninguna. Er það ekki? Það var þannig að við gerðum sýninguna fyrst og Ævör Pálsdóttir gerði tónlistina við sýninguna. Svo langaði okkur til að gefa út tónlistina og þá ákvaðum við að gefa út bók með tónlistinni og hérna og fengum hana Björk Bjarkadóttur til að myndskreita. Og þessi bók hefur verið mjög vinsæl á leikskólanum mitt og að því að það fylgdi líka svona hljóðdiskur og þannig að það er einmitt mjög margir krakkar í dag sem kunna bara bæði alla söguna og alla tónlistinu utan bókar. Já, ég held svona börn hafi það er svo maður hitt svo marga krakkar sem hafa fengið þetta dálítið á heilan og þetta hefur verið notað skilst mér til þess eins og svona til einhvers konar valdeflingar eða svolítið svona á sálfræðilegu miðum svona eins konar listterapi er það ekki? Já, þetta var þannig að sonur minn, hann var það bil að fara að eignast litla systur og hann sagði við mig að hann þekkti strák og það væri ekki hann en það væri semst annar strákur sem að hefði eignast litla systur sem var skrýmsli og hún borðaði mömmu og pappa og mér fannst þetta svo frábær bara tjáning á þessari tilfinningu að því hann var náttúrulega búin að vera bara prins í hérna 5 ár og var hrættur þetta að missa svolítið mömmu og pappa og sem auðvitað alveg svolítið rétt. Það er svolítið það sem gerist að hérna athygllin færist svolítið yfir. Hann missir sína sérstöðu. Sína sérstöðu, já. Og hérna og síðan fórum við og ég ákvað að gera leiksýningu þetta og þá fórum við að skoða svona líka hvernig hann getur síðan lært að elska þetta litla skrýmsli sem er komið þarna og þannig við tókum þetta alla leið og létum hann að því að hann hafði nefnilega líka sagt mig að hann hefði helst vilja skil henni
og þannig að við hérna fórum að veltaði fyrir sig hvert fer maður þá með hana til að skila henni og þannig að við fórum allar leið með það í sýningunni að hann sem sagt fer bara og allar skila henni til Guðs og á leiðinni lenda þau í alls konar ævintýrum og hann lærir að meta hana og hérna finnur svona meira. Þannig að já og einmitt hérna það eru náttúrulega mjög mörg börn sem geta sett sig í þessi spór og ég var að lesa þessa bók fyrir litla frænda minn sem á litla systur og svo söngi þarna eitthvað af þessum lögum og hann alveg, þetta svo viltu syngja þetta aftur, þetta fallega við þurfum að læra þennan texta saman og svona alls konar heimspekilega vangaveltu sko bæði textan og þetta og það sem er náttúrulega einkennandi fyrir þína sýningar eru líka að sko þær eru bæði svona lokal en líka svo global, þær eru börnum allan heim sem að eru með þessar hugsanir og þú veist, að elska en vil ekki missa og einhvers konar, þetta er svona einhvers konar vettvangur þá fyrir tilfinningatjáningu sem að þú ert að búa til svona og hérna virkja börnin með einhvern veginn, af því að einmitt þau eru ekki bara að horfa á sýninguna heldur eru þau sjálf síðan að syngja með, læra það er aldrei kannski það sem maður finnur að mikilvægt. Svo hef ég líka oft verið með í þessum sýningum eins og þarna, það er mjög oft einhvers konar framhald af sýningunni. Þannig að þau til dæmis þarna eftir skrýmslið þá fengu þau að búa til svona pappísdreka sem að þau fóru með heim og í lífinu þar eru við með hérna lítið svona box sem að þau fá að fara með heim með frægi og svo getur farið og vökvað og þannig heldur lífið áfram. Heima í gluggakistu. Og í líkaminni skál þá erum við oft með hérna svona leirsmiðju á eftir þannig að fólk býr sér til sína eigin skál. Þannig að við erum svona svolítið að líka bara þannig að þú hérna upplifir þetta svolítið líkamlega eða svona eiginlega bara einhvern veginn tengir betur. En mér finnst þetta nefnilega svo vera áhugavert í þínum sýningum og ykkar. Það er þessi svona þáttaka svolítil, óbeina, barna og fullorðina. Því nú er þetta nú ansið svona aldurslaust og fyrir marga aldurshópa. En þessi gamli galdur með brúðuleikhúsi til dæmis það sem að þú eiginlega bara upplifir einhvern algjöran galdur þetta undarlega að einhver dúkka sé sem sagt lifandi það eitt er náttúrulega bara eitthvað stórkostlegt en svo er hitt líka að einhvern veginn fá að taka þátt í því mér finnst einhvern veginn eins og það hljóta að vera dálítið mikilvægt í dag að því það er svo mikið afþreyingarefni fyrir börn og þessi galdur þau náttúrulega horfa svo mikið af teiknumyndum og svo mikið af góðu efnisosum þannig að það þau komist einhvern veginn í snertingu við efnið og snertingu við söguna og tónlistina og þannig að það er eins og það kannski, er það ekki dálítið mikilvægt svona? Og að það kveiki kannski í einhverju svona kveiki í þeim að fara að skapa. Ég vissi það til dæmis eftir skrýmsli að þá fóru þau mjög oft heima og voru að teikna að því ég er að teikna í sýningunni og það er svona eitthvað hérna skemmtilegt við það einmitt að þetta lifi áfram í þér einhvern veginn. En þú læriðir nú brúðuleikhús svona klassist er það ekki í nokkur ár? Já, ég fór til Barcelona, var þar í 3 ár og læriði með skuggaleikhús og svona brúðugerð og bara alls konar hérna tækni. Og er það, mammaðinn er brúðuleikhúskona, er það ekki? Jú, ég er náttúrulega ólst upp við þetta, hún hérna var í leikbrúðulandi og ég sé það þú veist að því ég hef verið svolítið skoða svolítið núna á þessu tímabótum bara alls konar efni og hérna og maður sér alveg svona hvernig ég svona byrjaði á svona svipuðum slóðum og hún hafði verið. Viltu segja okkur hvað hún heitir? Hún heitir Hallveig Thorlacius. Já, ég held að þekki hana nú mjög margir. Já, algjörlega og hún var náttúrulega í þessu í mörg ár og hérna var bæði hjá Leikbrúðulandi og svo stofnaði hún sitt eigið leikhús sem hitt Sögusvundan og hún var mikið að ferða svona í leikskólana og segja sögur og hérna og einmitt mikið í þessu svona láta börnin taka þátt og allt þetta og hérna og þannig ég auðvitað bara ólst upp í þessu umhverfi og hérna en svo auðvitað fer maður bara að finna sinn eigin stíl og hérna og ég fór hérna í myndlistina og þá fer þetta að fá svona pínu annað
annað yfirbragð eða svona, þú veist, maður fyrir að kanna önnur mið. Já. En þú Sólveig, þú kemur inn í þessar sýningar og ert þá bara búin að vera að túra eiginlega heiminn. Já, sko við kynnumst fyrir svona kannski 12-15 árum eitthvað svo leiðis. Þegar við vorum að gera skrimsli. Já, þegar við vorum að gera skrimsli, litla systir mín, og þá kem ég inn í það sem að bara sjá sko kynningarmál fyrir þegar var aðeins búin að vinna með Charlottu á undan og svona. Og náttúrulega alveg heilluð af þessari sýningu því að hún hafði séð aðra sýningar hjá þér áður. Og svo förum við svona að spjallum hvað væri spennandi að gera og ég var með eitthvað bók og fannst eitthvað spennandi að gera barnaleikrit dauðan og hún stingur upp að hvað með að nota mold og þá svona vindur þetta svolítið upp á sig og við fáum styrk hjá Sviðslistasjóði til að setja upp sýningu dauðan fyrir börn. En svo mikið líf í moldinni að þetta breytist eiginlega í það að verða sko lífið og þróunina og alls konar svona spennandi stórar hugmyndir í mjög svona lítilli kjarnaðri sýningu samt, en samt svona risastórt umfjöllunarefni. Og það er náttúrulega sem er svo spennandi við þessa vinnu og merkilegt við þetta afmæli til dæmis er að það er ekki sjálfsagt að sjálfstætt leikhús starfi í 30 ár. Það er alveg bara svolítið magnað, sko. Að haldi áfram mikla þrautsegju og þú veist, og kraft og líka sé alltaf samt svona endur uppgötva sig og halda áfram með það sem kveikir í manni. Þannig að það er rosalega spennandi að, þú veist, fylgjast með því og þetta er svolítið svona merkileg tímamót. En þú hefur líka verið svona duglega að vera í, svona það ekki, tilraunum og sko, verið Tjarnabí og ekki bara í einhverju svona sem kallast mainstream leikhúsi. Já, einmitt. Trúur á það svona, að það þurfa að vera, sína þessa þrautsjá, það þurfa að vera þessi svona sjálfstæðu leikhópar. Já, algjörlega. Og það er það sem öll svona nýsköpun gerist, að mestum hluta gerist nýsköpunin í leikhúsi í sjálfstæðum leikhópum. Og þessun er bara sá stuðningur sem að leikhópar fá frá ríkinu og alveg ofboðslega mikilvægur og Tjarnabí er ofboðslega mikilvægur staður. Þannig að og öll svona, þú veist, eins og allt sem að þú hefur gert, þetta er allt nýtt íslenskt leikhús. Þú veist, þarna er verið að skrifa og búa til og tengja saman mismunandi listamenn líka, taka smá svona áhættu. Það er kannski öðruvísi rými fyrir stóru leikhúsum til að taka svona áhættu. En þau eru samt farin að vinna miklu meira með sjálfstætt starfandi listamönnum líka og svona. Þannig að þetta er, ég held að sé mjög gott að blanda þessu bara. Já, en það er mál manna svona að það sé kannski ekki alveg nóg mikil skilningur svona hjá einmitt styrk veithendum að hvað skiptir máli að halda þessu leikhússtarfi áfram. Já. Að maður alltaf gera betur, sko. Já. En eins og fráfarandi menntamálaráðherra og menningarmálaráðherra, hún Lilja, hún gerði þetta rosa vel. Hún alveg hækkaði listamannalaun sem að hefur bara hjálpað mjög mikið og vonandi bara heldur það áfram. Að þetta sé sko að það sé viðurkenning á þessum störfum. Að þau skipta svo miklu máli. Þetta er alla bækur, þetta er all bókmenntir, allt listafólki okkar, sjónvarpsþættir, það er allir sem sitja heima og horfa á Vigdísi þessa dagana og eiga pínu þátt í þessu, eiga pínu part í þessari sögu. Þetta er okkar saga. Ég er að pæla í hvort að þið komum með pínu stuttmynd sem að þið letu gera í tilefni af afmæli leikhópsins 10 fingur, 30 ára afmælinu sem sé og þetta er svona pínu til kynningarmynd eða svoleiðis. Ég var að pæla í hvort að við mættum kannski bara sína hlustendum eða sem sagt sína áhorfendum og svo eru líka útvarpshlustendur og hlusta okkur og það er tal með þannig að Þetta var þannig að út af þessu afmæli þá er ég að grafa upp alls konar efni sem að gamalt efni og þá fann ég þessa spólu með þætti úr, það var semst Kristall Sigríður Guðmundsdóttir var að gera smá innslag ketilsögu Flatnefs sem ég hafi þá nýlega gert og þar komu góðu gestir tjáðu sig
fáum að horfa á þetta í smá stund. Helga hinn dæmigerði einyrki í leikhúsinu. Hún hefur allt frumkvæði að sýningunni, semur handritið, býr til brúðurnar, stjórnar þeim, setur upp leikmyndina, stjórnar tónlistinni og pakkar saman að sýningunni lokinni. Helga kannski svolítið töframaður, kannski, finnst mér. Mér fannst stundum ég vera á töframanna sínu, sem hún gerir það sem maður heldur að sé ekki hægt að gera. Þarna sáum við meðal annars Ingvar Sigurðsson sem ansi ungur og minnir okkur náttúrulega á son sinn sem er núna á í Borgarleikhúsinu að leika og hann nefnir þarna hvað þetta sé mikið ævintýri að fá að vera í þessu leikhússtarfi, þetta sé svona öðruvísi en annað starf og hann kallar þig galdramann og svona, var hann ekki að meina þá að þetta væri svona, hann hefði bara ekki trúað hann hefði kannski ekki beint trú á það í byrjun að þetta myndi ganga upp? Já, sko hann var ekki að vinna þar í þessari sýningu, hann var að tjá sig þessa sýningu Ketilsögu Flatnefs og var að tala hvað hún væri miklu töfrar. Ég held hann sé að tala sko að þetta leikhús, það er vegna þess að sko brúðuleikhús, það er svo oft bara fyrir börn og það er svo allt önnur lögmál. Við vitum alveg hvað manneskja getur gert. Við vitum hvað mannslíkaminn getur gert. En þegar þú ert með þetta form sem er svona myndrænt leikhús, þá getur í rauninni gert allt. Þú getur einmitt framkalla töfra. Og ég held hans ég svolítið að tala það að það er svona þú ert að horfa og þú veist ekki hvernig sumt er gert og það einhvern veginn svona tekur þig eitthvað annað heldur en kannski svona venjulegt texta leikhús og það er það sem ég finnst svo skemmtilegt við sko að blanda saman hefðbundnu leikara leikhúsi og síðan svona myndrænu svona myndleikhúsi eða brúðuleikhúsi, það getur líka verið alveg án þess að vera með brúður eins og við erum að vinna með oft pappír eða plast eða eitthvað sem lifnar við og það eru töfrar sem að gerist eitthvað sem að býst ekki við að geti gerst eða kemur hann á óvart og það er það sem hann er held ég að Vilt þú svona síður segja brúðuleikhús eða finnst þér þá svona sko mér finnst alltaf að tala brúðuleikhús en það er bara svolítið svona hvað maður að segja það er svona minnkar svolítið að því að þú veist í hugum fólks þá er brúðuleikhús bara brúður og ég er svolítið komið frá því að nota brúður en ég er að nota þessi grunnelement úr brúðuleikhúsinu þar sem eitthvað er að lifna á sviðinu fyrir töfra þessa miðils án þess að það séu fyrirfram gerðar brúður. En er ekki svolítið búið að á einhverjum ástæðum hefur svona það svolítið smættast eða þrengst þessi svona skilningur okkar á brúðuleikhúsi svona eins og kannski bara það er svo mörg form eða listform sem að við erum svo duglega að segja þetta sé fyrir fullorðna, þetta er fyrir börn, þetta er fyrir þetta fag og þú mátt ekki blanda saman og svo er á okkar tímum dálítið mikið verið að einmitt blanda upp og nýtt og gera svona tilraunir til þess að sprengja af sér þessa svona bókasaps kynningar en að því að maður hugsa sko það er búið að vera að skrifa kannski endurskrifa sögu dataistana sem voru þarna í byrjun eða eftir fyrra stríði heimstyrjöldina í Evrópu, það var svona listamenn sem komu saman og hefði svolítið mist trúna á venjulega listtjáningu svona og að þyrfti einhvern veginn að gera einhvern veginn öðruvísi og þá kemur í ljós fast mér ég hafði ekki vitað sko hvað einmitt brúður voru brúðuleikhús var svona stór þáttur í þeirra tjáningu sko og alltaf blandað við einhvern veginn bókmenntir og
Akkurat, og þetta auðvitað bara listmiðill og kannski í hugum okkar þegar við tölum þetta sé svona að hafi smættast, þetta fylgir oft ef að eitthvað fyrir börn og það segir auðvitað svolítið mikið það hversu mikla virðingu við berum fyrir börnum að okkur finnist eitthvað sem fyrir þau ekki eins merkilegt en þetta auðvitað bara miðill sem að höfðar mjög sterkt til barna en getur auðvitað höfða mjög sterkt til fullorðina líka og eins og þú segir að í gegnum söguna þá var þetta ekki alltaf þannig að þetta væri bara barnamiðill. Nei og stundum með svona pólitískur miðildum nota svona sem eiginlega í svona ritskoðunartímum líka. Þá var hægt að raunverulega láta einhverjar brúður segja eitthvað sem var ekki hægt að sækja fyrir rétti. Við höfum alveg lent í því líka þegar við vorum í Kína að þá ætluðu að fara og vorum að sína lífið, sem sagt, í fyrsta skipti farið þarna tvisvar að þá ætluðu þau að fara að byrja svona þess að ritskoða sýninguna og það voru svona vissir hlutir í sýningunni sem að þau voru hrædd við að börn sæju og við ræddum þetta bara við þau og fórum svolítið djúpt yfir þetta og svo voru þetta atriðin sem að áhorfendur voru bara mest að missa sig yfir og fannst mest spennandi og vakti stærstu viðbröðin líka hjá fullorðna fólkinu. Þannig að þú veist, þetta alveg, þetta svolítið magnað. Já, og ég meina eins og í Austur-Evrópu þá við vorum nú að vinna með leikhópið sem heitir Drag leikhópurinn og einmitt brúðuleikhús og þau voru allan þennan tíma sem að Tékkland var undir ritskoðun og að þá voru þau að setja upp barnasýningar sem voru alveg hápólitískar en það var í rauninni aldrei hægt að koma fingri á það hvað þau væri að segja en myndin gat sagt svo mikið án orða og svo náttúrulega í gamla daga þá var meistari Jakob hann eiginlega það byrjaði sem svona út á torgunum listamenn sem voru með ádeilu þetta var ekkert fyrir börn þetta var bara einmitt brúðurnar brúðurnar gátu sagt hvað sem var og þau gátu kýlt lögguna eða yfirvaldið og barið með þannig þetta byrjar brúðuleikhúsið og svo það svona aðeins dreiður í tennurnar eða svona tilheng til þess til þess að höfða til barna og kannski einmitt börnum ekki alveg treyst fyrir eins og þú ert að lýsa í Kína menn ekki treyst börnum en svo reynast börnin kunna mest að meta þetta sem aðeins ögrandi kannski og jáfnvel lítur að vera pínulítið ögrandi bara hreyfingar ykkar í þessum sýningum og drullan og drullumallið bara það lítur að vera einmitt kannski fyrir fín leikur svolítið það ekki ögrun? Jú, við náttúrulega bara við byrjum alveg bara í hreinu hvítu rými og svo sprengir sýningin sig alveg og leikararnir við göngum alltaf alla leið í þessu og það ógeðslega gaman að horfa á það og það ógeðslega gaman að sýna þessa sýningu á mismunandi stöðum í heiminum að því að það rosa svona ólík upplifun til dæmis eins og í Kína þá fannst þeim svo erfitt að við værum smakka moldina og það má alls ekki og jörðin kannski eitthvað svona skítu eða eitthvað, þú veist, eitthvað efni í henni sem eitthvað svo hræðsla við það en svo á Möltu þá var lesturinn á sýninguna svo mikið út frá kaþólsku trúni og hvernig þau upplifðu þetta og fullorðna fólki þar var svo mikið að tala það og fólk situr alveg og grætur og hlær og Japan var mjög mikið af því að þetta auðvitað líka, þú getur lesið þetta svolítið sem heimstyrjöld líka og þau eru þarna og þar var einmitt á fyrstu sýningun okkar, það var alveg bara fullt af fullorðnu fólki sem hágrið í lokin, því það var bara að tengja við sína upplifun á stríðsátökum. Já, svo erum við Kýpur núna síðast og það náttúrulega 2 þjóðir á einni lítilli eyju og þar moment sem að við erum svona skipt upp heiminum og það voru allir bara, horfðu bara, já, þetta bara alveg eins og hér, þú veist það svona, þetta svo stór sýning í þessari svona hreinu nána umhverfi. Og það svolítið svona það sem að mér finnst skemmtilegt við þetta að vinna með efni og það einmitt þetta að þú getur
búið til eitthvað sem áhorfandinn getur fyllt svo mikið upp í með sinni reynslu. Þú veist, þú horfir á eitthvað sem þetta er svo opið, þetta er svona opið tungumál. Ef við kannski fá að sjá þær önnur lítil stuttmynd bara með svona glefsum úr sýningunum og það er ekki hljóð í því þannig að útvarpslustendur því miður fara á mis við þessar glefsur en það er náttúrulega hægt að sjá á netinu samt ekki svona kynningar ef að mann bara leita að 10 fingrum og jafnvel skella inn öfnum ykkar Helga Arnalds og Sólveig Guðmundsdóttir þá koma nú upp ýmis myndskeið en ef að Pétur tæknimaður er til í að sitja og hafa bara undir spjallin okkar þessa litlu glefsu mynd og hérna sjáum við úr þessum sýningum sem eru núna bara sýningarnar verða núna sunnudaginn. Á sunnudaginn, já. Þetta er bæði sýning í lífið sem við vorum að tala og svo er nýjasta sýning leikhússins sem heitir Líkaminn er skál og er gerð með leir og hún verður sýnd klukkan 6 og hún er svona meira stíluð á fullorðna. Þetta er, við köllum þetta dansverk með leir og hún Valgerður Rúnarsdóttir er með mér í sýningunni og við erum þetta er svona svolítið í framhaldi af því að ég lendi í krabbameinsmeðferð og talandi að leikhúsi sé heilandi að þetta var svona svolítið kannski mín úrvinnsla úr því og en samt ekkert svona mín saga en þetta er bara auðvitað allir þekkja það að lendi í áföllum eða þegar einhvern veginn það er svona þekkja það flestir að eitthvað kemur fyrir sem að tekur svolítið svona jörðinu undan fótunum á manni og þetta er svolítið svona þá upplifun. Já, segir hann einmitt í kynningateksta svolítið flott að þessar rútínur sem að við framkvæmum svona dagstaglega kannski ás að taka eftir því og svo það er ekki fyrir en að eitthvað kemur upp á annarkvort andlegt eða líkamlegt áfall sem að þá þegar það er við einhvern veginn, þær eru okkur ekki lengur tiltækar þessar rútínur eða eitthvað. Akkurat, já, þetta er svona þessi rytmi og í raunin er þetta svolítið svona abstrakt í sýningun og þetta er svona þessi rytmi í bara í náttúrunni og í himintunglunum og svo þetta í okkar lífi og bara þessi einmitt eins og þú segir, þú veist bara þetta að vakna og fara í vinnuna og busta tennurnar á kvöldin og allt þetta sem okkur finnst bara algjörlega sjálfsagt, það er allt í einu ekki sjálfsagt og það svona kannski færi manni svolítið nýtt sjónarhorn á lífið sitt og mann sjálfan. Þannig að þú ert alveg á því að það er ákveðin svona terapía fólkin í leikhúsinu, allavega leikhús af þessu tægi eða hvað? Já, ég myndi segja það bara öllu leikhúsi held ég og bara allri listsköpun. Hvort sem varst að njóta hennar eða að búa hana til. En það er auðvitað alveg áberandi að þegar maður lendir í svona áfalli þá það var þá sem að leirin kom einhvern veginn inn í mitt líf að ég byrja að vinna með leir og það voru ég er í ljósinu og þar eru boðið upp á svona leirvinnu og maður sá bara hvað þetta var nærandi. Það sóttu allir í þetta, fara í leirin og bara það að snerta leirin og bara vera að búa eitthvað til og skapa eitthvað. Það gerir bara svo mikið fyrir okkur. Þannig að já, það er algjörlega. Og þessi jörð, þannig að þeir eru með og jörðin, drulluna og leirin, þetta er svona, já. Það er einhver jarðbinding svona í þessu. Í þessu, já. Leikur og jarðbinding svona. Já. Og á þessari hátíð á sunnudaginn, þá er lífið sýnt klukkan 2. Svo erum við með svona smá súkkulaði köku og smá svona afmælispartí og svo verður nú Sigríður Jónsdóttir sem er forstöðumaður leikminjasafnsins. Hún ætlar að spjalla hans við mig og það verður svona farið yfir söguna. Það er spennandi, það er nú alveg sérlega svona klár og skemmtileg kona. Já, algjörlega. Og er svona með flotta hugsun í skráningu einmitt á skapandi starfi á Íslandi. Já, og hún er að gera alveg ótrúlega spennandi hluti þarna með leikminjasafnið. Og hún ætlar að safna saman öllu því sem hægt er 10 fingur og búa til bara einhvern svona fæl hjá sér og sem er bara frábært og það er bara svo ótrúlega góð tilfinning að það verði einhver staðar hægt að ganga að
þessum upplýsingum. Og svo eftir sem sagt þetta spjall þá verður líkaminn skál sýnd klukkan 6. Já. En það stendur að þessi fullorðinsýning, en mega börn koma? Algjörlega, já, hún án orða, eða svona nokkurn veginn og með tónlist sem að ég var að vinna þetta með manni sem heitir Matteo Fargjón og hefur unni mikið með dönsurum og tónskáld og hann sem sagt gerir tónlistina við sýninguna og svona kemur inn með svona svolítið ákveðna og þar einmitt eins og við erum að tala að maður er alltaf að breyta til og svona prófa nýja hluti að hann sem sagt með svona ákveðna aðferði við að semja hreyfingu eða dans og við erum sem sagt að nota það í þessari sýningu. Þetta bara alveg verulega spennandi að fá að taka þátt í þessu með því að koma á sunnudaginn mikil veisla. Við náttúrulega skorum á ykkur að vera með fleiri sýningar kannski ef möguleiki er í framhaldin einhver staðar möguleiki. En áður en við hættum í dag tíminn er nú að hlaupa frá okkur svona við kannski fáum að sjá síðustu smástikluna áhorfendur og ekki hlustendur sem sagt, það er þá bara svona, já, það er svona sögulegt svona úr fyrri sýningum ef að þú til í að setja það svona rétt undir lokin Pétur á meðan að mér langar svo að spyrja því næst ég að fara að tala um Grænland og það eru nokkra myndir þarna held ég frá þar sem ég var einmitt með námskeið í Grænlandi og fór með sýningar einmitt til Grænlands. Ok, já, mér langaði að spyrja þú varst með hvað nokkrar sýningar og smiðjur eða hvað í Grænlandi? Já, það var fyrir dálítið mörgum árum þá við erum búin að fara ég held ég að fara allavega 3 var ekki 4 sinni til Grænlands með sýningar og með námskeið og var með skuggaleikusnámskeið og við fórum þarna bæði suður eftir og alveg upp í diskóflóa þannig að það var algjört ævintýr og þá vorum við með grænlenska leikara vorum með hvað heitir hún leikhúsið þeirra Sisi, nei nú man ég ekki allt innu hvað heitir, en allavega þau eru með leikhús og menntaða leikara og þau sem sagt komu með okkur inn í sýningarnar og töluðu á grænlensku og við gerðum svona myndræna hlutan og ferðumst þarna út allt og þetta er þetta bara, þetta er svo merkilegt að þessi þjóð sem er þarna bara alveg við hliðina okkur. Þetta er ótrúlega ríkt svona menningarlega. Það er svo rík menning þarna en við þekkjum þetta svo lítið. Og þau, mér fannst bara svo merkilegt að koma þarna og uppgötva þetta svona spennandi samfélag sem að við einhvern veginn vitum svo lítið af Og sérst að það sé ekki með einhvern veginn meiri samvinna, meiri tenging og til dæmis, ég veit ekki, ég hef ekki alveg fylgst með því en mér finnst eins og Íslendingar hafa ekkert sagt núna þegar að Trump og svona hans er eitthvað svona hálfgert að hóta því að taka þetta land svona undir sig og líka alltaf Danir eru þetta með þetta land sem sína nýlendu og Íslendingar hafi held ég ekkert mikið eitthvað verið að Nei, að því maður finnur það alveg að grænlendingar líta upp til Íslendinga og vilja reyna að fara sömu leið og við eða allavega urðu við vara við það að því við náttúrulega vorum líka dönsk nýlenda og gátum losað okkur undan því og maður fann alveg að það voru margir sem að litu á okkur sem svona einhverja fyrirmynd og algjörlega áhugi fyrir miklu meira samstarfi og þetta var allavega bara ótrúlega mikið ævintýri og skemmtilegt að fara þarna á. En er það ekki með svoleiðis að þegar eitthvað sem kannski heitir saklýsisleg hvatning til tilfinningatjáningar sem sagt kemur í kjölfar góðrar leiksýningar til dæmis með börnum og fullorðnum að það er aldrei að vita hvar það endar sagt. Það getur líka bara endað í uppreisnar
gjörnum röddum sem að koma fram og krefjast sjálfstæðis. Já, nákvæmlega. Þannig að þið þurfum kannski að fara þarna aftur núna og svona einhverja valdeflingu til þess að vera á móti bandarísku. Já, algjörlega. Og þetta leikhús sem að þau voru með þarna, það var einmitt svolítið mikið svona samasemmerki á milli sko að því þau voru svo mikið að fara tilbaka og finna þeirra menningu eins og þessa trumbusláttin og grímurnar og þau eru svo mikið að vinna með þetta og í því felst líka þessi sjálfstæðisbarátta. Þannig að þau eru svo mikið svona að endurvekja og það er alveg þessum leikhópum að þakka að það hefur verið svona svolítið endurvækið. Já, svona sjamanismen einhvern veginn tengist leikhúsinu, náttúrulega ritjólunum og leikhúsinu. Já, og þessi leiksýningar hjá þeim, þetta var auðvitað sko svona gjörningar eiginlega þar sem að sko var verið að hræða börnin mátulega mikið til að þau gætu tekist á við það til dæmis að standa bara frammi fyrir íspilni eða og panikir ekki. En þetta eru svolítið svona hræðilegar sýningar eða svona, þú veist, þau eru öll svona máluð og eru svona svolítið mikið að fara upp að börnunum, þú svona mjög nálagt og svona bregða þeim. Og ég mani með þetta, ég var einu svona festivali þar sem við vorum að sýna þetta svona norrænt festival og þar var svona grænlensk sýning og það voru svona norrænir leikhús sérfræðingar sem voru svona að ræða þetta og eftir og voru eitthvað svona að ritskoða þetta svona bara, já, er þetta sniðugt að vera að ræða börnum svo mikið og hefði ekki mátt stytta þetta eins og hefði ekki mátt gera þetta öðru sér og ég mani með þetta grænlendingar það sátu svona og voru bara að horfa og bara býtu hvað er hann að tala, þú veist algjörlega mist af því sem skiptir máli já, akkurat og hvaðan þetta kemur og hvaða merkingu þetta hefur og þetta eru ekki bara barnasýningar, þetta er bara svona gjörningar eiginlega eða svona En finnur það ekki svona einmitt á 30 ára afmæli og þú ert svona komin í samstarfi arfleiðina þar að segja svona skrásetninguna og þessu og svo hefur gefið leikmyndir líka í skóla og svoleiðis til þess að leikmyndirnar er ekki og propsið fá nýtt líf svona en mætti halda að vera að hætta. Sko ég er alltaf að hætta, ég er búin að ákveða að hætta alveg ótrúlega oft, svo held ég alltaf áfram, þess vegna þetta komið 30 ár. En af hverju ætlar að hætta? Ég ætla ekki að hætta endilega. Nei, af hverju hefur ætlað að hætta? Af hverju hef ég ætlað að hætta? Ég bara prófa eitthvað nýtt, ég er svo ofta að hugsa að fara bara í eitthvað allt annað. Þegar ég fór í myndlist, þá var ég búin að ákveða að hætta í leikhúsinu og fara bara í myndlistina, svo þegar ég var búin að læra þá einhvern veginn bara endaði ég alltaf inn í leikhúsinu aftur. Núna leirinn að kalla á mig og og ég var í fyrra eitthvað svona að hugsa já, nú þarf ég bara að búa til pláss fyrir nýtt og fórum þetta að gefa leikmyndir og búa til pláss á vinnustofunni og svo náttúrulega gerði ég eina sýningu viðbót og var mér sér komin upp á svið. Þannig að Svo er þetta kannski þegar maður klárar eina sýningu þá bara jæja. Þetta var fjall, ok, nú fer ég og gera eitthvað en svo þegar hugmyndir koma til manns allavega svona eitthvað sterkt þá er maður bara, það er svona eins og það takir sér eitthvað bólfestu og maður bara þarf að klára þær þær fara ekkert þetta er rosalega krefjandi já, og þá er maður bara, ok, já, sækjum styrk fyrir þessu eða, þú veist, fara að reyna að finna fólk til að gera það með sér akkurat, nákvæmlega þannig að maður er oft bara þjóna einhverju andsetur bara af hugmyndunum ég upplifði þetta svolítið þannig algjörlega úrvinda í lok sýningana en byrja þetta aftur þannig að tekur alveg á að búa til sýningu frá, þú veist, grunni og framleiða við vorum með svolítið mikið að vinna með þetta núna í síðustu sýningunni að því hún var nú svona svolítið út frá kannski svona, þú veist, erfiðum stað og ég var auðvitað bara rétt að koma upp úr þessum veikindum, þannig að þá vorum við svolítið mikið að vinna með þetta, hvernig getum við gert sýningu án þess að verða svona úrvinda getum við gert þetta og haft ferli þannig að það sé bara algjörlega nærandi og við getum Ég vona svari sér já. Mér fannst það allavega, sko, svo reyndar á síðustu metrun þá bara missum maður, þú veist, það er bara en svona framan af þá var þetta bara mjög nærandi. Þegar maður finnur að það þarf að setja eitthvað ekstra sem aðeins að, gefa eitthvað ekstra í. Já, það bara alltaf gangu, sko. Þannig, og margir saman og vera einmitt metnaður alltaf að blanda mörgu saman.
kæra þakki fyrir að koma til okkar og til hamingju afmælið. Takk kærlega fyrir. Og takk fyrir starfið og leiksýningarnar og ég hvet alla til að fara á þessar sýningar á sunnudaginn í Tjarnarbíói. Dagskráin hefst klukkan 2, skilst mér, og seinni sýningin klukkan 6. Hægt að nálgast upplýsingar á netinu. Leikhúsið heitir 10 fingur. Miðarfast og Tix. Og hér Sólveig Guðmundsdóttir, leikona. Helga Arnalds, myndlistarkona, leikhúslistamaður. Brautriðandi í annars konar og þið báðar eiginlega má segja. Þið svona haldið upp í merkjum svona annars konar leikhús á Íslandi. Kæra þakkir fyrir að koma og áhorfendum og hlustendum þakka ég fyrir að vera með okkur hérna og þakka Pétur fyrir ekstra snúninga með myndefni og fyrir að flytja þetta yfir til ykkar. Við höldum áfram eftir smá stund. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, herðu, við ætlum að fjalla bækur og málið eiginlega að Hagþengir að fara að vera með tilnefningar til verðlauna núna og rétt ókomið og ég var eitthvað að tala við konu þetta og var að horfa á plakati frá því fyrra það sem voru birtar 10 tilnefningarnar og ég rendi yfir það og við höfum eiginlega að fjalla alla bækurnar sem þar voru nema eina sem Steyptir draumar, líf og list Samúels Jónssonar sem margir hafa kannski séð í Selárdal. Hingað eru komnir höfundar bókarinnar og menn sem hafa staðið fyrir endurreisn þessara verka. Ólafur Engibelsson og Kári Skam. Velkomnir. Takk. Takk fyrir. Þetta er fín bók. Takk fyrir. Já. Það fjallar Samúel Jónsson. Ég man ekki, þið kannski getur svarað því, þegar ég sá þetta fyrst, að þá leit þetta ágætlega út, allavega í benskuminningunni. Ég hugsa að ég hafi verið svona, ég veit ekki bara, þetta verið kringu 1970. Þetta ekki verið. Jú. Svo kom ég næst og þá var þetta eiginlega allt grotnað niður. Og þá var ég orðin kannski 40 eða 50 eða eitthvað, ég veit ekki. Hvað... Samúel, er þetta rétt að benskuminning á mér þetta hafi bara verið í fínu formi svona 1970? Tímalega, það var stutt frá því hann fellur frá. Og ég líka minni og þar leiðandi virkaði kirkjan stærri og allt, þetta furðulegur heimur. Miklu meira ævintýri. Svo þá kom að koma næsta þá var þetta byrjað að grotna niður og þá var ekki, hvað kirkjan er lítil. Já, en við höfum einmitt verið að leita til fólk sem að koma á staðinn stutt eftir að Samúel dó. Já. Hvernig dó? Hann dó í janúar 69. Já. Þannig að það hefur það verið stutt frá því að... Já, mín bensku minning er bara það sem eins og hann skildi við þetta. Og það voru þarna lengi málverk og líkön og fleira sem að hörfu smá saman eftir látans af því að hann átti ekki erfingja, ekki lög erfingja. Og ríkið eiginlega bara varði svona umsjónar aðili en sá ekki þetta, það var enginn að sinna staðnum. Nema þá bændur á svæðinu, Ólafur Gíslason á Neðribæ, hann var þarna síðasti bóndinn, en Ólafur Hannibalsson var bóndi þarna. Seinna og þar sé Hannibal og síðan Ólafur. Og Hannibal bjargar eiginlega altaristöflu Samúels suður og setur henni inn í listasafn ASÍ og þar sem hún er ennþá en mörg önnur verk Samúels grotnuðu þarna niður. Veður eru svona hægt og rólega burt það voru teknir nokkri hlutir náttúrulega sem að Leggsteininn, Salómeður var tekinn og svona menn tóku hitt á þetta og við erum ennþá að leita þessu og ég veit að það er einhvað til í ýmsum stöðum. En skráningin, hvernig það var, er hún til? Ekki fullkomlega. Nei. Við erum að reyna að ná utan það en til dæmis gömlu ljósmyndir sem fólk hefur tekið á staðnum og líka hefur fólk verið að gefa okkur verk sem hafa verið einkaeigu. Samúel gaf mikið af sínu verkum eða var
hann seljaði á sýningum, hann seldi yfirleitt verkin og mér sé Kjarval fekk ekki verka því hann var búin að selja það. En hann var með 3 sýningar inn í Reykjavík. Á þá málverkum? Á málverkum. Já, ekki eftir stiftum? Nei, hann málaði á vetuna en var í útiverkunum á sömrin og byggingunum. Fer ekkert í það fyrir hann setni tíma æviskeiðsins þegar hann fær smá pening. Ellilífurinn kemur og þá á hann efnaði að kaupa sementið og þá fer hann í steipuna meira. Og planið stórt hans fyrirmyndið Péturskirkjan í Róm. Það var næsta verk. Og ekki bara kirkjan heldur vangirnir þannig. Já. Og með líkneskjum á hana. Búagerðurinn og fleira sko. En hann gerir fleiri líkon og þannig að maður veit ekki hvað hann tekst fyrir hendur næst en allavega þá var svona draumandi stórir. En af hverju var hann að þessu? Hann var greinilega bara að færa heimi í dalinn sinn en hann fór að vísu til Reykjavíkur en fór aldrei til útlanda og kannski var hann bara svona forvitin og sköpunar gleðin svo mikil en hann til dæmis fekk bækurnar Lönd og líðir þannig hjá nágranna sínum og sá þessar myndir í þessum bókum til dæmis af Péturskirkjunni og Alhambra-höllinni og Spáni og reyfst af þessum arkitektur. Já, þetta var ritröð svona fjarlægar slóðir og einhverju liti sögu með myndum og mann þetta líka eftir þessu í æskuminningu. Já, akkurat. Lönd og líður. Og svona eins og blöðum og fleira sem hann fær að glugga í og þetta verður bara hrífandi og hann greinilega hrífst af þessu öllu en hefur þessa löngun alveg frá unga aldrei skilur að skapa og búa til tálka út og gera ýmislegt sem að mislítið á hérna í æskans en þetta bara býr greinilega mjög sterkt í honum og hann svona neitar að gefast upp á þessu og heldur þessu áfram alla sína lífstíð sko. En Péturskirkjan að flytja hana inn í Selárdal, það svolítið svona hvað hétt hann Fitzgeraldo sem vildi setja óperuhúsin í Frumskógi? Alveg rétt. Þetta ykkur starf á þeim skala, nema það var óperuhús af réttri stærð, þannig að samúleikunni skalar þetta niður. Já, skiljanlega. Þetta er líka nefnitt en Ljónagórsbrunnurinn er svona með fyrirmynd í Alhambra. Sem reyndar þegar maður kemur þangað, að þá verður maður líka hissa rosalega smátt allt. Það er ekki komið þangað að séð jú. Það er einhvern veginn eins og að byrja var fólki minna eða hvað er þetta? Alveg rétt, góð punktur sko. Eiginlega eru ljónunars Samúels meira hestar. Já. Hestljón. Þetta hafði aldrei séð ljón. Nei, en þetta eru merkilega ljón sko, eru svona með skemmtilega karaktera og hvernig hann býr þau til sko, hann býr til mótinn og notaði einhverja dunga úr kaupfélaginu sem hann bjóð til fætuna úr og svo notaði hann raunverulega tennur úr hestum og selum líklega. En þetta er svona ready-made, hann bara er með mót, fætunar eru svona því að olíutunna, 2 lítra olíutunna er svona í læginu. Já, eða svona þessi ferkantu hérna, þetta voru ekki 5 lítra meiri, þetta var svona olíu sem er líka og annað og þetta notar hann bara, hann tínir allt til náttúrulega, það sem er náttúrulega einstakti samúleirinn að hafa lagt á staði þessa vegferð með ekkert milli handana skilur og það er það sem að fólk kannski átta sig ekki á árum áður, það bara höfðu menn ekkert milli handana og þetta er bláfátækt fólk og bláfátækum maður og hérna hann gerir þetta einstökum bara vilja og atorku og eljusemi fegurðarþrá sköpunarþrá myndi ég segja líka. Eiginlega er hann alveg frá unglingsaldri þegar hann var á prestssetrinu. Það var titlaður Smali í sóknarmannatalinu aldamótin 1900 og þá var hann hjá séra Lárisi Benediktssyni á stað þar sem er prestssetri í dalnum og móður hans var vinnukona en hann fer að tálka út svona litlar líkkistur. Ég man ekki hvort það verið 18 en allavega margar mönnum sem að fórust stuttu síðar og það var í mesta mannskaða í Selárdal
þar sem þjóðarórar voru miklir og var fjölmennt þetta leiti og það var talið vera svona hann nætti ekkert presturinn taldi að hann væri bara kukla. Já, hann hefur orðið valdur á dauðanum frekar en hann séð það fyrir. Já, ég mitt. Og hvað heldur þú? Ég held ekki sko, en ég held að hann hafi bara verið mjög næmur og séð þetta fyrir. Já, og það sé hægt að sjá fyrir mannslát og sjóskaða. Ég held að allt sé hægt í þessu. Sumir hefðu gáðu til þess að sjá einhver með þeir segja okkur það, en hann var tekinn fyrir út af þessu og það það sem hann var kannski náttúrulega sorglegast við þetta allt saman, að hann var hnífurinn á hann var tekinn af honum, hann var bara farið illa með hann var náttúrulega búið að bjóða hann upp og presturinn svona dálítið misnotaði sín aðstöðu. Við vitum það í dag að þetta var nú ekki alveg svona beisinn uppeldi sem hann fekk sko. Móðurinn saðna vinnukona á bænum og strákurinn svona lítinn hotnvega. Þannig að hann átti erfitt og var aldrei gott á milli þeirra og hann talaði alltaf það að þetta væri nú aldrei. Þeir myndum semlega ekki hittast þegar færi hinum einn sko. Hann hefði kannski færi einhvað annað. En þannig að þetta var mikið dramatískt stunduruglega lífans þegar honum kennt og eða svona bendla við þennan sjóskaða mikla. Þannig að þetta hefur verið mikil svona. En er þetta þá saga mann með sköpunargáfu og fegurð og þrá sem helst upp í samfélagi sem vill ekkert með slíkt gera? Og þess vegna kemur listans út svona með hans eigin nefi. Þetta er ekki list sem búin til í einhverju svona takt við samfélag sem hann lifir í. Hann eiginlega að tala við einhverja svona bækur og einhverja myndir sem hann almanaksmyndir eiginlega. Þetta eiginlega líka samfélagið af því að hann þetta alveg tvískipt að hann til dæmis málar mikið myndir af dalnum, Selárdal. Og hann byrjar ungur að teikna og mála og þá bæði teikningar af Selárdal en líka af skipum, mikið seglskipum og mjög nákvæmlega útfærðar myndir. Það svona alls ekki næf en vatnslitamyndir mikið alveg þegar hann er á 30-aldri þá gerir hann mikið af svona myndum sem maður skilur ekki að því að hann átti eiginlega ekki neitt sko og var bara að vinna fyrir sér og sem með móður sinni og hann fekk reyndar ábúð þannig eftir að presturinn fór þá gerast hann bóndi á koti þarna rétt hjá og hefur kannski haft meiri frítíma til þess að hafa þá fáar skepnur en bara gef sér vassliti og fyrir allt sem var aflögur og málað á stolnum stundum. Þegar hann losnar úr vistinni það er eiginlega málið, skilur. Þessi prestur er vondið maðurinn í þessu sögu ykkar. Já, sko, sagan dæmir hann ekkert sem einhvern veginn, maður hefur ekkert heyrt mjög illt, skilur. Það er margar jákvæðar liðar, hann var fræðimaður mikill og meir og annað, skilur, en hann var bara greinilega, það var einhvað milli hans og Samúel sem að gekk ekki upp og Samúel talaði fjekkurunni ekki að sjá jákvæðar liðarnir í honum, sko, á honum. Þetta var presturinn Séra Lárusson flytur til Reykjavíkur og við hefum einmitt heyrt góðar sögur á honum, sko, en hann gerðist svona gifti fastegnir og leigði út. Þannig að hann var ekki alveg hættur störfum en fór yfir í annan bransa, má segja. Já, en umhverfið sem við erum átt okkur á líka er Selárdalurinn þessum tíma og þetta er ekki
þess vegna svona, þetta er tvennir tímar, Selárdalur í dag og Selárdalur þá. Selárdalur þá var við erum 250-300 manns kannski í dalnum. Þá var hann bara í byggð. Þetta voru hjálegur, skilur, og prestur nátti rétt á því að fá mannskap á bátana sína og það eru útgerðir allir verðdalinir sem eru þarna, verðdal og útgerðin sjálf, Jón Sigurðsson forseti kemur þarna, það kemur svona, allir Suðurfirðinni fara í útgerðina þaðan og þetta er sko mikið líf, mikið af fólki að komandi, farandi, þannig að faraldfæti og það er mikil fjármagn sem ásist, mikil fjármagn sem kemur á landan. Þetta var aðal brauð Íslands á sínum tíma. Svo að geta róið þaðan. Prestarnir. Selárdalur þá utarlega í firðinum. Utarlega Arnarfirðinum, stutt á miðin. Vélarnar og þá fyrir byggðin innar í firðina sem er betri hafnir. Já, og þetta er svona góðsinn tímabil, útgerðan er dálítið á þessu svæði og minna að þú lappar strendurnar þá bara verbúð nánast út hálfan Arnarfjörðin. Það var liðin tíð þegar hann er að reisa kirkjuna og lífsins. Já, svo fellur þetta bara frá og fólk byrjar að flytja burt úr dalnum svona 30, 40, 50 kannski eitthvað svo leiðis. En Samuel var á útkikki, hann var í sambandi við sjómennina sem fóru frá Bíldudal og hann lét á vita hvort að það veri sjófært eiginlega. Lét hann vita? Já. Og hvað er það? Veðurnæmur? Veður, já. Ég veit ekki hvað það kallar. Já, það hefur verið veðurnæmur einmitt. Og hlustu þeir á hann eða leta hann þá bara vita? Já, og færði honum fisk í soðið það er til saga þar sem að það var skilið eftir og hörðarhúninum hjá honum svona Rauðmæi, en hann snert hann ekki að því að það stóð ekki skilabóð að hann nætt hann. Þannig að hann lét þetta bara vera. Hann lifði mest á hafragraut, skilst mér, að hann var ekkert mikið að gefa sér tíma í að borða það, sko. En Selárdalur er eiginlega höfuðstaður þrjóskunar á Íslandi, en það Gísli Uppsölum bjóð þarna, sem að fór ekki út úr dalnum af því að bræður hans leið honum ekki að koma með sér til Ísafjarðar og var í halva öldin í dalnum og fór aldrei neitt og endaði með hann talaði eitthvað tungumál sem að geti kallast bara þrjóskíska. Það var eiginlega búin að tapa tungumálinu í samskiptu við annað fólk, eins og frækt var í sjónvarpsþáttum Ómars Magnússons. Þeir bygguðu hann á sömu torfu eiginlega þegar Gísli var bara nokkur ára gamall og Samuel keypti þá neðri Uppsali sem er bara við hliðin á fremri Uppsalum þar sem Gísli og fjölskylda bygguðu. Samtímamenn, Samuel er eldri samt og þeir vita að sjálfsögðu af hverjum öðrum alla þessa tíð. Samuel fer náttúrulega burt úr dalnum. Þannig að svona, ef við erum að tala svona tímalega síðan þá náttúrulega kemst hann úr vistinni, hann gerist bóndi á neðri Uppsölum, hann byggir líka annað hús fyrir móðu minni sem heiti, kallaði hann hinum við ána, þannig að þetta er, en það er fullt af fólki, fullt af mannskap, útræðri og fleira, þannig að það er svona ýmislegt að gerast í Selárdalnum og þetta er svona og þetta drafnar niður hægt og rólega, mótorbátar, vélöldin kemur inn og þetta hægt og rólega svona hægist á öllu og flyst burt. Samuel flytur svo þegar hann hittir Salome, konuna sína sem er þarna vinnukona á bæ og þau takast, hjört er að ná saman og gerast hjón og eignast börn og það er bara enn og aftur mjög sorglegt allt í kringum þetta og þetta er svona tíðarandinn svo slæmur, þetta er barnadauði og þau eignast 3 börn og þau deyja öll og þannig að þetta er mjög trist og þetta er svo sorglegt og út af hverju vitum við ekki alveg, það er aldrei elsta barnið lifir hvað í bara 2 ára já, nær 2 ára aldrei skilur þannig að það verður rosalega sorg og þetta er rosalega sorglegt allt og maður skoðar þetta frá þessar lið en þau ákveða þá að fara yfir fjallgarðin og fara yfir í Krossadal sem er rauninni Tálknafjarðar megin og koma sér upp þar fyrir og ég meina þar er Samuel í hvað 20 ár cirka og byggir
byggir hús og með búskap þar og í rauninni allt leikur í lind í rauninni þar svona, bara allt sem við hefum heyrt þaðan bara jákvætt. Og eitthvað bara normal maður og bara hlutinni ganga alveg upp, það gott að sækja þau heim og alltaf gott kaffi og pönnukökur og það alltaf vel veitt og það þetta verður svona blómatími hans og Salome, skiljur, þannig að þetta svona bara jákvæð hlið á málunum, sko. En hann byrjar þar að endurnýta svona efni sem tilfellur, eins og til dæmis jaga í sundur járn úr togara til þess að nýta sem byggingarefni eða geringastöðra og síðan hefur hann dregið þegar hann flyttur yfir Selárdal þá dregur hann hluta úr togaranum hann yfir fjallið. Já, eins og ég nefndi nú Fiskiraldó, það líka gert þar. Þetta mörgleiti svo líkt þarna, skilur, en skilur, þú með togara, stáltogara niður í fjöru, ekkert við í bæin, þú veist þetta að fara þetta og hvað ertu með? Þú ert með hamar og meitil og þú ert að berja þetta í sundur á vetrarmánuðum, skilur, til þess að ná einhverjum járnstöngum sem svo gaman maður sér í dalnum ennþá í hornstörum og hann byrjaði nú að kynna steipunni þarna og byrjaði að steipa hans líka notaði aðeins þetta járn úr því en að ná þessu upp, skilur, að ná þessu abátnum og þetta svona, maður heyri bara höggin, skilur, inn í dal bara á veturnar að vera meitla þetta allt í sundur. Mörg ársverk og bara, en þess að þetta fólk hafði náttúrulega þetta bara, það kunni ekkert annað heldur en að vinna, þetta var bara dag og nótt, sko. Maður gæti haldið að, saga hans væri merkileg vegna þess að hann fær enga hvatningu frá einhverjum þvert á móti við að stunda list. Hann fær enga örvun raunverulega, hann lifir ekki í samfélagi þar sem að list áberandi eða haldið að fólki en hann býr til list eiginlega bara innan úr sér og þá veltir maður fyrir sér er þetta eitthvað sem þetta segir okkur það hvað listþráin fegurðarþráin hvað hún og þannig ertu með svona dæmi mann sem eiginlega tekin úr engu kemur, hann dregur þetta innan úr sjálfum sér eða eitthvað hægt að lesa í þetta svona eða þetta svo einkanleg verk að þetta segir okkur bara eitthvað hugarheim Samuel Johnson en ekkert svo mikið þig eða mig eða þig. Já, þessi sköpunar þörf kannski grunnurinn, sko og ég veit ekki hvort að presturinn hafi kynnt undir með því að meina honum að hafa vassanýf en það geti verið að það verið eitthvað næsti sem að kviknaði hjá honum að hann yrði bara að gera eitthvað. Þetta sé viðbröð við prestinum hann ætla að sýna prestinum að hann geti reist kannski ekki svo einfalt en hann hefur greinilega haft í sér sköpunar þrá bara til þess að bæði tekna dalinn sinn en síðan bara innbyrða og koma frá sér bara hvað heimurinn kannski það kemur í ljós að hann mikill verkfræðingur í sér til dæmis ljónagórsbrunnurinn hann virkar mjög vel eftir viðgerðir sem að gera kuninggerði þá sjáum við að þetta flókin búnaður sem hann hefur sett inn í hennan górsbrunn og þetta til þess gert að líka að sýna öðrum hann var eiginlega frumkvæðil kannski í ferðarþjónustu af því að það komið hana fólk á sunnudögum til hans þegar vegurinn var komin og börn vildu óðu uppvæg sjá górsbrunnin virka og hann hellti vatni í hann og þannig að það þetta að vera líka að gleðja aðra kannski það að missa börnin sín svona ung kannski var þetta líka til þess að hann vildi fá börn til sín og barnafjörskyldur í heimsókn og hafa eitthvað skemmtilegt fyrir þau við fengum til dæmis
gefins verk núna fyrir jólið. Það var upprúlu tekning sem hann gaf strák sem kom í heimsókn. Ljón öðrum megin og hinum megin seglskúta. Þannig að þetta bara svona eiginlega bara svona kannski bara yfirlýsing að hann vilji gleðja aðra að vera sína bara líka sjálfur sér að hann gerir eitthvað gott fyrir sitt samfélag. Sjómenn voru líka þakkláttir honum og hann fekk að vera lofti frystihúsins að mála vetuna. Á seinna árum, já. Á seinna árum. En ég tek undir en þetta svona í grunninn samt sem áður, þá held ég samanlóla hérna, en hérna í grunninn þá sýnir hann, kemur það fram í honum að hann hefur einhverja þrá. Þetta bara, þú ert staddur einhverstörp í Afdal og þú hefur einhverja löngun til að gera einhvað. Í hans tilfelli það list, ef hann væri eins og svo margir íslingar sem aftur á móti sátt inn í húsi og skrifuðu einhvað, skrifuðu dagbækur eða sögur einhver ævintýri ákveðin rímur eða skapa sín eigin heim. Hann hafði engan getu eða kunnátt eða vilja til að skrifa. Hann þurfti að tjá þetta með einhverjum náttúrulega málaði og skar út alla rammana. Það var allt sem hann gerði, það var allt sem hann, alla sögur sem hann heyri, fólk sem kom í heimsókn til hans. Það var allt einu líkan á eldursporðunni hjá hann og hver var líkan gert, það er bara úr sykurmólum, þannig að hann var alltaf að hugsa þetta, hann var alltaf að setja fram, hann var alltaf að speglera, þannig að þetta hefur verið svona, held ég bara lungaðu deginu í honum hafi farið í það að svona velta þessu fyrir sér hvað hann geti gert og hvernig hann geti gert það, þannig að hann tók þetta skref fyrir skref en hafði náttúrulega enga getu eða er nekkert fjármagn til þess að fara inn einar stórframkvæmdir fyrir hann að bara eins og segir ellilífurinn kemur og þá getur hann keypt sér byggingarefni og eða sementið. En fram að því þá er þetta málverkið, hérna gerir líkön og er að snúast við, það er það sem við þekkjum og sjáum sér myndir af. Ýmislegt annað sjálfsagt sem hann hefur verið að dunda sig við sem við kannski vitum ekki alveg en allavega er þessar teikningar hans, málverkin hans, handbragðið á römmunum hans. Þetta er allt svona einstaklega fallega og vel gert. Þetta er svona handverksmaður 100% sko. Og hann þurfti náttúrulega að vera, eins og Ólafur segir sannlega rétt ráð, verkfræðingurinn í honum náttúrulega, hann er skriðum og þú er ekki komið til Ísland, skilur, þannig er hann að býra þau bara til, skilur, því að það er það sem hann hefur milli handana, skilur, eitspýta sikur megin, þynga og svo steip á milli og svo bara beðið, þú veist, og svo fór vinnur þetta líka og þetta hleður og svona hægt og rálu upp, skilur, þannig að getur ímyndaðir, en enginn þú veist, það var vissu allir af Samúel og liti allir vel á Samúel, hann var góð við börn og krakkarnir hefur gaman að koma og svona hægt og róli held ég breytist þetta svona dálítið í það þegar hann fyrir að búa til steypuverk sína þá verður þetta orðið aðalandi, þá bara fréttir fólk að segja, hvað segir, hvað hérna Já, það er það sem maður man eftir og ég meina hann og þá fer hann að taka móti þá fer hann að sjá að ok, það ekki fólk er að koma, hann vil sjá þetta og það sem ég er að gera og hérna með þess að hann situr við vegkantinn byggir hann þar pallskilur og er með mjölpókana, ábyrðapókana og byggir svona 4 rými og hvað er þetta skilur og bara upphækkað og þetta smíðar hann hérna við vegkantinn og já, heyrðu, hann er að gera kamra. Þú veist, þetta er svona fyrsti útikarmandi fyrir ferðamenn á Íslandi sem gerði hérna bara fyrir framann þannig að fólk kemur hérna og hann voru 3 fyrir konur, 1 fyrir kalla skilur, þannig að hann var að hugsa þetta alveg rétt sko. Þannig að þetta er svona hvað má segja, þetta er svo mikið ævintýri, þetta er svo mikið einstakur maður með ekki neitt milli handan sem bara neitar að gefast upp og það er eins og segja Fitzgerald, við getum alltaf að tala um þetta bara hann neitar ekki, hann ætlar að koma sér á stað og ætlar að koma sér eins langt og hann getur á sín ævi. En hann var að mála dalinn og hann gerði náttúrulega ekki bara ljónalíkneski af selum og svona nærumhverfinu. Það sem er svona eftirminnilegt er þetta að vera að flytja í svona hápunta menningarsögunar inn í Selárdal sem er svona sérstakt og kannski svona hugmyndum það að við tilheyrum þeirri menningu sem er ekki sjálfgefið. Já. Hann er
þetta sé okkar saga, þetta sé okkar hápunktar sem ekki alveg sjálfgefið að maður komist að þessi niðurstöðu, ekki ennþá í dag. Nei, hann gerir þetta líka sínu eins og sést á ljónagósbrunninum, þetta hans gósbrunnur, en ekki eftiröpun. Ekki eftiröpun. En samt svolítið mikil eftiröpun í þessu. Hann að reyna að láta þetta, hann sækir fyrirmyndina mjög afgerandi í tiltekna myndir. Já, en til dæmis þetta ekki kannski greinilega reynir ekki að gera nákvæmlega eins og ljónin eru þar og þau eru ekki jafn mörg, þau eru miklu færri hjá Samúel, en þetta bara svona í því tilviki þá hann meira að nota þetta sem bara kveikju bara kveikir hjá honum hugmynd greinilega. Heldur betur eins og allir listamenn gera, það er allir svona meðteknir af því sem það séði gegn mævinna og þetta blundar í þeim, en þarna lítur hann á þetta og eins og segja verkfræði kunnátta hans að þess að koma vatninu þá leið sem hún fer niður og út munnin á ljóngum með svona ekkert á milli handana er bara frábært afrek. Saman með listina þarna, já, nákvæmlega. Já, hann er náttúrulega talandi dæmi að eldri borgarar eiga að láta drauma sinna rætast. Aldrei að gerast upp og það er sem að menn gerðu náttúrulega þessi tíma, þau kunni ekki annað en að vinna. Ég hef satt svona fegurða þrá, ekki endilega alltaf listsköpun út af þessu hvað hann er að gera. Og einhver leiti svona í samingi við samfélag sem hann var í, að þá var hann að draga inn í einhverja fegurð inn í einhverju samfélag sem við erum kannski vöna og líta út að hafi verið helviti harkaleg og slór og kuldi og... Þetta er alveg mjög góða punktur hjá hann, því hann er að gera... Þú enda bentir á að þar satt fólk og fór með kvæði og sagði sögur og það er ekki eins og hafi verið gerðsneitt aldrei í fegurð. Nei, alls ekki skilur, en það var í þessu formi að setja þetta upp að fara í skúlptúrgerð og við vitum að það er náttúrulega eins og kallað en nævismi í málun hefur verið til í aldirnar og við vitum það alveg en hérna við vorum að ræða þetta var nú kannski ekki alveg það sem var hægt að kalla Samúel, hann verið engin nævisti, ekki þannig, en hans stíl er þarna. Hvað er það þá? Þú vildir ekki segja nævisti þarna rétt á hann, tósta fram að verið ekki? Hann er, að mínum að þið er hann nævisti að vissu leyti, en að vissu leyti er hann... Bara ljótt orð. Já, við viljum bara þetta. Nei, mér finnst þetta bara ekkert ljótt orð en þetta er bara kannski álitamál hjá okkur líka. Já, þú talum að hann verði settur í eitthvað svona skörlægri flokk. Já, við viljum meina náttúrulega að hann sé náttúrulega þessi verkfræðingur í sér líka og hann sýnir það á yngri árum sérstaklega að hann er flinkur teiknari þrátt fyrir enga skólun. Og það er alls ekkert svo kallu næfverk. Þetta er mikið... Ljónin er ekki svona vegna þess að þetta sé hans svona teikni í geta eða eitthvað svo leys. Hann tekur ákvörðin að hafa ljónin svona. Þú segir það? Því hann hefði getað mála ljón sem að væri líkt ljóni. Já, sköpunarferli bara skapar það eins og þau eru. Það er bara þannig. Hann er listin. Nú bara veist aldrei útkomana þegar nú leggur á stað. Ég vil meina bara svo miskilum ekki ég vil meina að ljónakorsbrunnin sé næf listaverk og líka mörg verk eftir hann en sérstaklega þau sem eru með fólki en ekki öll hann er begja blands af því að þar sem hann er að spinna og líka einhverju myndir á dalnum hann spinnur þetta úr haustum á sér bara en þar sem hann notar fyrirmyndir þar er hann mjög nákvæmur og það er ekki næf listaverk. Herðu, hann býr til skúlptúra úr steinsteypu og það er eins og þið hafi líklega komist að er fáránlegt vesen fyrir það sem ætla að viðhalda verkunum. Þetta hefur verið betra að þetta væri úr einhverju öðru efni þetta er eiginlega bara tími vinnur á þessu linnulaust eða ekki, er þetta ekki það er eiginlega ekki hægt að venda þetta endalis bara þetta það er náttúrulega mikil heppni hjá okkur að Gerard König var stofnfélagi í félaginu hjá okkur 1998 og
bara þá nýbúin að fara sem túristi í Selárdal fyrsta skipti og hefur leitt þetta verkefni að gera við stytturnar og líka húsin og þetta eilífað verkefni eins og segir af því að sementið ekki gott, það sé blandan steipublandan þannig að það kannski ómikið af sandi sem með seltu í og hann var að spara sementi kannski og síðan frostkemdir og þetta mjög opið fyrir veðri og vindum oft þegar komið hann á vorin þá bara eins og það verið hrískotabissa á styttunar og allt sem var gert síðan sumar ónýtt eða nei en svo gott sem nei það kannski því, sem betur verið ekki þannig en það þarf ofta að gera við eitthvað sem var búið að gera við Þetta endalaus ringrás þarna, þetta mjög válind við sem koma þannig í dalinn og það alveg ótrúlegt en það sem ótrúlegt að þetta skuli standa þegar við Ólafur komum þarna fyrst skilur þá þetta komið helviti langt og grotna niður og við förum í þessa vegferð að búið til heimildamyndum og okkur fannst þetta þegar ég kem hann í fyrst skipti út í þannig að keira þessa leið þá ég að fara bara 100 ára aftur í tíman þetta var svo ótrúlegt en fegurinn einstökarna og það það sem líka skiptir máli við komum hann og þetta svona þökindóttina og þetta svona komið eiginlega til ára sinna og maður býður bara eftir að þetta fjúki skilur en það voru það viðbröð svo margra þegar við tölum við í kjölfarið og þetta ekki að viðhalda þessu eða neini þetta fíkur bara og þetta verður bara horfið og það var líka tímastákn þessa tíma það var ekkert litið á þetta sem þetta var engin sköpun þetta var bara einhver skrítin kallað dunda sér einhvað skilur og þetta var svona viðhorf svo margra á þessum árum sko og við lendum náttúrulega í kjölfara því og gerum þessa mynd og sem við erum mjög stoltir af og gaman að horfa á í dag að þetta alveg mikið list og hver önnur list sem verið að bera fram á borð fyrir hvern og eitt skilur og þetta meiri list heldur en þátti því að þjáningin baki hverja einustu sköpun þarna tölvört meiri skilur og gerð þótt að ég veit að margir listamenn þess tíma þurft að gangi í gegnum ýmislegt en þannig að þessi svona við getum alveg bent vel á það að þetta er svona alveg á pari ef ekki meira heldur en kannski við okkar helstu og fremstu listamenn þess tíma sem fengu styrki og leiðu vel og fengu athygli og seldu og annað skilur ekki hann það var kannski fáir að Íslandssamfélag kannski aldrei geta borið hóp listamanna aldrei þannig þetta var alltaf nokkuð þetta var svona handfylli af einstaklingum hvernig þetta núna? Ég veist að það séu svona 25 ár síðan komanda þið búin að gera mikið? Ætti að gera með ferðana? Þetta túristastaður? Já, þetta túristastaður en þannig þetta náttúrulega sko 2018 vorum við með hátíðana og safnunar átak til þess að klára innrétta hús Samúels íbúðarhús hans sem móttöku fyrir gesti og það tókst þarna sem sagt og 2019 var opnuð aðstaða þarna þannig að núna síðustu 6 sumur hefur verið hægt að taka móti fólki í kaffi og spjall og fólk mjög ánægt með þetta sko þetta var Já, oft en þetta sko máli eins og segir íbúðarhús sem var svo illa farið þegar við komum að þessu og við í samstarfið Ólaf Gíslason og Neðribæ sem var búin að vera þarna dálítið og hann var búin að passa upp á þetta myndi ekki alveg fjúka eða fara til landskotans sem var alveg frábært hjá honum og við svona komum inn og byrjum aðstofn og svo svona hálft að rólega tökum við bara við þessu og förum að fullu í að reisa þetta við Gerard kemur í hópin til okkar eða frá byrjun og bara segir heyrðu, ég maðurinn í þetta og við sem bara þetta himnasending, skilur, maður fá hérna skúltúrista frá Þýskalandi sem kann til verka og hann bara segir mér langar að taka þátt í þessu og svona koll á kolli en þetta íbúðarhúsið stendur hérna og allan tíman sem að verið að gera þetta við hvernig íslensk sumur þau eru válind stundum og kalt og rök og svona en aðstæðan þess að 2 hús sem við höfum að það var kirkjan og listasafnið ekkert íbúðarhús fá mikið að sítshópum til að koma til okkar og taka til hendinni og hægt og rólega
byggist þetta upp og við náum að endurreisa íbúðarhúsið sem var fagnar erindi og mikið skref fyrir staðinn, út af því þá var hægt að vera með umsjónamenn, það gæti einhver búið á staðnum og það var komið hiti, rafmagn og fólki geti liðið vel. Það er engin sem býr í Selárdal lengur eða? Það er engin fastur ábúandi, en það er hjón sem er skráð eins og þingmönnum er gætt að skrá sig. En þarna komum við að því að geta verið með og við erum búin að vera það hefnir að við fáum umsjónamenn til að vera þarna hjá okkur og þannig að safnið opnar í júni og lokar í lok ágúst, þannig að við hefum náð þessu. Ég myndi segja að þetta er ferðamannastaður, ekki túristastaður, þótt að sé mikið erlendu ferðum sem koma, þegar þú ert að fara í allt annað, þú ert ekki að fara í einhverja svona... Við verðum að gera líka kannski bara greinamun á þessu svo kallum ferðamannastöðum að þetta er erfitt að komast á staðinn. Þetta er svona gegnum erfiðleikana til stjarnana. Sko. Og það er ekki sjoppa? Nei, og það vegurinn er mjög slæmur. Svo getur verið síðastir ég var þarna, alltaf það er svona rétt rúm 25 ár síðan með við að því að var með börnin, þá get ég sirkað út. Það rigndi svo mikið að ég held að þessi síðast skiptir sem að ég hef verið eiginlega í tjaldi, það var bara það ég bara ótrúlega rigning var í tjaldið þar en dalurinn er fallegur. Leiðin þangað er fallið líka. Vegurinn er skemmtilega leiðilegur, skemmtilega vandur og hann getur verið, það mismunum milli ára, þetta er einangrun en það er partur af þessu er það að þú ert að fara þangað, er það að þú ert að keyra rólega, þú ert að keyra malarvegi eins og var 1950, 60, 70, ég veit ekki hvað við kallum það, en þú ert að fara bara raunin, þú ert að fara aftur í tíman og þau kemur þannig út í Selárdal, þá ertu komið fram hjá þessum einstöku þessum fjöllum sem þú ert að keyra fram hjá, þessi litli dalir sem eru og svo ertu með hvíta strendur og blátt haf, þetta er með ólíkindum, þú veist ekki hvert þú ert að fara, þú ert að fara inn í einhver ævintýri þarna. Ég kynntist Óla Hannibals þegar hann var að koma í bæinn eftir að vera þarna ég man ekki alltaf ekki verið 8-10 árið eða rúmlega það. Jú, vel það sko. Og hann var einn í lokin, fjölskyldan, hann var einbúi eins og Gísli og þá var Ólafur held ég ennþá. Já. Og hann sagði mér að þeir eru enginn talast við það voru þrýrsast í samfélagi en það voru ekki góð samskipti og það var svo gaman af Óla þegar hann kom að ég man að við fórum ég veit ekki hvað við muni eftir það var matkrákan held ég sem er núna veitingastafur 22 þar sem Sigfríd var með veitingastaf og meðal annars voru það lambaskankar í barbecue-sósu þetta er fyrsti veitingastaf sem ég man eftir sem var með svona hægælda lambaskanka matkrákan alveg og Óli hafði eiginlega ekki setið til borðs með neinum í nokkur ár sko þannig að hans aðferðið við að borða hennar lambaskanka endaði með því að hann var með barbecue-sósu í hárinu og í glerunum og þannig að ég þetta oft í hug þegar ég hugsa Selárdal og þessi mikla einangru sem var þarna ég sá og svo náttúrulega brá af var Ólafur bara eins og hver annar Reykjavíkur bara hálfu árið setna en hann kom rosalega viltur úr þessu dal. Falleg saga, takk fyrir þetta var glæsileg og það, menn bara gleyma sér hana, menn tínast þarna í tíma og rúmi og eru bara hana í dálítið þessari einangrun og þú breytir háttalag. Sjáum Gísla, skilur, sjáum Óla. Og endar með því að fara að tala það sem kallar maður þrjóskísku. Já, þetta er nú alltaf hægt að skilja þig. Já, þetta er líka eitthvað sjálfbærni, þannig að vissuleiti líka eins og Gísli var til dæmis. Bara lifa þetta af, þú ert í einangrun 6 mánuði ári og ef þú ert ekki passasamur og báturinn kemur ekki með visti til þín, þá ert þú bara hört í fjár og skjóta lamb, skilur, eða rolli eins og Gísli gerði og þeir gerðu allir náttúrulega. Þetta var bara, þú ert svona dálítið, þetta er svona endin á þessari öld sem að þessar sjálfstjórnstar búskapsöld skulum við segja skilur og þarna er þess að einangrun þetta er svona síðustu dalirnir svona eiginlega það eru nú ekki margir sem voru einangrar heldur þetta Borgarfjörðinni innst í Arnarfirðinum og svo útkjálkinn Þetta er merkilegt safn og fær alla til þess að hugsa það er svona eins og með bíómyndir og leikverk og myndlistarsýningar þá er svona gaman að skoða það en það er svona líka gaman að tala það á leiðinni heim í bílum þetta er svona dæmi það og svo er náttúrulega það sem þú voru að benda á og ég get vitnað að náttúrufegurðin er stórkostleg Þetta er líka ekki náttúrulega út af því að
Samúli, sko, hans Gísli búin að vera hann frá og við veitum að þjóðin elskar Gísla og þekkir mikið til sögu hans en þessnir að koma að núti þetta og geta heimsótt Samúel og geta heimsótt Gísla sem við erum að vinna í að laga upp Gísla og gera hann að svona frambarlegu og skemmtunum stað til að heimsækja. Það er svo uppsælið þá og þannig að við erum að svona kannski ná að opna það svona seinni hluta sumarsins en formulega endarlega á næsta ári og þannig að það fólk hefur þá tvenn erindi þarna til okkar og það mun ekki sjá eftir neinu en við Ólafur erum svona dálítið ánægður og stoltir bara yfir þeirri hjálp og þeirri aðstoð sem við höfum fengið gegnum árin að koma þessu. Herðu, Ólafur og Kári, kæra þakki fyrir að koma hingað og nú erum við búin að fjalla hugmyndir hagþykkis frá því í fyrra og þær eru að koma núna held ég bara í vikunni fyrir næsta ár. Takk fyrir að koma. Ég bið ykkur og hlustendur kannski afsaka, það er fólk að bora hérna, það er mikla framkvæmdir í húsinu, það er aftur að vera búnar í gær og við höfum verið að hliðra til þess að búa til göt til þess að geta búið til efni en það er við lifum í samfélagi sem að maður með borin, hann ræður, það er alltaf merkilegasta sem hann gerir, kannski ekki tekið tilliti þeirra sem að þurfum á þögninni halda. En ég þakka Oddný Eir og fleirum sem hafa komið hingað að gera þáttarins og Pétri Fjellsted og Laufi Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Bendi á að dreifikerfi í samstöðunum hefur byggst upp á góðri afspurn. Ef að þið segir vinum á vandanum frá efni sem ykkur líkar, til dæmis vitanum sem var hér, að þá fer fólk og kíkir á það og þar með stækka dreifikerfið. Þú getur bent á að það má finna efni okkar á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðvarpssveitum. Við erum í útvarpinu 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu en þær útvarpssendingar má líka sækja á spilarann, spilari.is á netinu, svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman, það eru númer 5 á fjarstýringunni kannski ég veit ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólhring 7 daga vikunnar, 18 ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunnar. Þetta er drifið áfram af þeim hluta áheyrenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Ef að þú vilt gera það og leggja þitt til uppbyggingarsamstöðuna þá getur þú farið inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástættur áskrift, þú getur skráðið fyrir 2.500 krónur sem er grunnáskriftin sem mér er sagt að sé hlægilega lágt verð með það efni sem við búum til hérna, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á rekur samstöðuna. En þetta er orðið gott í bili, ég ætla að segja góða nótt. Rauðaborðið verður hér næst á morgun í eftirmiddag kl. 16 þá höfum við það sem við köllum vikuskamt þar sem við förum yfir fréttir vikunnar með góðu fólki. En takk fyrir í bili og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.